Komið sæl og hjartanlega velkomin á 3. loftslagsdaginn hérna í Hörpu og í beinu streymi. Það ánægjulegt að vera hérna svona mörg saman, þannig að þakka ykkur innilega fyrir að gefa þessu málefni athygli. Ég ætlaði að segja ykkur frá hérna listaverki sem ég tengdi svolítið vel við loftslagsmálin. Ef þið skiptið glæru, takk. Ég var að rölta Kjarvalsstaði og staðnæmdist við þetta listaverk. Allt byggist á trausti, allt hangir á blá þræði. Við fylgjumst spennt með því á hverju einasta hausti þegar aðildarríkjaþing Sameinuðu þjóðanna loftslagsmál á sér stað, COP26, 7, 8. Mun nást samkomulag, munum við ná að byggja upp traust og hvað samið. Síðan fylgjumst við með því bæði hér heima og erlendis hvernig samkomulaginu fylgt eftir og hvort það farið í markvissar aðgerðir. Því að verkefnið brýnt. Náttúran í húfi og samfélag allan heim í húfi. Þið muni kannski eftir erindi frá Samóeyjum hér á síðasta ári. Og það að snúa þróuninni við, að draga úr loftslagsbreytingum, það samfélagslegt verkefni, fyrst og fremst. Loftslagsdagurinn kom til á svolítið skemmtilegan hátt. Það var hefðbundin áætlanagerð í Umhverfisstofnun, þar sem starfsfólki beðið að koma með svona góðar hugmyndir, umbótahugmyndir og þróunarhugmyndir. Og hugmynd kemur fram frá sérfræðingurum að gera tölurnar lifandi og setja það fram á aðlaðandi hátt. Hljómaði ekki alveg raunhæft í upphafi. En svo sat ég eitt síðdegið í hægindastólnum mínum og hugsaði, loftslagsdagurinn, það kannski eitthvað. Og hér erum við. Og af hverju ég að minnast á hana hægindastól? Það vegna þess að til að vinna að umhverfismálum heilt yfir þarf þrautseigju og úthald og ástríðu. Og til þess að viðhalda því fyrir glóð þá þurfum við að hvíla okkur öðru hvoru og halda gleðinni. Ég held að sé minnst eitthvað á dans hérna í dagskránni, gæti verið, sjáum til. En það Jóhannes Bjarki Urbansson Tómasson sem ætlar að halda utan dagskrána hjá okkur í dag. Hann kannski staðfestir þetta eða ekki, Jóhannes. Taktu við keflinu endilega. Já, takk hérlega. Það mikill heiður að fá að vera fundastjóri hérna á loftslagsdaginn og það sérstaklega gaman að sjá hvað vel mætt. Fundastjóri hefur svolítið það hlutverk að hlusta á fyrirlesara og stressa sig á því ef þeir skyldu tala of lengi eða ef dagskráin eftir áætlun. Við erum aðeins og eftir áætlun núna, en það kannski fyrst og fremst vegna þess að það var aðeins breyting á dagskráni. Ég veit, nýorðinn fundastjóri og alltaf fyrir steik. En ráðherra sem sagt að klára ríkisstjórnarfund og hann ætlar að koma hérna að ávarpa samkomuna. En við ætlum að hliðra honum aðeins til og næst hingað upp þá Auður Aðalsteinsdóttir. Hún doktor í bókmenntafræði, hún forstöðukona Rannsóknaseturs Háskóla Íslands í Þingeyjarsveit. Og hún ætlar að tala eins hugvísindi og loftslagsmál. Gjörðu svo vel, Auður. Komið sæl, ég ætla að byrja á því að lesa fyrir ykkur ljóð. Ég hef vaxandi áhyggjur af hækkandi yfirborði sjávar. Ég bý á 4. hæð en nærri hafi. Í kjallaranum undir húsinu á ég geymslu. Þar geym ég ýmislegt sem mér kært og ég vil síður að blotni. Eins og heyra má af þessum ljóðlínum eftir Hauk Ingvarsson, þá ber náttúran sem birtist í samtímabókmenntum merki vaxandi áhyggjur af loftslagsbreytingum. En rithöfundar og listamenn takast á við þessa ógn á afar mismunandi hátt. Loftslagsbreytingar eru oft í bakgrunni í skáldsögum, nýlegum skáldsögum, en þó má stundum sjá beinan boðskap, til dæmis í verkum Oddnýjar Eyrar Ævarsdóttur, þar sem sögumenn og sögupersónur ræða vandann og mögulega lausnir. Undanfarið hefur líka sögulegur skáldskapur verið áberandi.
og þar nýta höfundar þennan vettvang til að rifja upp náttúruhamfarir fortíðarinnar, eins og í leit að samsömunum við það sem við erum að upplifa núna og jafnvel í vonum að geta lært af reynslunni. Höfundar endurnýta líka ýmis gömul minni og frásagnaraðferðir á nýja vegu og þjóðsagnaverur eins og tröll og draugar skjóta oft upp kollinum í nýlegum skáldsögum eða skáldverkum. Og myndmál Völuspár virðist einnig ennþá vera mjög nærtækt þegar lýsa á hamförum og líka þá hamförum framtíðarinnar eða mögulegum hamförum framtíðarinnar. Enda rýma lýsingar á því hvernig jörðin ferst í eldi í ragnarökum vel við sjónvarpsefni sem við sjáum utan úr heimi vaxandi skógarelda og það kannski ekki skrítið að í ljósi áhyggjuna okkar af hækkandi sjávarmáli að myndmál Völuspár það hvernig sígur fold í mar og upprís ný jörð úr ægi mjög áberandi hjá samtíma höfundum. Steinunn Sigurðardóttir, hún ein af þeim sem syrgir þá heimsmynd sem við erum núna svona að kveðja og hún lýsir því hvernig jöklarnir okkar og jöklalandslægið sekkur í grjóthaf eins og hún orðar það. Eilífðar fjallið mitt ljósa líður líka hjá, þessi eyja á eyjunni sekkur í grjóthafið. Margir líka því ferli sem við erum að ganga í gegnum núna við sorgarferli og það sem við höfum kannski verið aðeins of lengi á afneitunarstigi. Því að við vitum jú flest hvað þarf að gera, en það fer vaxandi örvæntingin vegna aðgerðarleysis sem stundum virðist stafa af skammtíma sjónarmiðum, bæði peningaafla og stundum stjórnmálaafla. Vísindamenn meðal þeirra sem eru orðnir örvæntingafullir og hafa kannski lengi verið örvæntingafullir. En svo sést á þessari frétt sem birtist í The Guardian, breska blaðinu The Guardian. Þeir gerðu könnun meðal höfunda og ritstjóra að skýrslum sérfræðingahóps milliríkjanefndar Sameinuðu þjóðanna loftslagsbreytingar og þeir birtu niðurstöðurnar 8. maí síðastliðinn. Og þar kemur fram að nær 80% þessara vísindamanna spá að minnstakosti 2,5 gráðu hækkun á hitastigi og nær helmingur að minnstakosti 3 gráðu hækkun. Aðeins 6% töldu að alþjóðlega samþykktu markmið að halda sig innan við 1,5 gráðu myndu nást. Og þetta kemur auðvitað fáum á óvart, en þetta samt óþægileg áminning. En reyndar fannst mér það hálf hressandi líka að lesa þessa frétt. Því það staðfestir svona óþol ekki bara vísindamanna heldur almennings líka okkar allra. Og þema þessa loftslagsdag endurspeglar þemað aðgerðir og endurspeglar að einn helsti óvinur okkar núna grænþvottur og tóm orð. Almenningur allur að vilja gerður en ónákvæmar upplýsingar og misskilningur og alls konar því miður vaðall af fegruðum og hagrætum upplýsingum dynja á okkur. Þannig að það verður erfitt að vinsa úr hvað rétt og hvað rangt. Og jafnvel þó við tökum tíma í það að finna út réttu upplýsingarnar, því það því sem betur fer alltaf nóg af fólki líka sem til í að leiðrétta rangfærslur. Að þá bara vandinn af þeirri stærðargráðu að boltinn hjá stjórnvöldum og risafyrirtækjum og stoppar oft á umræðu og yfirlýsingastigi, eins og frösum orkuskipti, græna orku eða loftslagsmarkmið sem virðast aldrei ætla að nást eða verða annað en orðin tóm. En ef við þurfum minna tal og meiri aðgerðir, hvers vegna stend ég þá hér á loftslagsdeginum og að tala skáldskap? Það náttúrulega af því að orðin skipta máli og það verður orðin í þessari grein sem hreyfði við mér til dæmis. Við þurfum að orða það sem blasir við til að geta brugðist við. Og það ekki auðvelt að orða það því að vandinn flókinn og það engar auðveldar lausnir. Við getum ekki tekist á við loftslagsmál sem einangraða vandamál eða sem áherslu sem hægt smám saman að vefa inn í
þau kerfi sem fyrir eru. Við þurfum að umbylta kerfunum og við gerum það ekki nema með því að breyta því gildismati og viðmiðum sem liggja til grundvallar. Ef að kerfin okkar eru þannig uppbyggð að við getum réttlætt ofbeldi gegn einum hópi fólks, til dæmis öðrum þjóðum, þá greiðir það leiðina því að réttlæta kúgun og ofbeldi gegn fleiri hópum og dýrum, gróðri og plánetunni allri. Stjórnmálamenn sem misnota aðstöðu sína til að skara elda í einn köku eru líka hluti af vandanum. Þau gróðasjónarmið og þeir skammtíma hagsmunir sem liggja að baki eru þau sömu og liggja til grundvallar loftslagsvandanum. Og hér koma skáld og listamenn sterk inn. Þetta hafa verið í rauninni öflugustu umhverfisaktivistarnir okkar hingað til. Skáldskapur og listir hjálpa okkur að komast upp úr klisjunum. Og það kannski þess vegna sem að listamenn munu taka þátt í loftslagsdeginum í ár. Skáldskapur og listir geta ýtt við okkur, hrifið okkur, stuðað okkur, augrað okkur og jafnvel hneykslað okkur. En þótt það verður samt að segja að það ekki hægt að njörva skáldskapinn niður í að vera gagnlegur eða takmarkan við að vera uppbyggilegur eða jafnvel siðlegur. Hann svolítið eins og vistkerfin okkar, flókinn og stundum ófyrirsjáanlegur. En það kannski einmitt þess vegna sem hann mikilvægur. Enda því að bregða þetta upp mynd sem að málverki sem eftir systur mína, Þórdísi Aðalsteinsdóttur, vegna þess að mér finnst að vera svolítið dæmi það hvernig listirnar geta komið manni óvart með óvenjulegum myndum, skrýtnu samhengi og hlutföllum og jafnvel húmor. Skáldskapur og listir tala ekki bara til rökhugsunarinnar, heldur tilfinningana. Hver og einn hérna túlkar væntanlega þetta málverk á mismunandi hátt, en í mínum huga þá endurspeglaði hversu undarlegu veruleiki bíður okkar í náinni framtíð. Og gott dæmi það að listirnar krefji okkur að hugsa öðruvísi. Ég taka klipperinn. Takk kærlega fyrir þessa hugvekju, Auður. Nú, áður en við höldum lengra kannski ágætt að fara yfir nokkur praktísk atriði, sem ég veit alltaf uppáhaldsatriði ykkar á svona ráðstefnum, praktísk atriði. Nú, fyrsta praktíska atriði kannski ekki sérstaklega praktískt, en mér langaði samt að segja ykkur að við erum með fullan sal í dag. Ég ekki bara að segja að því að við montum okkur að hvað þetta vinsæll viðburður hjá okkur. Við getum meira að segja fyllt salinn aftur bara með biðlistanum, ef þið vildu vita. En mér langaði líka að segja ykkur að til að skapa þessi hughrif, þið eru þau heppnu sem komust að. En af því að þið eru svo heppin að þá vil ég hvetja ykkur til þess að bara reyna að vera hérna með okkur í núinu. Núna til dæmis mjög góður tími til að hætta að skrolla tölvupóstinn og bara loka tölvunni, setja símann í vasann og svona. Ég held að maður sjá aldrei eftir því að hafa verið of lítið í símanum á svona ráðstefnu. Það líka þægilegt fyrir fyrirlesarana að sjá að þið eru ekki bara eitthvað að skrolla Insta, heldur að þið eru að fylgjast með. Það mjög sniðugt. Já, það verður reyndar einn reglubrjótur á ferðinni hérna einhvers staðar. Það hún Ester, hún ætlar að vera með símann hátt á lofti. Hún hérna einhvers staðar, þið þekkja hana, hún með svona síma á priki, þannig að hún hérna alveg að augra svolítið reglunum hjá okkur. Ester ein af TikTok-stjörnunum okkar á Umhverfisstofnun. Hún hérna að labba og taka viðtöl við fólk, spyrja þau svona eitthvað spjörunum úr loftslagsmál. Þið þurfa ekkert að vera hrædd við hana eða neitt svoleiðis. Þetta bara fyndið og ekkert alvarlegt. Ég ímynda mér það allavega. En þetta eru svona viðtöl í TikTok-stíl. Ef þau eru sérstaklega athyglisjúk þá getið mér sem pikkað í hana og bara boðið ykkur fram í viðtal. En þessi viðtöl, hún ætlar að klippa þau saman og spila hérna í lokin á loftslagsdeginum sem verður mjög skemmtilegt. Og hver veit þetta rati á TikTok. Hvað var pointið mitt með þessu? Jú, alveg rétt, já, ef þið eru ekki nú þegar að fylgja okkur á TikTok, gerið það endilega núna. Þetta sá miðill sem við náum mestri dreifingu á. En það spurning, ráðherra kominn? Ég sé ekki hérna í ljósunum. Nei, hann örugglega berjast fyrir loftslagsmálum á ríkisstjórnarfundi, ég ímynda mér það allavega. Kannski þá áður en að við höldum lengra þá ætla ég að segja ykkur örstutt frá því að við vitum að þið eru forvitin og viljið vita allt loftslagsmál og við höfum ekki tíma til að segja ykkur allt loftslagsmál, við áttum okkur á því. Þannig að við verðum með spurningar.
Við erum svona rétt svo með spurningar að gefast nokkra mínútur á milli fyrirlesara. Þannig að til þess að hafa þetta allt saman mjög skilvirkt hjá okkur, þá notum við spurningaforrit sem heitir Slido. Yes, ég sé að það komið upp á skjáinn hjá mér núna. Þetta forrit það sama við höfum notað á loftslagsdeginum síðustu ár, við erum mjög ánægð með það því að þetta er alveg auðvelt í framkvæmd. Þið getið sett inn spurningar með því að skanna QR-kóðan sem upp á skjá eða fara á slido.com og skrifa inn hashtagið loftslagsdagurinn. Þannig að svona getið þið sendt inn spurningar og kannski það fallegasta við Slido að þótt þið hafi ekkert að spyrja þá getið þið samt farið inn og sett svona þumal við spurningar sem þið viljið fá svar við, sem aðrir hafa spurt. Þetta er geðveikt sniðugt af því að þetta er þægilegt fyrir ykkur, þið getið fengið svör við því sem þið viljið vita, mjög þægilegt fyrir okkur líka að geta sagt ykkur sem þið viljið vita. Akkúrat. Það var auðvitað hellingur af fólki í streymi, ég sé ykkur þannig aftast þið eru rauðaljósið hjá mér. Ég er ekki að gleyma ykkur, við erum í streymi á loftslagsdagurinn.is og mbl.is og ábyggilega víðar. Ég var svo sem búinn að slúðra því við ykkur að það væri mikil aðsókn hérna, en kannski ástæðan fyrir ég er að minna aftur á streymið þið getið líka spurt. Þannig að þið skannið bara QR-kóðan sem upp á skjá hjá mér, núna upp á skjá hjá ykkur og sendið inn spurningar, þið getið líka að læka spurningarna sem fólki hérna í salnum setur inn. En ég held okkur sé ekkert að vanbúnaði. Ég ætla að kynna næstan upp hérna, hann Guðlaug Þór Þórðarson umhverfis orku og loftslagsráðherra sem ætlar að ávarpa þessa samkomu hjá okkur. Gjörðu svo vel, Guðlaugur. Já, góðan daginn og gaman að sjá hvað eru mörg saman hér komin og ég gleðist nú líka sérstaklega við því að það er bara ekki á hverjum degi sem menn fara rétt með heiti ráðuneytisins. Það er bara, ég er svona alltaf aðeins að njóta þess bara. En ég ætlaði svona að ræða við ykkur nokkuð mál því ég held að skipti mjög miklu máli að við ræðum þessi mál eins vel eins og við getum og það mun ekki klárast á þessum degi eða morgun eða þessu ári. Þetta er löng vegferð. Og ég vil bara aðeins segja það af því að það hefur nokkur umræðum aðgerðaáætlun á hverju hún sé ekki komin að ef þið ætlaði að skamma einhvern, þá skulle skamma mig. Það er bara þannig. Og af hverju það? Við erum búin að taka gríðarlega langan tíma í þetta. Og menn geta að segja, betur, er ekki bara að fara að loka þessu? Jú, það er þannig, en við munum hins vegar aldrei loka þessu. Það sem við gera, við munum kynna þetta og þetta er lifandi plagg. En við erum að gera hluti sem aldrei verið gerðir áður. Auðvitað er þannig að þegar kemur að loftslagsverkefninu sem er alþjóðlegt og þá hefur mannkyn aldrei tekið á sig slíkt verkefni. En það sem er líka hjá okkur er það að við höfum aldrei unnið þetta með þessum hætti, með þessu virka samtali og áætlunargerð á milli þá sérstaklega atvinnulífsins og stjórnvalda. Og það verður bara að segjast eins og að þegar þú ert að byrja á einhverju sem aldrei verið gert áður, að þá tekur það lengri tíma. Og við verðum ekki dæmd á því hvenar aðgerðaáætlun kom fram eða hvenær hún er uppfærð. Við verðum dæmd á því hvernig það gengur. Og það sem stendur upp út af núna og aftur, þetta er ekki hið fullkomna plagg sem að mun leysa alla vanda, þetta er lifandi, en það liggur alveg fyrir að það eru tveir stóri þættir sem við verðum að hafa inni og ná áætlun sem virkar og það snýr aðalega annars vegar að sjávarútveginum og hins vegar að bílaleigunum. Og þá er ég ekki að segja það, svo að það sé alveg skýrt að kenna einhverjum, við er ekki að segja annað það. Allir þeir sem hafa tekið þátt í þessu frá atvinnunni og þar með talið þessar tvær atvinnugreinar hafa gert það af fullum heilindum og komið fram með mjög marga góða hluti sem við höfum aldrei getað komið fram með því að sitja bak við skrifborð, jafnvel og fundi eins og þessum og fara yfir þetta. Og þið munið heyra svona dæmi af því hér í dag. Og það sem við erum að gera hér, sem er eitthvað sem við hefum ekki gert áður, Íslendingar, sem er náttúrulega þekktir fyrir að þetta reddast viðhorf sem oft hefur bjargað okkur, að við erum að nálgast þetta miklu raunsæi. Og ég er einstaklega ánægð með aftur atvinnulíf og svo sannarlega mitt fólk sem hefur unnið gríðarlega mikið, bæði inn í ráðuneytinu og svo voruð menn Ragnheiður Guðmundsdóttir sem var með okkur lengi í þessu. Og við erum hér að skoða alla þær hugmyndir sem hafa komið frá atvinnulífinu sem fjölmargar út frá því fyrirkomulagi sem við þekkjum best og er best eins og hjá Umhverfisstofnun og annars staðar og við erum strax komin á þann stað að það er miklu auðveldara fyrir okkur að meta það
hvaða áætlun hverju hún skilar. Og það eru náttúrulega búið að fjölga alveg gríðarlega miklum aðgerðunum. Það einhver mælikvarði á hvað árangurinn á? Sumu leyti, vegna þess að þá erum við farin í miklu dýpra og raunsæra yfir í einstaka verkefni. Og það er líka gaman að segja frá því að það er margt jákvætt að gerast. Og bara núna, og ég ætla ekki að fara í heildardæmi á síðustu 3 árum, ég er bara að tala um síðustu daga. Það var gaman að sjá bæjarstjórann á Ísafjarðarbæ sem sagði það er búið að finna gull. Það er ekkert smá mál að við séum búin að finna heitt vatn á Vestfjörðum. Og þetta er nú í annað skipt sem við gerum það. Við erum farið í fyrsta jarðhitaleita átaki á þessari öld, vegna þess að þegar kemur að grænni orkuöflun þá höfum við verið sofandi Íslendingar í 15-20 ár, lifað á fornri frægð og allir koma hingað sem áhuga þessum málum og segja hvernig getum við lært af ykkur og maður svona kannski ekki segja, við höfum verið svolítið róleg undanfarna áratugi. Það er aðalega við erum að nota það sem var til staðar áður, því að við erum komin á stað og kistan yfir rofin og það er gríðarlega mikilvægt. Það er líka ánægjulegt að fara inn með minnisblað sem að ég lét Sorpu taka saman varðandi árangurinn af því hvað nýja flokkunarkerfi sem tók að fullu gildi síðustu árum og hverju því hefur skilað. Og þar erum við að tala að urðun og lífrænan úrgangi búið að minnka 90%, svo dæmi sé tekið. Og þetta er bara gjörbylting sem mun nýtast okkur gríðarlega vel. Það er samt líka umhugsunarefni það þurfti lagasetningu til að fá sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu að fara þessa vegferð. Og þegar við fórum að vinna þetta, þá var fyrirrenna minn sem fór með þessi lög í gegn 2021, en það sem kom í okkar hluta að framkvæma þetta, þá voru aðilar sem eins og Akureyri og Hveragerði sem múið gera þetta í áratug, sem sögðu byrja fyrirgjöf, því að gera okkur erfitt fyrir með umhverfin sem þið eru að fara innleiða. Og auðvitað hefði ekki átt að þurfa lagasetningu til þess, en það ýtti þess á stað og þetta eru ótrúlega tölur og við höfum aldrei framleitt meira á höfuðborgarsvæðinu af metani sem að nýtist vel og þetta er gríðarlegur sparnaður þegar kemur að losun. En ég vil líka, vegna þess að ég held að skipti máli að við ræðum þetta bara af einlægni og heiðarleika. Maður sér svona ákveðna hluti sem ég hef áhyggjur af þegar kemur að þessu. Og þá er ég að tala um loftslagsmálin í heild sinni. Og aftur, og ég segi það bara nákvæmlega eins og ég var utanríkisráðherra í 5 ár. Ég átti mörg hundruð tvíhliða fundi og fundi almennt. Ég held að loftslagsmál hafi komið upp á hverjum einasta fundi eða þá ég setti á dagskrá. Allstaðar, út allan heim, erum við að tala um það að það þarf að framleiða meiri græna orku. Allstaðar. Auðvitað þurfa aðrir að gera minna því heldur en við. En við getum ekki látið eins og það sé hægt að leysa þennan vanda án þess að við framleiðum græna orku. Það er bara ekki hægt. Svo er spurning hvernig við gerum það. Og við byggjum á því að eldra fólkið og líka það sem fallið frá, það fann leiðir sem engin annar hafi gert og það vandaði sig. Ég held að við förum yfir myndina og getum sagt einstaka slys að þá hafi verið mjög sterkt í DNA-inu hjá Íslendingum að gera þetta vel. Og annarkvort nálgumst við á þannig að þetta sé ekki vandamál, heldur verkefni og vinnum það saman, nú eða þá við förum í mjög harðar deilur og ég tel að það sé mikilvægara og eina leiðin sé að fara fyrir leiðin. Og ef við förum bara yfir það sem við þurfum að taka á, þessi kerfi 3 sem við farið inn eftir, ETS-ið, það er stóriðan, það er flugið og siglingarnar. Þar þarf græn orku í staðinn og orkunýtni og tækni. Ef við förum í samfélagslósunina, vegirnir, vegasamgöngunar, það er græn orka. Skipið og hafin, það er græn orka. Landbúnaður, græn orka, betri nýting, fóðubætur. Úrgangur, svo sannarlega fleira eins og fara betur með, en það er líka framleiðsla á lífdísil og glatvarmi getur komið þar og ýmislegt annað sem nú þegar að koma fram. Annar iðnaður, þar þurfum við að fá græn orku, því að þar eru við í öfugum orkuskiptum. Þeir sem undan komu, þeir tóku stóru verksmiðjurnar, eins og voru til dæmis á Akureyri, og tóku út þá steinolíu, settu grænt rafmagn í staðinn. Við höfum verið að setja græna orku í fiskimjölsverksmiðjur og annað slíkt og taka síðan út og setja olíun aftur í staðinn. Þetta er staðan sem við erum í. Og auðvitað munum við fara í einhverja
atvinnugreinar í framtíðinni, skárra væri það nú, við okkur að fjölga og við ætlum auðvitað að nota græn orku við þá atvinnustarfsemi. LULUCF auðvitað annað og ég ætla nú ekki að fara í það hér og það kannski útheimtir ekki græn orku. En síðan það þannig, og það bara við skulum bara aftur tala hlutin eins og þeir eru. Þegar menn segja við höfum með nóga græn orku, við höfum bara ákveða hvað við höfum að nota hann í. Ef að menn eru að tala það að taka út stóra atvinnugreinar sem að hvergi verið gert í heiminum og það ekki hugmyndin bak við loftslagsmálin að við leysum okkar vanda með því að taka verkefnin okkar og færið eitthvað annað. Alveg eins og ef að Kínverjar myndu segja, við ætlum að taka niður allar losun, við ætlum bara að flytja allar kolaverksmiðjurnar hérna yfir til Mongóli eitthvað slíkt, þá myndu segja nei, þið get ekki græða þetta svona. Sko. Og ef að við ætlum að fara þá leið, þá þarf að horfa framan í þetta fólk sem með afkomuna sína af þessum atvinnugreinum. Bara til að setja eitthvað í samhengi. Stóriðjan á Austurlandi með 20% vinnuafli. 20%. Það þarf bara að ganga til þess að fólks og útskýra fyrir þeim að þeir eru enga von. Ætlar einhver í alvöru að gera það? Sama á segjum Akranes, Húsavík og sannarlega hluta höfuðborgarsvæðisins. Og aftur, við værum að gera eitthvað sem enginn að gera, aldrei hugmyndin og ég vara við því að menn sé að feta slíkt stigi. En aðalatriði líka þetta. Í þessu félags svo stórkostleg tækifæri og það gaman að heyra forsvarsmenn atvinnulífsins sem að staðir, þeir segja bara beint út. Það að standa sig vel í umhverfismálum, það bara góður business. Því það það. Og þessi stóru skref sem við höfum tekið Íslendingar þegar kemur að loftslagsmálum sem við köllum ekki loftslagsmál á þeim tíma voru bestu ákvarðanir sem við gert ekki bara umhverfislega, heldur líka efnahagslega. Og við værum í hræðilegum málum ef að við höfum ekki farið í orkuskipti 1 og 2. Ef við höfum ekki rafvætt landið, ef við höfum ekki hitaveituvætt landið, hvernig væri ástandið núna? Hvernig hefði ástandið, því þegar við vitum að það stórkostlegt að búa í Íslandi, en það ákveðnir gallar, til dæmis svolítið kalt, það dýrt að hita húsin. Hvernig heldur ástandið verið þegar Úkraínustríðið braust út? Og við höfum séð alla reikninga fara hérna upp úr öllu. Ekki það að við værum aldrei með þau lífskjörum við núna ef við hefðum ekki stigið þessu stóru grænu skref. Því það græða allir á því að hagnast á því að fara grænu leiðina. Ég ekki að tala fjármálastofnunina, svo það sé alveg skýrt. En þeir fyrirgefi nú að ég hafi slegið þessu fram. En hvað sem því líður að það líka mjög gaman að sjá allt þetta hugvit og þessar grænu lausnir sem að koma til og ekki bara unga fólki heldur, fólk á öllum aldri sem að finna leiðir til þess að nýta orkuna betur, búa til orku sem við höfum ekki séð áður og sömuleiðis að endurvinna hluti og gera allt það sem að lagt upp með aðgerðaáætlun. Þannig ég segi við ykkur og okkur öll, það bjart framundan og ég vonast til þess að við höfum góða og djúpa umræðu bæði aðgerðaáætlun aðra hluti þegar að það kemur fram sem að get nú lofa núna verður stutt í og því að samvinnan hjá okkur Íslendingum þegar við stöndum saman, þegar við vinnum saman, þá hefur það skilað árangri og það mun svo sannarlega gera það í þessu tilfelli og ég hlakka til að eyða deginum með ykkur. Takk. Takk kærlega fyrir þessi hvatningarorð, Guðlaugur Þór, og að minna okkur á hversu flókin loftslagsmálin eru en það hagnast öll á því að fara grænu leiðina. Við sem að skipuleggjum loftslagsdaginn auðvitað erum búin að fatta hversu flókin þau eru og einhvern veginn þurfum við að hafa skipulag á því hvernig við fjöllum loftslagsmál. Og til þess að gera það, þá skiptum við loftslagsdeginum upp í 4 þemu. Fyrsta þemað við það að hefjast og það fjallar loftslagsmálin í víðu samhengi. Þema 2 fjallar aðgerðir stjórnvalda, þema 3 fjallar aðgerðir atvinnulífsins og þema 4 fjallar einstaklingana. Það eitthvað sem við erum mikið beðin að fjalla hér.
En við erum við það að hefja þema 1, hver staðan og af hverju skiptir þetta máli? Við ætlum að byrja á því að fjalla landsskýrslu Íslands losun gróðurhúsalofttegunda sem gefin út á hverju ári. Ráðherra sagði við verðum dæmd eftir því hvernig gengur og við erum við það að komast að því hvernig gengur raunverulega. Ef þið lítið á manneskjuna í salnum hérna hægra megin við ykkur og lítið svo á manneskjuna vinstra megin við ykkur, að þá get ég lofað því að hvoru þessara manneskja búin að lesa þessa landsskýrslu. Hún 520 blaðsíður, það nóg að fjalla og hún kom út í gær og ekki til á hljóðbók, þannig að þetta eru glænýjar upplýsingar. Ég sé að sumir að fá svona flashback úr menntaskóla þegar ég mættu ólesin í tíma. En þið eru komin ólesin á fyrirlestur en þá ágætt það svona lán í óláni að næsti fyrirlesari einn af skýrsluhöfundum og ætlar að segja ykkur alla sólarsöguna. Það hún Sjani Jónsdóttir Tientong, sérfræðingur í teymi losunarbókhalds hjá Umhverfisstofnun sem ætlar að taka við og fræða ykkur loftslagsmálin. Gjörðu svo vel, Sjani. Sæl öll. Á loftslagsdegi í fyrra þá hóf Helga Barðadóttir erindið sitt á því að segja að langur vegur væri á milli stelpunni á Kópaskeri til konunnar sem stóð á sviðinu þann dag. Heyrðu, það mjög skemmtileg tilviljun því ég líka frá Kópaskeri. Og þetta alveg satt, þessi mynd ekki fake, þetta mynd af mér ásamt Hafþóri og Einari og baki okkur íþróttahúsið / áhaldahúsið á Kópaskeri. En ok, losunarbókhald. Sko, áður en við byrjum, þá verðum við fyrst að átta okkur á umfangið. Þegar við tölum losun Íslands, þá erum við oftast að tala losun gróðurhúsalofttegunda af mannavöldum innan landamæra Íslands. Og losunin ekki mælt eins og margir halda, heldur hún reiknuð út frá grunngögnum eins og sala eldsneytis, magn úrgangs, dýrafjölda. Bíddu aðeins. Svona. Já, dýrafjölda og margt fleira. Þannig að hafið það á hreinu. En losun Íslands má skipta í 3 flokka út frá skuldbindingum Íslands í loftslagsmálum. Við höfum landnotkun, eða á ensku Land Use Change and Forestry, eða LULUCF, eða þið viljið vera með lingóð hreinu. Svo höfum við viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir, eða European Trading System, eða ETS, lingóið. Sko, strangt til tekið erum við í dag bara að tala ETS staðbundin starfsemi, því að þið munið, við erum bara að tala losun innan landamæra. Og þar með ETS flug, ef einhver veit það ekki inni í þessu bleika. Ok, svo höfum við samfélagslosun, eða á ensku ESR, sem ég var að detta út með núna. En það hét áður losun á beinni ábyrgð Íslands. Ég glemdi, ég væri með animation, sorry. En ok, svona losun Íslands, þegar búin að skipta hann yfir milli þessara 3 flokka. Hún var hæst þarna 2008 og hefur svona hægt og bítandi verið farið niður og í dag 12,4 milljón tonn. Og þar af 2,8 milljón tonn í samfélagslosun, 1,9 tonn í ETS staðbundin starfsemi og 7,8 milljón tonn í landnotkun. En ok, rúmlega 12 milljón tonn, hvað þýðir það að veita einhver? Það lítil losun eða það mikil losun? Það engin fullkomlega til að svara því, en ég gæti reynt. Hér losun Íslands, losun Norðurlanda og meðallosun ESB-ríkja á hvert íbúa árið 2022. Við erum þarna hæst með 33 tonn á mann og meðan öll hinn eru öll undir 10 tonn á mann. Þetta mjög sjokkerandi að sjá, sérstaklega ef maður að sjá þetta í fyrsta skiptið, en þessi miklu munur fyrst og fremst vegna sérstöðu okkar í flokki landnotkun, sem sagt í flokki græna, í grænaflokknum. En það ennþá þannig að flest Evrópulönd með meiri binding en losun í þessu flokki. Við hins vegar með meiri losun en binding. Ef þessi flokkur væri bara ekki til,
þá erum við þarna hjá gráu súlunni til vinstri með cirka 12 miljón tonn á mann. Okay. Förum nú að kynnast hvert flokk betur, byrjum á landnotkun, en í landnotkun sem sagt losun og binding frá hvers konar notkun á landi. Sumir kannast við þeirri venju að tala losun ríkja með og án landnotkunar, en það vegna sérstöðu flokksins til skuldbindinga og til ábyrgðar ríkja. En eins og ég nefndi áðan, þá mörg lönd með meiri binding en losun og því gott að hafa þennan flokk til sér svo löndin geta ekki skilt sig bak við bindinguna sína. Og svona hefur losun frá landnotkun á Íslandi verið þróast í gegnum tíðina. Þetta mjög tíðindalítið graf, það cirka 8 miljón tonn á ári og losun í landnotkun má fyrst og fremst rekja til framræslu votlendis. Og svona þegar búin að skipta flokkurinn undir flokkana. Við höfum votlendi, ræktað land, mólendi og skóglendi. Og takið eftir því að allir undirflokkarnir nema skóglendi hafa verið að koma út í nettolosun í gegnum tíðina. Tökum 2 undirflokka og höldum svo áfram. Mólendi. Mólendi langstærsti flokkur landnotkunar. Þetta fyrst og fremst CO2-losun frá landi sem áður var votlendi en hefur framræst og orðið mólendi. Losunin mjög svipuð milli ára eða það 6 miljón tonn á ári. En það sem gerist þegar land framræst, þá tapast gríðarlegt magn af CO2, sem þýðir líka að í endurheimt votlendis þá við að snúa dæminu við og hættum að tapa og fyrir að binda CO2. En reyndar þá fáum við metanlosun í kaupbæti, en allt í allt komum við út í nettobinding í endurheimt votlendis. Skóglendi. Í þessu flokki binding ríkjandi og hefur verið að fara hækkandi með árunum og komið upp í 500.000 tonn árið 2022. Og við reiknum með að þetta haldi bara áfram í framtíðinni, sem sagt meiri binding með aukinni skógrækt og með meiri binding eldri skóga. En talandi binding, þá alveg slatta af binding hjá hinum flokkunum líka. Sem dæmi má nefna, árið 2022 var samanlög binding í mólendi og votlendi 1,2 miljón tonn. 1,2 miljón tonn, það sko slatta, en sú binding fellur í skugga losunar. Og samanburðurinn, við erum með 21 tonn á mann, við og Finnland erum í nettolosun, meðan hinn eru í nettobinding, Danmörk líka, þá sæst ekki, og að meðtali eru ESB-löndin að koma út í nettobinding. Áður en við kveðjum landnotkun vil ég taka fram að undanfarin ár höfum við markviss verið að gera úrbætur í þessum flokki, meðan vegna hertari krafna gæði gagna, en það tekur bara sinn tíma að fá góð gögn í gegnum rannsóknir og mælingum. Og þessu úrbætu halda bara fram í framtíðinni og í leiðinni mengum við óvissuna alltaf. En þessa úrbættu eiga ekki bara við landnotkun, það álíka við bókhaldi almennt. Við erum sífellt að fá skýrari mynd af losunni og erum sífellt að minnka óvissuna. Ok, næsti flokkur, ETS staðbundin starfsemi. Í þessum flokki, sem sagt, losun frá stóriðju og afbragðsstóriðju. Og ETS-kerfi virkar þannig að aðilar innan kerfisins fá úthlutað losunarheimildir á hverju ári. Ef þeir fara yfir heimildirnar, þá verða þeir að rætta sig fleirum og eins ef þeir losa undir, þá mega þeir selja þær eða bara spara. Og þetta skapar þrýsting og hvata fyrir rekstraraðilana til að minnka sína losun og líka tryggja það að samdrátturinn eigi sér stað þar sem hann hagstæðastur. En hann Daniel fer yfir þetta eftir. Og svona hefur ETS-ið verið að þróa sig gegnum tíðina, kom þarna bratt upp til 2007 og þá voru það verksmiðjuna að fjölga og framleiðsla aukast, en hefur síðan verið svona tiltölulega stabil. Losunin skiptist í bara 2 flokka, losun frá álframleiðslu og losun frá kísil og kísilmálmframleiðslu. Ok, áður en ég held áfram, þá vil ég taka fram að allir flokkar hér eru mikilvægir
koma okkur öllum við. En það er kannski þessi flokkur sem við eigum kannski auðveldast með að tengja. Í þessu er losun frá bílunum okkar, frá úrganginum, frá landbúnaðinum og margt fleira. Svona hefur samfélagslosunin verið að þróast í gegnum árin. Náum toppnum þarna 2007 með 3,5 milljón tonn, fórum þann bratt niður, fórum smá að hækka aftur milli 2000 og hvað? Við aðeins ég mann ekki, 12 og 18. Tókum COVID-dýfuna og erum núna 2,8 milljón tonn, svona cirka. Eins og staðan er, þá er megnið af losuninni frá vegasamgöngum, frá landbúnaðinum og fiskiskipunum. Restin má nefna losun frá urðunúrgangs, jarðvarmavirkjunum, kælimylum og margt fleira. Ok, skoðum þessa flokka aðeins betur. Vegasamgöngur, þýringur samfélagslosunar er frá vegasamgöngum. Losunin sveiflast eftir því sem gengur og gerist í samfélaginu og er komin upp í rúmlega 900.000 tonn árið 2022. Af þessu rúmlega 900.000 tonn er 63% frá fólksbílum. Margir velta fyrir sér áhrif rafbíla, þeir hafa verið fjölgað svolítið og niðurstaðan er sú að losun á hvert ekinn kílómetra hefur minnkað 20% milli 2018 og 2022, sem er gott. Landbúnaður, losun þar er svona cirka svipuð milli ára, tæplega 600.000 tonn árið 2022 eða 22% af samfélagslosun. Rúmlega helmingur þessu er sem sagt má rekja til nautgripa og sauðfjárrækt og þá aðallega metanlosun frá meltingarvera og líka frá sem sagt meðhöndlun húsdýraábyrgðar vegna þeirra. En athugið þó að í þessu er nánast engin losun frá landnotkun sem tengist landbúnaði og heldur ekki losun frá traktorum eða vinnuvélum en þau eru bókuð annars staðar í losunarbókhaldinu. Og það er fiskiskip. Ísland, eitt af ríkjum í heiminum þar sem losun frá fiskiskip er töluverð með íbúafjölda, enda erum við hér með stóran flota og mikinn útflutning. En losunin hefur lengi og vel verið að fara niður og ýmislegt hafa áhrif af því að losunin hefur minnkað. Dæmi nefna að skipin eru núna betri, þeir eru með betri tækjum og sparneytnari, svo hafa túrarnir fækkað en urðu líka lengri og það hafa verið sem sagt framfarir og betra skipulag í veiðum. Og allt þetta og fleira leiða saman til minna eldsneytisnotkunar og þarandi minna losun. Losunin er tæplega 500.000 tonn árið 2022 og er 17% af samfélagslosun. En hvernig erum við standa okkur? Eins og ég segi, það er pínu erfitt að segja. Þetta er ekki fullkominn samanburður eða fullkomin leið til að segja. Það hvernig okkur gengur, en allavega fín tilraun. Í þessum flokki getum við ekki falið okkur bak við losun frá stóriðju eða losun frá landnotkun. Þetta er svona daglegt við í norsku. Og eins og staðan er, þá er við með rúmlega 7 tonn á hvert íbúa árið 2022. Ok, þetta var nú slatti. Er allt í lagi með ykkur? Er þið með? Þetta er að koma. Ok. Varðandi skuldbindingar. Ísland, Noregur og ESB hafa sett sér sameiginleg markmið að minnka samanlagða losunar sína 55% fyrir árið 2030. Sem þýðir það að 2030 þurfum við saman að ná 40% samdráttur í samfélagslosun, 62% í ETS og árið 2030 þurfum við saman að ná 310 milljón tonn nettobinding í landnotkun. Hvert ríki fær svona útlutamarkmið eða heimaverkefni. Við erum ekki búin að fá okkar staðfest en líklega væri það í kringum 41% samdráttur í samfélagslosun. Í landnotkun getur markmið okkar hljóma eitthvað í þeim dúr að nettolosun megi ekki fara yfir hvað X. Ef þetta ekki nóg flokkinu þegar, þá er ákvæði í stjórnarsáttmála núverandi ríkisstjórnar 55% samdráttur í samfélagslosun árið 2030. Ok. Reynum nú að setja það sem við vorum að læra núna skuldbindingar og markmið í samhengi við samfélagslosun. Bláa svæði á þessu grafi táknar samfélagslosun, eða það að segja hvernig hún er búin að vera.
græna línan táknar losunarúthlutanir og þá miðað við þessa 41% markmið sem óstaðfest. Og punkturinn sem sagt markmiðið úr stjórnarsáttmálanum. Losunarspá fyrir samfélagslosun liggur ekki fyrir, en það frekar augljóst að það smá bratt niður fyrir okkur. Ok, smá samantekt. Árið 2022 var losun Íslands töluverð miðað við íbúafjölda. Losun for landnotkun var 62% af heildarlosun Íslands, ETS staðbundin starfsemi 15% og samfélagslosun 22%. En það alls konar og nóg tækifærum fyrir okkur til að minnka orkulosun og þessi listi sem ég muni birta eftir ekki tæmandi og ekki pæla of mikið í hvaða röð þeir birtast. Í landnotkun getum við minnkað losunin töluverð með endurheimt votlendis, landgræðslu og sjálfsögðu skógrækt. Í ETS væri það helst bætta framleiðsluaðferðir, meiri notkun á lífmassa og nýsköpun. En nýsköpun áreinda við alla flokkana. Stundum veltum við fyrir okkur ekki að gerast, en það út allan bæ fullt af fólki sem að malla eitthvað, nýsköpun. En í samfélagslosun væri alls konar sem lóða saman í eitthvað sem kallast betri neyslu og betri samgönguvenjur og að sjálfsögðu fullt af tækifærum í orkuskipti. Ef við viljum líkja losun Íslands fjallgöngu, þá erum við búin að ná toppnum. Það var rosa gaman, við tókum hópselfie, skrifum gestabókina, en nú komin tími til að fara okkur niður. Og það bratt niður og við veltum því fyrir okkur, erum við til í þetta? Og hvaða búnaður erum við með í bakpokanum? Hvernig munum við takast á við allt þetta vesen sem við mætumst á leiðinni niður? Og munum við ná niður fyrir kvöldmat? Og ekki síst erum við öll að samferða og hjálpa stað á leiðinni niður. Takk fyrir. Spurningar, Heidi. Takk kærlega, Jenny. Við höfum tíma fyrir nokkra spurningar. Þið sem eru ekki búin að fara inn á Slido, þið getið skannað kóðan sem þannig uppi eða farið inn á slido.com. Nú, fyrsta spurning sem við tökum fyrir hérna, tökum bara þá efstu. Af hverju takið ekki flug og stóru skipin undir ETS? Sko, þau eru í ETS, sem sagt, inn í kerfinu. En þegar við tölum losun Íslands eins og í landsskýrslunni, þá sem sagt flugið ekki með að setja minningar á, losunin landamæra, en flugið samt bókuð inn í bókhaldinu, en bara ekki talið með til heildarlosunar. Þannig að þetta allt þarna og allt að gerast. Það var annað áhugavert sem kom upp á myndinni sem þú sýndir, að Svíþjóð lægst af Norðurlöndum í samfélagslosun. Hvernig nær Svíþjóð að vera svona ótrúlega lág? Þau eru að svindla. Nei, þau bara svo frábær með tiltölulega lítil losun og eitthvað fáránlega binding. Ég sagði þetta ekki við það. Þetta allt í beinni. Ég voru að taka næstu bara. Ja. Af hverju samfélagslosun á Íslandi talsvert hærri en á hinum löndum sem sýnd voru á þetta svona öfug Svíþjóðarspurning? Já, sko, það mjög hættulega að svara þessu spurning. Því við erum svo duglega að gera allt. Það allt brjálega að gera hér, duglega að keyra, þurfum mikið að keyra og erum sem sagt, ég veit ekki hvernig best að svara þessu. Bara brjálega að gera? Það bara allt að gera svo brjálega að gera, skilur. Og nei, auðvitað sem sagt við með fiskiskipin, það bara eitthvað sem við gerum, að við séum niðurlegir sem gott, en samt sem áður nóg eftir. Og já, og landbúnaðum, það líka bara eitthvað sem við gerum, hvorki gott niður slæmt, og það bara stendur í stað, sem líka gott. Bílamálin, við keyrum mikið, en við erum alltaf að reyna að gera í þessu. Þetta bara allt á leiðinni. Ég sé að spurningarnar uppfærast ekki á skjánum hjá okkur þegar það búið að svara þeim, en það kom hérna spurning áðan það hvaða leiðir við höfum til þess að draga úr losun frá landi, þessum LULUCF flokki.
voru ekki að fylgjast með hann. Endurheimt votlendis, landgræðsla, skóglendi og örugglega einhver að brugga eitthvað. Ég er bara ekki alveg nóg svona catch up á þeim málum. En svona stóru svona rísarnir væri endurheimt votlendis, landgræðsla og skógrækt. Akkúrat, ég held við höfum tíma fyrir eina í viðbót. Fyrirgefðu. Ég veit að þið ættu öll að vera búin að lesa skýrsluna, auðvitað. En hvers vegna er ekki strangari kröfur á meðhöndlun lífræns úrgangs frá landbúnaði, til dæmis til þess að hvetja föngun á metani? Er ykkur tækifæri þarna? Er þetta kannski spurning fyrir ykkur annan? Sko, það er tækifærið þarna, en ég treysti mig ekki til svara. Kannski ráðherra á eftir. Sorry. En þú veist, aðgerðir, sko, það verður ákveðin balans. Það má ekki of íþyngjandi, en það verður samt að virka. Og þetta er kannski samtali sem við eigum eftir að hafa og klára að hafa, sem sagt, með landbúnaðinum. Frábært. Takk kærlega fyrir þetta, Shani. Takk kærlega fyrir. Nú þegar við kunnum öll landskýrsluna utan að, þá getum við haldið áfram. Næsti fyrirlestur fjallar nefnilega svolítið íslenska samhengið. Við losum mikið og við getum litið til annarra landa. Þetta erindi heitir En við erum svo fá, alþjóðlegar afleiðingar og ábyrgð smáríkis. Það yfirmaðurinn minn, Auður H. Ingólfsdóttir, sviðsstjóri á sviði loftslags- og hringrásarhagkerfis hjá Umhverfisstofnun, sem ætlar að tala við okkur næst. Gjörðu svo vel. Komið sæl. Ég kem hérna strax á henni Shani sem er að tala tölurnar okkar, eins og það lítur út núna. Og mér langar í beinu framhaldi aðeins að minna okkur á af hverju erum við að skoða þessa tölur svona mikið og af hverju skipta þær máli. Hvert er viðfangsefnið, stóra viðfangsefnið og hvert er síðan okkar hlutverk sem smáþjóðar í því samhengi. Ég ætla að byrja hérna á þessari mynd hér. Það eru orðin meir en 30 ár síðan loftslagsbreytingar komust á dagskrá alþjóðasamfélagsins. Ég man ennþá þegar ég var að lesa í fyrsta sinn þetta fyrirbæri og ég man að mér brá dálítið í brún og hugsaði, heyrðu, þetta gæti bara leitt okkur út í ógöngur. En á sama tíma þá var þetta svona þægilega langt inn í framtíðina sem eitthvað sem gæti gerst og svona myndi sennilega gerast einhvers staðar langt í burtu. Þannig að þetta var dálítið fjarlægt. En við höfðum tækifæri og svigrúm á þeim tíma til að bregðast við sem við kannski nýttum ekki nógu vel. Og þegar ég er að tala við, þá er ég að tala okkur mannkynið, ekki bara okkur hér á Íslandi. Því miður, við erum búin að tala rosalega mikið og það eru alls konar samningar, en aðgerðir hafa látið á sér standa, sérstaklega aðgerðir sem skila raunverulegum árangri. Þannig að við erum núna á þeim stað að við erum ekkert á einhverju grænu ljósi. Við erum klárlega komin á gula ljósi og við erum kannski farin að sleikja rauðaljósið. Það er að segja afleiðingarnar, þær eru ekki eitthvað sem gerast bara í framtíðinni, þær eru byrjaðar að eiga sér stað. Þannig að við þurfum núna bæði að takast á við afleiðingarnar og finna leið til að hægja á breytingunum. Og þetta geta verið alvarlegar afleiðingar. Það geta líka oft verið dálítið óvæntar. Hvernig það birtast svona í okkar lífi, bæði hér og annars staðar í heiminum. Og í staðinn fyrir við erum búin að horfa fullt af línuritum núna, ég ætla ekki að fara í að sýna línurit eða tölur, ég ætla bara að segja ykkur 2 dæmi sem að ég hef svona rekist á, sem var eitthvað svona, já, ok, þetta er eitt dæmi hvernig þetta getur birst. Og fyrsta dæmið, þetta er mynd frá Jakútsborg í Jakútsja héraði í Síberíu í Rússlandi. Og þetta er oft talað sem kaldasta borg veraldar. Það er svona móða yfir borginni og það er út af reyk frá skógareldum. Í Jakútsja héraði hafa verið alvarlegir skógareldar sumar eftir sumar síðustu ár. Við heyrum kannski aðeins minna frá þessum skógareldum heldur en til dæmis í Ástralíu eða Kanada, svona aðeins fjarlægar okkur menningarlega og fjölmiðlarnir eru á rússnesku eða einhverjum öðrum tungumálum, ekki á ensku. En ástæðan fyrir að ég tek þetta dæmi hérna inn er svo að ég var með nemenda frá Jakútsja í Jafnréttisskóla HÍ fyrir nokkrum árum sem var að skrifa lokaverkefni hjá mér áhrif skógareldana á frumbyggja á þessu svæði. Hún var frumbyggja sjálf og hún var sérstaklega að skoða áhrifin, mismunandi áhrif á konur og karla. Og í mörgum samtölum sem ég átti við hana, þá segir hún einu sinni við mig, hún var einhvern veginn svona bara frekar döpur þegar hún sagði þetta. Hún sagði, veistu það, Auður,
Þetta er svo erfiður heimshluti að búa í. Veturnir eru svo harðir, það verður svo kalt að getur farið niður mínus 50 gráður á veturna. En við komumst í gegnum veturinn að því við vitum að eftir veturinn kemur sumar og þá verður þetta aðeins betra. En núna, síðustu sumur, þá bara byrja eldarnir strax og fer að hlýna. Og við erum bara marga vikur og jafnvel mánuð að takast á við þá. Og það var eitthvað svona svo mikið vonleysi og þetta snerti við mér. Ég hugsa bara, þetta er alveg að hafa raunverulegar neikvæð áhrif á fólk núna, ekki bara eitthvað inn í framtíðinni. Hitt dæmið sem ég ætla að taka, það er nýlegra og það er aftur dæmum ég er búin að vera að fylgjast með þessum málum og vinna þeim að hluta í mjög langan tíma. Samt var þetta eitthvað nýtt fyrir mér. Þegar við örugglega flest séð fréttir Singapore Airlines atviki sem átti sér stað þegar flugvél hrundi hratt niður, þeir urðu alvarleg slys á fólki, það var 1 dauðsfall og þannig að þetta var meira en bara svona óþægileg ókyrrð. Það var alvarlegt atvik. Og ég las þessa frétt bara eins og allir aðrir og hugsaði, þetta hefur ekki verið skemmtilegt. En svo svona 2-3 dögum eftir og svona vikuna eftir, þá fóru að birtast fréttir, bæði í alþjóðafjölmiðlum, ég sá líka frétt hér á Íslandi, þar sem var verið að gera tengingu við þær aðstæður sem sköpuðust þarna. Ég lærði nýtt íslenskt orð, heiðkvika, að það er eitthvað sem gerist, aðstæður þar sem svona atvik geta átt sér stað, að loftslagsbreytingar munu auka líkurnar á því að svona aðstæður skapist í framtíðinni. Og þá getur eitthvað svona gerst. Og ég held að þetta sé eitthvað sem við tengjum öll við, það er nú að fara að hugsa um þetta ef ég fer í ferðalag. Ok, komum þá aðeins hérna heim. Við fórum yfir þessar tölur, þetta er gríðarlega alvarlegt viðfangsefni, en hvað getum við gert hér? Við sáum tölurnar innan Sjani að ef við erum að horfa á per íbúa, þá erum við kannski ekkert að fá nein verðlaun, en við erum náttúrulega bara pínlítið ríki. Og ef við tökum tölurnar okkar og setjum þær í samhengi við heildarlosun heimsins árið 2022, þá er þetta bara pínulítið hlutfall, þannig að við bara hættum allir losun á morgun, þá erum við samt ekki búin að leysa málið og það býr til gríðarlega mikla freistingu að bara svona segja, heyrðu, eigum við ekki bara að láta stóru ríkin um þetta? Getum við ekki svona bara aðeins fengið að vera á undanþágu hérna? Og mér langar í því samhengi að rifja upp ferð sem var til Alaska, fyrir 10 árum síðan fór ég til Alaska með hópi íslenskra fræðimanna og við vorum með málþing þar sem að ég fjallaði meðal annars um Ísland og norðurslóðir og loftslagsbreytingar og eftir erindi þá kom til mín einn einstaklingur frá Alaska og hann sagði, gerið þið á Íslandi ykkur grein fyrir hvað þau eru heppin? Og ég var ekki alveg viss hvað hann var að tala um, nei, bara segðu mér. Og þið sjáu hérna á myndunum, Alaska er miklu stærri en Ísland landfræðilega og það er meira en 2-faldur íbúafjöldi í Alaska. Þannig að þó að þau séu kannski ekki mjög stór, þá eru samt talsvert stærri en við. En það sem hann sagði við mig, er að ef við viljum koma einhverja framfari alþjóðlega, þá þurfum við að fara í gegnum Washington DC. Og við þurfum að keppa um athyglina við 50 önnur ríki. Þið eigið sæti við borðið. Og hvað þýðir það að eiga sæti við borðið? Það þýðir það að jafnvel þó að séum svona lítil, þá erum við samt sjálfstætt ríki. Við erum ekki eins og 300-400.000 manna borg í Evrópu. Við erum sjálfstætt ríki, við eigum sæti við borðið, við erum sjálfstæð rödd. Og þarna held ég að okkar stærsta tækifæri liggi í því að hafa áhrif langt umfram stærð. Ef við notum þessa rödd rétt. Hvernig viljum við nota hana? Viljum við vera fyrirmynd og innblástur og sýna hvað er hægt að gera? Eða ætlum við að vera litla landið á öllum undanþágunum? Og ég vona að ég sé ekki ein og ég er nokkurn veginn viss um að ég sé ekki ein í þessu herbyggi sem langar til að við stillum okkur frekar upp með fyrri sviðsmyndinni. Og ef við ætlum að gera það, þá verðum við að sjálfsögðu að vera með málin í lagi hér heima hjá okkur. Sýna hvað er hægt að gera og grípa til allra þeirra aðgerða sem við mögulega getum grípið. Þannig að þetta er það sem ég langaði að koma á framfæri í dag. Þetta er eitthvað sem snertir okkur öll og við berum öll ábyrgð. Ég, þú og allir hinnir. Við þurfum að gera þetta saman. Takk. Það fekar spurningar, eða ekki? Ef það er pláss. Já.
Við höfum smá tíma fyrir spurningar, en það hafa ekki komin eina spurningar ennþá. Þið getið skannað kóðan hérna upp á skjá, þið sem eruð heima, þið getið líka gert það. Þannig að endilega dælið á okkur. Nema menn sé að hlífa þér. Kannski. Heldur að fá svona erfiðar spurningar. Auður, við erum svo að lítil borgar sé ekki frekar að nýta hugvitið og peningana í nýsköpun sem nýtist stærri löndum í loftslagsbaráttunni frekar en að flokka rusl og svolítið sértækt dæmi hérna. Sko, það getur náttúrulega verið margar ástæður fyrir að við flokkum rusl, ekkert bara loftslagstengdar. En auðvitað varðandi loftslagsmálum þá þurfum við svolítið að fókusera á hvar getum við náð stóra samdrættinum og þá þurfum við svo sannarlega að horfa á meira en úrgangin okkar. En það er samt kannski svolítið það sem ég var að tala að við getum verið sýnidæmi hvað er hægt að gera og að sjálfsögðu spila nýsköpun, það er stórt hlutverk. Við þurfum að nota hana hérna hjá okkur, en svo er það náttúrulega frábært ef það er hægt að skala hana upp og nýtist í þannig samhengi. En ég held líka bara að sko, við verðum að passa okkur að segja við að gera þetta frekar en þetta. Vegna þess að viðfangsefni er þess eðlis að við þurfum að gera bara rosalega margt samhliða. Þannig að eitt útilokar ekki annað í því samhengi. Jú, að taka tvær á sama tíma, þessar tvær sem eru efstar hérna. Hverju á Ísland að tala fyrir á alþjóðavettvangi og erum við að nota okkar rödd í dag? Ok. Vera að lína lánsokkur, eins og myndin var af. Við myndum bara tala fyrir málefninu og ef við erum einhverja lausnir, við erum talað græna orku, við erum með stór verkefni hér sem við heyrum í dag, varðandi nýsköpun og svona, við erum að tala fyrir öllu sem veitir innblástur, en líka bara svona sína ábyrgð almennt. En það er kannski líka eitt er hverju við tölum fyrir og annað er hvað við erum að gera og það þarf að vera samhengi þarna á milli. Ég held því miður að við náum ekki fleiri spurningum núna, en takk fyrir að taka spurningarnar Auður og gefa henni gott klapp. Nú Auður talaði ókyrrð í flugvélum en við ætlum að horfa enn meira til himins því næsta erindi heitir Lítum til himins. Það er Anna Hulda Ólafsdóttir, skrifstofustjóri loftslagsþjónustu og aðlögunar hjá Veðurstofunni sem er næst. Gjörðu svo vel. Góðan daginn. Mikið gaman að vera hérna með ykkur í dag. Lítum til himins, eða öllu heldur ekki líta upp, don't look up, eins og Leonardo DiCaprio sagði í hlutverki Dr. Randall Mindy í samnefndri kvikmynd frá 2021. Hann sagði þetta á svona krítísku augnabliki í myndinni þegar hann uppgötvaði að það eru ofsalega margir sem kjósa frekar að hundsa sannleikann heldur en að horfast í augu við erfiðar staðreyndir. Og nú ætla ég að biðja ykkur um að gleymdi animation. Biðja ykkur um að ímynda ykkur að þið séuð í notalegu freyðibaði heima hjá ykkur. Þau eru meira að segja með súkkulaði í hönd. Þau eru að horfa á uppáhaldsleikarinn ykkar, Leonardo DiCaprio. Haldið að þetta sé rómantísk gamanmynd, en eru svolítið fljóta átt ykkur á því að þetta er í rauninni hamfaramynd. Og eins og svo margar hamfaramyndir, þá byrjar myndin á því að það er einhver vísindamaður að boða einhvern sannleik sem er hundsaður með hræðilegum afleiðingum. Og þó svo að í þessari mynd þá fjallar myndin tvo stjarneðlisfræðinga að boða árekstur á jörðina, þá eru þið fljóta átt ykkur á því að myndin er táknræn fyrir loftslagsbreytingar. Og hún endurspeglar svolítið það að þeir sem hafa eitthvað vald velja það að nota það ekki rétt. Og þetta vekur óþægilega tilfinningu upp með ykkur og þið takið bita af súkkulaðistykkinu ykkar og ennþá kemur verri tilfinning. Býtu, súkkulaði, það er kannski hættu vegna loftslagsbreytinga þegar við farin að hugsa loftslagsbreytingar yfir höfuð. Svo þið látið heita vatnið streyma í baðkarið af því þið eru komið svo mikið hroll yfir þessu öllu saman. Og það streymir, þið hunsið það að það er farið að flæða út um allt af því ykkar þægindi skipta meira máli. Þið viljið að ykkur sé hlýtt, losna við hennan hroll. En það sem gerist er að nágranni ykkar, hann fer að finna fyrir því að fer að flæða inn til hans. Hann reyndar bara mjög vanur þessari hegðun af því að þið kjósið alltaf frekar að líða betur
það má segja að hann sé búinn að aðlagast þessum aðstæðum, þessum breytta heimi að einhverju leyti. Ég veit ekki hversu góðar aðlögunaraðgerðir þetta eru, en hann er búinn að aðlagast. Því miður sá sem býr í kjallaranum ekki jafn heppinn og nær ekki aðlagast þessum aðstæðum jafn vel. Og það má segja að ef við setjum þetta í samhengi við loftslagsbreytingar að húsið sé svolítið svona eins og jörðin og streymið úr krananum séu þá gróðurhúsalofttegundirnar. Og við getum beitt staðbundnum aðlögunaraðgerðum til þess að aðlagast að einhverju leyti, en þær ná bara svo langt. Mótvægisaðgerðin í þessu tilfelli var augljóslega að skrúfa frá krananum. Hún Auður fjallaði aðeins loftslagsbreytingar í hnattrænu samhengi áðan og ég ætla aðeins að færa okkur nær og fjalla þær frá íslensku sjónarhorni. Það bar til tíðinda 18. október síðastliðinn að Vísindanefnd Íslands, sem nefnd skipuð af sérfræðingum, skipuð af umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra, gaf út þessa 4. samantektarskýrslu áhrif loftslagsbreytinga á Íslandi. Þetta er mikill doðrantur, yfir 400 blaðsíður, þegar hafið öll haft tækifæri til að lesa hana, því að það er svolítið langt síðan að koma út. Getið nálgast hana hérna á loftslagsbreytinga.is ef þið hafið ekki gert það. Þetta er umfangsmikið rit, eins og ég segi, en það var ekki bara nefndarmenn sem koma að þessum skrifum í rauninni, vegna þess að það má segja að við erum 240 mann sem koma einhverjum hætti að þessari skýrslu. Og þar kemur meðal annars fram að loftslagsbreytingar hafa haft umtalsverð áhrif á náttúru Íslands, afkomu jökla, vatnafar, lífríki í landi og aðstæður í sjó. Veðurfar og náttúruaðstæður á landinu og í hafinu umhverfis landið verða í lok aldarinnar fordæmalausar eða án fordæma frá upphafi byggðar á Íslandi. Og ef við horfum til dæmis á vik áratugs hita frá meðaltali áranna 1981 til 2010 hérna á Íslandi, þá sjáum við bersýnilega að síðustu 20 ár skera sig algjörlega úr. Þar sem meðalhlýnun áratugana er langt umfram það sem mældist miðbik aldarinnar. Má segja að þessi fordæmalaus hlýnun. Og frá lokum 19. aldar þá hefur hlýnað verulega, en þó meira að vetri en á sumri. Og meðal þeirra breytingar sem við sjáum eru breytingar á úrkomu og úrkomumynstri. Úrkoma jókst á síðustu áratugum og síðustu ár hefur ársúrkoma verið 5–10% meiri heldur en á tímabilinu 1971 til 2000. Og úrkomumynstri hefur breyst þannig að við fáum meira aftaka úrkomu og lengri þurrka kafla inn á milli. Og aukin úrkoma og hlýindi að vetri getur aukið tíðni flóða og á haust- og vetrarmánuðum þá sérstaklega. Og framreikningar með sviðsmyndum sýna það og benda til þess að stærð flóða aukist, en líka það að þau flóð sem nú eru fágæt verða tíðari. En við megum búast við auknum áskorunum vegna loftslagsbreytinga og við getum tengt það við mismunandi tegundir af áhættum. Við erum til dæmis með þessa beinu áhættu, þar sem þá fyrst og fremst erum við að tala aukna náttúruvá, sjávarstöðuhækkun og sjávarflóð, gróðurelda og svo framvegis. Svo erum við með flókna eða afleidda áhættu. Þegar við erum að horfa á áhættu sem hluta stærra samhengi eða kerfi, þar sem að einn áhættuþáttur leiðir til frekar áhrif annars staðar í kerfinu. Og síðast en ekki síst, þá erum við með kerfislæga áhættu. Og hún er nátengd þessari flóknu áhættu, og hún lýsir því þegar áhættan felst í samspili þátta innan sama kerfisins. Og slík áhætta beinist ekki bara einstakum áhættuþáttum, heldur eiginleikum kerfisins. Já, það kemur hérna. Sækja það. En við tölum líka oft vendipunkta þegar við erum að tala svona kerfislega áhættu. Og þessi kerfislega áhætta, hún getur bæði verið innlendum toga, en hún getur líka verið svona þvert á landamæri. Þá er það eitthvað sem gerist erlendis og hefur svo áhrif hérna á Íslands samfélag. Og svoleiðis áhættur eru víða. Þær geta verið í aðfangakeðjum, matvælaöryggi, fjármálastarfsemi og getur jafnvel verið að horfa á loftslagsflóttamenn. Og þær hafa afskaplega lítið verið skoðar þessar áhættur hérna og það flækir einnig þessa greiningu, sérstaklega svona ef við erum að horfa á aðfangakeðjurnar, að vörur eru til dæmis oft bara raktar til síðasta land sem að þær fóru eða ríkis. Sem dæmi það eru hrísgrjón á Íslandi sem rakin eru til Danmerkur og soja til Hollands. Þetta ruglar ef við ætlum að fara að greina þessar áhættur betur.
En ég ætla bara að biðja ykkur í dag að hlusta á vísindin. Við ætlum að horfast í augu við erfiðu staðreyndirnar. Og þannig getum við tekið rétt skref áfram í átt að loftslagsþolnu Íslandi. Lítum til himins. Sagði ekki Guðlaugur að væri bjartari framundan? Ekki? Takk fyrir. Kærar þakkir, Anna. Nú, það tími fyrir spurningar. Byrjum bara á þeirri fyrstu. Því haldið fram að ekki megi hræða fólk með staðreyndum því þá gerir það ekki neitt. Hvað finnst þér? Hvernig eigum við að geta tekið ákvarðanir ef við horfum ekki staðreyndir? Það alveg augljóst að þetta eitthvað sem við megum ekki forðast. Hvort sem við séum að tala við unga fólkið okkar eða fólk á öllum aldri. Það engin leið að taka réttar ákvarðanir ef við byggjum þar ekki á staðreyndum. Einmitt. Tekur skýrslan einnig til áhrifa á lýðheilsu og heilbrigði náttúrunnar? Já. Skýrslan með bara frekar stóran kafla lýðheilsu. Við fjöllum meira það núna heldur en áður hefur verið gert. Og kannski benda það líka því að ég nefndi að þetta alveg doðrandur og mér sem frekar lengja hlaðinni niður á síðunni. Það voru við skiptinu upp í kafla þannig að bara hægt að klikka beint á lýðheilsukaflan ef það það sem það var áhuga á. Og voru líka búin að búa til svona samantekt úr samantektinni og þetta allt voða aðgengilegt. Það engar afsakanir. Nú, þú sagðir að margar af hryllingsmyndunum byrjuðu á því að vísindamenn vara við ykkur og svo ekki hlustað á þá. Nú við að hlusta á þig og næsta spurning snýrað loftslagsráðherra sem líka að hlusta á þig. En hvað myndir þú gera ef þú væri loftslagsráðherra fyrir utan að koma með spoilers úr Don't Look Up? Þegar stórt spurt. Nei, auðvitað viljum við vera fyrirmyndir og það var frábær punktur úr erindinu hérna undan mér hjá henni Auði þar sem hún myndist á að við höfum tækifæri til þess að láta rödd okkar heyrast og það auðvitað það sem við viljum gera hérna á Íslandi. Við viljum sýna fram á það að við getum verið fyrirmyndir og nú ég svolítið að tala aðlögun og svona hinn hliðin á loftslagsbreytingunum eða loftslagsaðgerðum sem við verðum kannski meira að fjalla og við þurfum bara að sjá til þess að heimurinn sem við ætlum að búa í til framtíðar sé góður. Þannig að við séum að taka skref sem eru bæði aðlaða okkur hérna á Íslandi og aðgerðirnar geta verið jákvæðar og búið til betri heim fyrir okkur en á sama tíma við séum þá að hugsa það að við séum að losa minna. Næsta spurning svona skilgreiningaratriði. Telst það sem aðlögunaraðgerð í loftslagsmálum að taka á móti flóttafólki í auknum mæli? Þetta reyndar mjög góð spurning. Loftslagsflóttamönnum væntanlega? Aðlögun staðbundin aðgerð og það má segja að þegar við erum að taka á móti flóttafólki, hvort sem aðgerðir snýr að því við sem að opna landi fyrir flóttafólki eða ekki, þá þurfum við bara að vera undirbúin undir það að það sé fleira fólk að sækja að koma til Íslands. Þannig að aðgerðin, hvernig sem við mælum árangur af þessari aðgerð, þá getum við séð fyrir hvað að fara að gerast og svo þurfum við bara að finna aðgerð sem gerir Ísland sem best. Þannig að hvort sem það þýðir að við séum að setja kvóta eða hvernig sem það þá gæti aðgerð falið í sér að við værum að kjósa hversu margir fengju að vera hérna. Við sjáum allavega fyrir okkur að væri mögulega fleiri. Við höfum því miður ekki tíma fyrir fleiri spurningar. Takk kærlega fyrir að vera hérna með okkur. Takk fyrir. Velkomin aftur hingað í Hörpuna. Ég segi svona í Hörpuna þannig að fólki í streyminu að því líði eins og það sé á staðnum. Ég veit þau eru búin að dressa sig upp fyrir framan skjáinn og svona klæða sig í jakkaföt. Þykjast lesa einhverjar skýrslur og svona. Samúð við hinn. Á meðan þið eru að fá okkur sæti þá langar mig að segja ykkur frá dagskrárlið sem hérna á eftir. Við erum nefnilega með 3 spunaleikara og spunaleikarar á ráðstefnu fóbía allra fundastjóra af því ég vil alltaf vita hvað allir ætla að segja og svona og ég veit ekki hvað þau eru að fara að segja og þau mér sem veit ekki sjálf hvað þau eru að fara að segja. En þau ætla allavega svona að leggja einhvern tón núna þannig að þau ætla að kynna þetta örstutt fyrir ykkur. Viljið þið ekki bara taka sviðið af því ég veit ekkert hvað þið eru að gera? Ok, gjörðu svo vel. Já.
Góðan dag, virta samkoma. Við heitum Steini, Gummi og Pálmi og við erum spunuleikarar, eins og Jói var að segja. Bara láta ykkur vita, við ætlum að vera með smá uppbrot hérna á eftir, eða 2 uppbrot reyndar. Og fyrir það, þá að því við vitum ekki hvað við ætlum að segja, þá ætlum við að fylgjast með fyrirlestrunum sem að fara að eiga sér stað hér. Við ætlum svona að nótera hjá okkur, það sem okkur finnst fyndið, það sem við kannski skiljum ekki og svo ætlum við að búa til spuna út frá því hérna á eftir. Þannig að já, er það ekki bara dálítið góð skýring? Jú. Er það ekki dálítið skýrt bara? Jú. Sjáumst þetta smá. Bye. Nú veit maður aldrei, var þetta spuni eða var þetta í alvörinu það sem við ætlum að gera? Spuni, ekki vinur fundastjóra. Veitu hvað er næst? Já, það næst er það sem allir hafa beðið eftir. Það er hún Elín Björk Jónasdóttir, sérfræðingur umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytinu sem ætlar að segja okkur frá aðgerðaáætlun í loftslagsmálum. Ráðherra kom inn á það áðan að þessi aðgerðaáætlun er ekki ennþá komin út, þannig að þetta er alvöru slúður sem þið eru að fara að fá hérna næstu 10 mínúturnar. En af því að þetta er svolítið svona það sem mörg hafa beðið eftir, að þá ætlar ráðherra sjálfur að vera hérna ásamt Elínu til svara að loknu erindi, þannig að endilega dælið inn á slædóið. Gjörðu svo vel, Elín. Komið sæl, gaman að vera með ykkur. Ég heiti Elín Björk og er veðurfræðingur og mér er rosa tamt að segja ég er veðurfræðingur og ég ætla að fara á dýptina í eitthvað mjög nördalegt eins og til dæmis af hverju ókyrrð eykst með loftslagsbreytingum. Þannig að ef þið viljið vita meira um það, þá bara hittumst við í matnum. En ég ætla hins vegar núna að í mínu svona nýja hlutverki sem sérfræðingur í loftslagsmálum hjá umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytinu að ræða svolítið aðgerðaáætlunina sem er orðin svolítið marg umtöluð og mörg hér inni hafa beðið eftir og við erum orðin mjög óþreyjufull að koma henni út líka, svo það sé sagt. En ég ætla aðeins að svona sýna ykkur inn í vinnuna, sýna ykkur inn í hvað það er sem við erum að gera og án þess að taka á mig nokkra sök af því af hverju þetta er svona seint. Ráðherra var hérna til þess muniði að þá getum við aðeins rætt þetta eftir hvað þarf til þess að svona plagg komist út og sé að einhverju leyti raunhæft og gagnist okkur í þessari vinnu sem er framundan. Aðgerðaáætlun í loftslagsmálum, það hljómar náttúrulega eins og þetta sé bara svona einhver lítil og sæt aðgerðaáætlun með númeruðum aðgerðum og svo getum við bara gengið á kassana 1-50 eða 1-15 og hakað við svona eftir því sem við byrjum og klárum aðgerðir. En þetta er náttúrulega ekki svona einfalt. Aðgerðaáætlun í loftslagsmálum, eins og við höfum bara heyrt af fyrirlesturunum hérna í morgun, trítla út í allt samfélagið. Loftslagsmálin eru allstaðar og það eru öll mál loftslagsmál. Og það skiptir engu máli hvort við erum að tala um almenningssamgöngur eða sjávarútveginn eða bóknám í grunnskólum eða hvað það er, við þurfum allstaðar að vera með loftslagsgleraugun og það má segja að það sé það sem við höfum svolítið verið að reyna að gera í þessari uppfærðu áætlun. Fyrsta áætlunin kom út 2018 samkvæmt núverandi lögum og uppfærslan á henni kom síðan 2020 og það er svona þessi áætlun sem við tölum um núna að sé sú sem er gildandi. Samkvæmt lögum þá á að uppfæra þessa áætlun á 4 ára fresti, þannig að þó að við séum búin að lofa upp í ermina okkur nokkrum sinnum að hún sé alveg að koma út að þá er hann ekki orðin of sein, bara svo þessi sagt. En við sjáum hérna bara svona tilraun til að draga saman eitthvað af því sem við tölum um þegar við tölum um aðgerðaáætlun í loftslagsmálum. Við erum að tala um aukna bindingu eins og til dæmis með skógrækt eða endurheimt votlendis eins og Shani kom inn á áðan. Við erum að tala um almenningssamgöngur, við erum að tala um orkuskipti, við erum að tala um rosalega vítt og breitt samtal innan stjórnarráðsins og líka við auðvitað hagaðila og atvinnulífið. Og staðan er þannig núna að það eru 147 aðgerðir á pappír og ég mundi það í morgun fyrir vakna að það eftir að skrifa eina út, þannig að þær verða allavega 148. Þetta er auðvitað ekki einfalt mál og við höfum lagt okkur öll fram að reyna að gera þetta eins vel og garða við mögulega getum. Shani fór auðvitað inn á flokkana í bókhaldskerfinu og við flokkum aðgerðirnar eftir sömu flokkum. Það er sem sagt samfélagslosunin, landnotkunin og svo viðskiptakerfið. En svo eru líka þverlægir flokkar. Vegna þess að það þýðir ekkert að segja já, við ætlum að hafa fjármálaaðgerðirnar og þær eiga bara við samfélagslosunina eða við ætlum að hafa aðgerðir menntun og viðhorfsbreytingu og
setja hana inn í einhvern flokk sem í raun og veru á að vera endurspegla losun. Þannig að við erum með 2 þverlega flokka, annars vegar þverlegan flokk fjármagn og fjárhagslegar aðgerðir og síðan líka þverlegan flokk svona þessi félagslegu umskipti sem þurfa að eiga sér stað. Og þar skiptir til dæmis mjög miklu máli að við horfum í aðra samninga sem við erum bundin og við þurfum að passa réttlátt umskipti, við þurfum að passa líffræðilega fjölbreytni, þetta ofboðslega víðtækt og við erum að reyna að taka utan þetta allt saman. Og þá sjáum við hérna svona hvernig við tengjum við aðrar stefnur. Það auðvitað stefna hringrásarhagkerfið og lögum það. Við erum bundin af samningum líffræðilega fjölbreytni og svo mætti lengi telja. Þannig að þegar við svona vorum búin að gera, hvað ég var að segja, svona svolítið meiripart vinnunar í þessari uppfærslu með fullt af fólki hérna fyrir áramót, að þá auðvitað koma því að við þurftum að fara svona að meta aðgerðina með tilliti til þess hvar höfum við tengsl. Og ég held að það séu öll ráðuneyti nema dómsmálaráðuneytið sem á einhver aðgerð í þessari aðgerðaáætlun. Þannig eignarhaldið orðið mjög breitt og hún teygir sig ofsalega víða. Við ætlum að birta aðgerðaáætlunina á heimasíðu co2.is. Þetta verður ekki eitthvað svona eitt stórt plagg, einhver doðrantur sem verður stungið ofan í skúffu og ekki litið á aftur eftir 4 ár. Þannig við ætlum að setja allar aðgerðirnar fram á aðgengilegan hátt á heimasíðunni. Það verður hægt að skoða aðgerðaáætlunina eftir málaflokkum og kerfum og það verður hægt að skoða hverja aðgerð fyrir sig. Og það verður líka hægt að sjá hvað hver flokkur til dæmis á að ná í samdrætti ef okkur tekst vel til. Ég ætla svo sem ekki að fara eitthvað dýpra eða lengra yfir það hvernig aðgerðaáætlunin lítur út. Við bara erum að vinna í þessu eins og ráðherra sagði, þá erum við svo sem eiginlega búin að lenda öllum þessum 148 núna aðgerðum, en erum svona aðeins að vinna í þverlægum aðgerðum sem tengjast inn í allar aðgerðir eiginlega, en þá kannski sérstaklega inn í atvinnulífið. En mér langar bara að sýna ykkur svona, netið sem við erum svolítið að skoða. Hérna ein aðgerð, ég veit ekki hvort þið sjá þetta, hún heitir Forgangsröðun og uppbygging rafhleðslu innviða í höfnum. Mjög spennandi, ég veit, þið eru öll mjög spennt greinilega yfir þessu. En þið hefðu kannski haldið að þetta væri bara einhver einstök aðgerð, skipti ekki svo miklu máli, skipti bara máli fyrir einhver 2 skip sem mögulega eiga leið í einhverja eina höfn einhvers staðar. En það nefnilega ekki tilfellið. Af því að þegar við skoðum þessa aðgerð, að þá sjáum við til dæmis að Brim, sem útgerðarfélag sem hefur verið að fara mjög svona hratt og vel í loftslagsaðgerðir, talar að þau geti dregið mjög mikið úr eldsneytisnotkun með því að rafvæða hafnirnar sem þau nota. Og hér ætla ég að tala til dæmis sérstaklega hvernig rafvæðing hafnarinnar á Vopnafirði geti til dæmis hjálpað nærsamfélaginu þar. Sko, útgerðir geta dregið úr eldsneytisnotkun með alls konar aðferðum að hafa gert það og staðið sem mjög vel. Og núna erum við komin þangað að þau segja, við getum til dæmis nota rafvæðinguna meira, við getum nota rafvæðinguna til að kæla kælimiðlana frekar en olíu, við getum nota rafvæðingu til að flytja farm frekar en að gera það á skipinu, þá þarf rafvæðinguna í höfnum. En hvað gerist í samfélaginu ef við setjum upp alvöru hleðsluinnviði í höfnin á Vopnafirði? Þá erum við nefnilega líka komið með hleðsluinnviði fyrir samfélagið. Þá kannski hægt að fara að horfa á það að alvöru að rafvæða skólabílana. Það má hugsa sér að það væri hægt að hafa rafvæddar almenningssamgöngur á norðausturhorninu ef að hafnirnar eru komið með innviði vegna þess að þá eru komin innviði til að hlaða líka önnur stór tæki. Það má líka hugsa sér að með því að vera komið með alvöru innviði á þessu svæði að þá fái ferðaþjónustan svolítið búst af því að það hefur nú verið talað að það vantir rafvædda innviði fyrir ferðaþjónustu annars staðar en bara á suðvesturhorninu. Þannig að þá getur ferðaþjónustan komið og tekið þátt í vegferðinni áfram með okkur líka. Og svo má þetta líka horfa á þetta frá öðru sjónarhorni að samfélagslega þá eru lítil og brothætt samfélag kannski líklegri til að verða undir en ef við getum til dæmis tryggt ódýrari hreinorku almenningssamgöngur að þá er mögulega hægt að auka úrval tómstunda á svæðinu vegna þess að það verður einfaldara að koma börnum á milli staða, á milli byggðakjarna. Þannig að þessi eina litla aðgerð sem hljómaði ekkert kannski svo opaslega flókin eða áhugaverð til að byrja með, hún er bara dálítið stórt mál.
Og svo getum við horft á hina hliðina. Hvað ef við ræðvætum nú hafnirnar hérna í Reykjavík og gerðum hleðsluinnviðina við Faxaflóahafnir til dæmis frábæra. Þá erum við allt í einu komin með marga staði sem að strætó gæti hlaðið sína bíla, ekki alltaf þurft að keyra upp á hestháls. Þannig að þar værum við mögulega komin með einhvers konar hugmynd af því að samnýta innviði úr einni aðgerð yfir í marga málaflokka í þessari aðgerðaáætlun. Og það sem aðgerðaáætlun gæti þá líka stuðlað að væri til dæmis einhvers konar breyting á því hvernig við notum almenningssamgöngur. Ég er ekkert viss að þessi rosa mörg sem myndi segja að þeir frekar í strætó ef hann er rafvæddur. Það er samt einhver og örugglega einhver hérna inni, en við myndum kannski fá meiri peninga til þess að sinna þjónustunni og fjölga ferðum af því við erum að kaupa minni olíu. Olían er miklu dýrari en rafmagn, þannig að við getum notað peningana til þess að bæta þjónustuna. Þá getum við mögulega fjölga farþegum, fækka einkabílum og bætt loftgæði. Og það er ekki svo lítið þegar við erum að tala höfuðborgarsvæðið. Og þetta er bara ein aðgerð og þeir eru 148 og við hlökkum bara alveg rosalega til þess að sýna ykkur frekar inn í áætlunina. Það sem er framundan er að nú er komin í samráðsgátt stjórnvalda reglugerð verkefnastjórnina. Þannig að það á að setja nýja verkefnastjórn bara á næstu vikum. Hún verður með innanborðs fólk úr öllum ráðuneytum og líka frá sveitarfélögunum, líka frá Veðurstofunni og líka frá Umhverfisstofnun, og við ætlum að taka af stað strax. Þannig leið og við erum búin að kynna nýja áætlun, þá kemur ný verkefnastjórn saman og tekur strax til við að skoða hvað getum við gert betur, getum við bætt einhverju við, hvernig gengur og halda þannig áfram bara frá degi til dags, þannig að við lendum ekki í því eftir 4 ár að uppgötva að við áttum þarna áætlun sem að rykfell. Þessi áætlun kemur ekki til með að rykfalla og ég hlakka til að kynna hana fyrir ykkur síðar. Takk. Takk kærlega fyrir þessa kynningu, Elín Björk. Ég ætla að bjóða ráðherra að koma hérna upp á svið og vera til svara með okkur. Með okkur, ég er ekki að fara að svara neinu, ég er að fara að spyrja öllu. Nú ertu búin að koma þér í vandræði. Takk fyrir að sýna okkur hvað loftslagsmálin eru viðfæm og hvað sílóhugsun getur komið okkur skammt. En spurningarnir komnar upp á skjá. Byrjum bara á þessari sem er efst og þið þurfið líklega að svara hvort þið er, annarkvort hér eða í fjölmiðlum á eftir. Munu aðgerðirnar ná 40% samdrætti í losun fyrir árið 2030 en 55%, þannig að menn ganga lengra hér í þessari spurningu. Já, ég get svarað þessu. Aðgerðirnar sem eru metnar, beinlínis metnar, bara varðandi orkuskipti og samdrátt í losun og gróðurhúsalofttegundum, skila okkur það bil 35% í þessari aðgerð, kannski einhver aðeins meiru. Hinar 120 aðgerðirnar sem ekki eru metnar, við höfum fulla trú á því að þær skila okkur að minnsta kosti 5–10% í viðbót, þannig að við sjáum fram á þessi aðgerðaáætlun skili svona á milli 35 og 45%. Það eru ekki 55%, en til þess er náttúrulega verkefnastjórnin ætluð að vinna að því að klára í raun og vera að ná þessu markmiði. Ég held að við séum núna komið með þá í fyrsta skipti að við séum komið þá með eitthvað skapalón, þannig að við getum líka verið að taka ákvarðanir sem við vitum hverju skila. Og bara, þú veist, ég nefndi hérna í upphafi, ef við taka eitt orð út úr þessari aðgerðaáætlun, þá er það raunsæi. Og ég held að það margborgi sig. Ekki vera að búa til einhverjar myndir, skýjaborgir sem standast ekki, heldur bara að vera raunsæ. Og svo bara við vitum það, ef við bætum í einhver staðar og svo er ég nú samfærður þó að við skrifum það ekki út, að það mun ýmislegt hjálpa okkur á leiðinni. Já, og tæknin við vonumst til þess að nýsköpunin sem var fyrir morgun hafi líka stuðningsáhrif. Þetta hreyfist hratt, þegar við spjallum síðast var aðgerðirnar 146 og það 147 og breytist á sviðinu í 148 meira sér, þannig að þetta er greinilega allt að gerast. En ætlunin er þá til að tækla seinni partinn á spurningunni að þessi aðgerð verði síðan aðgerðaáætlun verði í sífelldri endurskoðun. Er það rétt skilið? Einmitt. Tökum næstu spurningu. Hún er með þess að merkt nafni sem þér að menn eru stoltir af spurningunni sinni. Þetta er bróður minn, Pétur Marteinn. Er þetta fjölskyldumál eitthvað? Já, við erum svo umhverfisvæn fjölskylda. Hvert er lagalegt gildi loftslagsáætlunar? Er hún bara óbindandi, bara svona lykilorð hérna, sett sem reglugerð eða hvað? Ég held nú að menn séu að gera eins svo mikið úr
svona formin í þessu. Men þá endanum það bara þannig og þetta tekur yfir lengri tíma þannig að það fer eftir því bara hvað viðkomandi ríkisstjórnir og stjórnmálamenn gera. Og ég nú meira svona upptekinn af því að geta fylgst með þessu frá degi til dags og þá sérstaklega í þessu tilfelli árið til árs og þegar menn tala formið, jú, bara mikilvægt að formbindenda og hafa þetta skýrt en á endanum það nú bara hvað við gerum. Og þá skiptir líka gagnsæi miklu máli. Þannig að fólk geti séð þá hvernig gengur og veitt aðhald og stuðning, það nú ekki verra. Einmitt. Stuðningur og aðhald, næsta spurning fjallar það. Af hverju fjármagn til loftslagsmála að dragast saman? Viljið þið bregðast við þessu? Það auðvitað bara pólitísk ákvörðun hvað sett í fjárlög og fjármálaáætlun á hverju sinni. Það sem búið að gerast langstærsti hlutin sem hefur farið í loftslagsmálin í kringum orkuskiptin og þar var spáð fyrir mörgum árum að rafbíllinn að hann myndi þarna verða ódýrari heldur en í dag. Það gerist ekki en dregnin hún hins vegar varð meiri heldur en menn spáðu og síðan auðvitað bæði náttúrulega mann að takast á fjármuni, það gengur út á það en menn auðvitað að reyna að gera þetta með sem skynsamlegustum hætti. Það sem var kallað eftir var langtímaáætlun í þessu og hún komin, sömuleiðis var það gagnrýnt mjög að þeir sem var að nota mest rafbílana var fólki sem hafði mest á milli handana. Það orðið breyting á því, en eins og liggur það alveg fyrir og það eitt af því sem við erum að ræða og að við þurfum að gefa í þarna og við getum ekki náð markmiðunum í orkuskiptunum nema bílaleigurnar sé inni og svo þetta stóru bílarnir og þá sérstaklega almenningssamgöngunar. Við náum hérna einni spurningu við viðbót ráðherra. Þú nefndir ekki stærsta þáttinn í losun í þínu ávarpi en kannski gerðirðu það. Nú verið að leggja þér orð í munn. Landnotkun. Hvers vegna ekkert gert? Hvað með lagasetningu sem bannar framræslu og gerir kröfur endurheimt? Þetta síðasta spurningin sem við náum hérna. Ég skal kannski byrja. Þú byrjar, já. Sko, það eru fjölmargar aðgerðir í aðgerðaáætlun sem varða landnotkun. Bara svo það sagt, Björn Helgi hérna einhvers staðar, hann ætlar að tala náttúrumiðaðar lausnir á eftir, þannig að þetta kemur nú allavega svona, hvað verið að gera og hvað getur gert, kemur í ljós eftir. Ég held að ég geti fullyrt og Elín bara stoppa mig eins og hún gerir þegar ég fer alveg út túnið út í skurð, þegar út í skurði kannski góður, gott að vísa í hér. Að sko við náttúrulega, þetta samt svolítið annars eðlis heldur þessi mannlega losun sem við erum að takast á í hinu kerfunum og eitt af því sem maður lærir hratt og kom náttúrulega fram í samanburðinum og við þurfum að rannsaka betur, við þurfum að hafa betri gögn og það það sem við erum að leggja áherslu á. Þannig að þið munu örugglega sjá svolítið breytingar á þessari framsetningu þegar að framlíða stundir. Bryndís líka í salnum sig, hún getur svarað einhverjum Lilju Sif. Það verður spjallað í kaffihléinu. Bestu þakkir fyrir að vera hér til svara með okkur, Elín Björk og Guðlaugur Þór. Takk. Næsti fyrirlesari fer ekki eins og köttur í kringum heitan graut. Erum við hætt við orkuskiptin, spyr hún. Það Eyrún Gía Káradóttir, verkefnastjóri Orkusveturs, sem bæði spyr og svarar þessari spurningu. Gjörðu svo vel. Já, komið sæl. Þetta spurning ég staðsett fyrir norðan, þú heyrið örugglega, og hjá Orkusetri og við erum búin að vera að spyrja okkur þessar spurningar. Erum við hætt við orkuskipti? Ég ætla núna að velta þessari spurningu yfir til ykkar. Eins og ráðherra kom inn á þá erum við mjög heppin. Við erum búin að fara í orkuskipti 1 og 2 en núna getum við einbeitt okkur meira á orkuskiptum í samgöngum og það þess vegna sem ég ætla að taka dæmi af hverju við erum að velta þessu fyrir ykkur og ég taka dæmi sendiferðabíla. Fyrir í mánuðinum, þessi tala hefur hækkað, skoðaði ég tölfræðina á vef Samgöngustofu. Og þar sá ég að nýskráningar á sendibifreiðum þar sem af ári voru 927 sendibifreiðar. Og af þeim voru bara 7% rafmagns. Auðvitað eru einhver tilfelli þar sem eru verkefni eða vinnusvæði þar sem krefst dísel eða bensínbíls eða það sé allavega erfiðara, en það í 93% tilfella. Var ekki til bíll nú þegar í flótanum. Hingað til höfum við fengið að heyra nokkrar
hindranir. Við erum alltaf að heyra þessar sömu hindranir. Hverjar eru hindranir fyrir orkuskiptunum? Og það eru aðalega þessar. Að framboð á hreinorkubílum í öllum flokkum sé ekki nóg, að hagkvæmnin yfir að skipta yfir í hreinorkubíl sé ekki til staðar og þetta sé bara allt of dýrt, að dregnir rafbíla sé slök, ekki nógu góð fyrir þetta stóra land sem við erum á, okkur líður allavega að við séum á, og svo hleðsluinnviðir, að þeir séu ekki orðnir nógu góðir. Ef við byrjum bara að taka fyrsta punktin, framboðið, þá fór ég á þessar helstu sölu- og umboðssíður fyrir bílaframleiðendur sem selja sendibíla á landinu. Og ég held að með þessum myndum, það var mjög stutt skoðun, þá er hægt að segja að við erum búin að græja þessa fyrstu hindrun. Við erum búin að valhoppa yfir hana. Það er komin nóg framboð í öllum flokkum. Þannig að þá fyrir maður að velta fyrir sér, ok, er þetta bara allt of dýrt? Er fólk eða fyrirtæki ekki ná að skipta yfir? Og þá nýtti ég mér þessa síðu hér, orkuskipti.is, og pröfaði að búa mig til ímyndaðan aðstæður þar sem ég er að velja milli þess að kaupa díselsendibíl eða rafmagnssendibíl. Og reiknivélin þarna gaf mér upp þessa tvo kosti, ætti að vera sambærilegir bílar, svolítið mikill verðmunur í byrjun, 6,5 milljón fyrir díselbílinn en 9,5 fyrir rafmagnsbílinn. Það þarf ekki alltaf að vera svona mikill verðmunur, en ég ákvað að halda þessu bara. Með nýju styrkjakerfi þá eru raunar þessi bílar eða bílar í atvinnurekstri að fá meiri styrk en í gamla kerfinu í rauninni. Það er þessi 500.000 króna styrkur sem er alveg óháð virðisaukanum. En það er stofnkostnaður og þarna kemur líka stofnkostnaður á hleðsluinnviðum. Því að flestir eru með þá stöð hjá fyrirtækinu eða heima hjá sér og þess vegna setur þarna 200.000 krónar fjárfestingi að setja upp hleðslustöð. Og þrátt fyrir þennan gríðarlega mun í stofnkostnaði, þá vill þessi reiknivél meina að fjárfestingin á að freka valið rafbíl heldur en díselbíl er búin að borga sig upp og orðin skynsamlegri á rétt rúmum 3 árum. Og þarna er allt tekið saman. Þannig að ef við tökum þessa tölu saman og sjáum að í heildina var kostnaður við að velja freka díselbílinn einhverja 22 milljónir, meðan að rafmagnsbílinn var tæplega 16. Og getur maður áætlað þessi 93% sem ég byrjaði að tala með í byrjun, að ástæðuna fyrir að velja díselbíl, það eru ekki teknar á rekstrarlegum forsendum. Þannig að mig langar að gera svona. Við erum búin að fara yfir þessa hindrun. Þannig að er það dregnin? Er það sem er að stoppa okkur? Og inn á síðunni okkar, hjá Orkusetri, erum við með reiknivél sem heitir dregnireiknirinn. Og þar getið þið séð hvað þetta þýðir. Hvað þýðir 200 km og rauninni allir rafbílar sem eru að fá núna eru með raundregni 200–400 km. Þannig að hvað þýða 200 km? Þetta er landsvæði 200 km út frá Reykjavík. Flest okkar, vonandi, sem leggja af stað í vinnu, vilja koma heim aftur, þannig að það er hægt að velja valkostinn fram og tilbaka. Og þá er það þetta svæði sem er fram og tilbaka. Þetta er kannski ekki stór hlut af landinu, en við áttum okkur væntanlega öll hér á því að yfir 80% þjóðarinnar býr og starfar akkurat á þessum hluta. Þá getið þér keyrt 200 km yfir vinnudaginn án þess að þurfa að hlaða. Þannig að hvernig má það vera að dregnin sé að hindra? Er það kannski eitthvað bara svona landsbyggðardúttur eins og ég sem er að kaupa þessa díselbíla? Orkusetur og rafbílastöðin fóru nefnilega í verkefni til að skoða akkurat þetta. Eru innviðirnir ekki nógu góðir út á landi? Þú veist, er dregnin hamlandi þáttur þar? Þannig að við fengum verkefni, það var 1 ár tekið þar sem við skoðuðum starfsemi hjá HSN, Heilbrigðisstofnun Norðurlands, sem er með viðfæmt starfssvæði, ekki akkurat þetta svæði, núna er ég bara búin að setja inn 200 km á dregnireikningum út frá Akureyri. Og það var farið í 1 ár og síðastu vetur, nú veit ég einhver farið í sjokk, konan norðan er að fara að viðurkenna að það var ógeðslega kalt fyrir norðan. Það var bara eiginlega bara mjög ömurlegt veður. Og þú veist, ég veit að þetta er tekið upp og ég eftir að þurfa að gjalda fyrir það seinna að láta þetta flakka, en þannig er bara staðan. Og það var eiginlega bara ágætt fyrir okkur að þetta var frekar kaldur vetur, því að þá er ekki hægt að segja bara já, þetta var ógeðslega næs vetur. Það var það ekki. Og þessar niðurstöður eftir þessa ársrannsókn, hún er sem sagt komin út, sem sýnir að þessi 40+ bílar sem eru í flotanum í HSN gátu allir
rafbílahæfni þeirra var þannig að það gátu allir skipt yfir. 100% rafbílahæfni fyrir þennan flota. Sem þýðir þá, og það voru einhverjir 8 bílar minni mig í flotanum sem þurftu einhvern tímann, ekki alla daga en einhvern tímann yfir vinnudaginn að hlaða. Flestir þurftu þess ekki. Þannig að, og auk þess, að því við fórum með hagkvæmni á þann, þá fenguðu líka niðurstöður í skýrslunni að þetta borgaði sig rekstrarlega fyrir HSN að skipta flotanum sínum út og fara í rafvæðingu. Þannig að þess vegna finnst mér, út frá þessum niðurstöðum, að ef að þeir ætla að nota afsökun við drægni og HSN kemur svona út úr þessari rannsókn, þá getum við strokað við þetta hérna. Drægni er ekki lengur vandamálið. Og þá kemur að frumsýningu. Við hjá Orkusetri og Orkustofnun erum komið nýja veflausn. Hún opnaði í gær. Það rétt náðist. Og í vikunni þá ætlum við að reyna að fá það til þess að henda þessu í app, þannig að þessi líka að setja í símana. En þessi veflausn, sem sagt, byggir á Google Maps gagnagrunnunum og þannig erum við að skoða hleðsluinnviðin okkar og þetta eru bara hraðhleðslustöðvar. En ástæðan fyrir við vitum að þeir eru með pluggsir og alls konar og hvort að þessi þörf á þessu. Þetta er fyrir okkur aðeins til að sjá hver staðan er, hvar þurfum við að stoppa í götinu. Og ef við horfum á þessa mynd, þá er eitt svona augljóst gatt. Og ráðherra bauð upp á það hérna í byrjun að það er skamaður. Þannig að nú kemur að því. Nei, og Vopnafjörður var líka hérna ræddur í síðasta erindi, en á þessum stað á landinu er lengst bil milli hraðhleðslustöðva, 160 kílómetrar. Og við viljum að sé hvergi meira en 100. Þannig að það er þetta svæði og svona til að gefa ráðherra smá slaka, þá er hann að vinna með Orkustofnun og Rarik að því að leysa þetta því að þó að sé töluverð rafmagnsframleiðsla á þessu svæði á landinu, þá eru innviðirnir slakir og það vantar að tengja og hluti af rafmagninu þarna fáum með því að brenna olíu og hluti af húshitun líka. Þannig að þetta er eitthvað sem við þurfum að laga en ég hef fulla trú á því að við náum því á næstu 2 árum, eða ekki? Jú, akkurat. Þannig að, en tilgangur með appinu er líka annað, það er komið svona nýtt dæmi. Það er breytt ferðalagahegðun. Út af því að þegar maður orðið rafbíl, þá þarf maður aðeins að hugsa hvernig maður ferðast. Maður þarf að pínu meira undirbúinn, kannski aðeins búin að ákveða hvar þú ætlar að hlaða og svo framvegis. Þannig að appið er svona eins og þú sért að panta í flug, ég vel hérna ferðina, ég ætla að fara frá Reykjavík á morgun heim til Akureyrar. Þá sé ég að þessi vegalengd er 388 kílómetrar, á leiðinni eru 8 staðsetningar þar sem boðið upp á hraðhleðslu og þar eru allavega 58 tengi. Svo sé ég líka að erfiðasti kaflinn, sá kafli sem ég þyrfti mögulega á einhverja áhyggjur af, er milli Akureyrar og Varmahlíðar. En hann samt sleppur innan þessa viðmiða sem við erum að setja okkur. Hann er 94,2 kílómetrar. En þetta er sem til að nú erum við bara eins og komið fram áðan ömmurnar og afarnir og allir komnir á rafbíl og þannig að þetta er til að draga líka út rækningkvíðanum. Bara að þú veist þetta áður og leggur á stað, hvað er erfiðasta leiðin, hvað þarf ég að hafa í huga. Þannig að með við þessar niðurstöður, þá getum við gert svona. Þannig að hver er þá hindrunin? Getur verið, nú vitnaði hérna í sálina, eitthvað fyrir spunaliðið að taka kannski eftir, að hindrunin sé raunin bara mannleg. Þannig að talandi aðgerðaáætlun, hvað gerist ef að nýskráning á bensín og dísilbirgðum eru óheimil áramótin? Ég veit ég svaka bjartsýn, en þú veist hvað myndi gerast? Við erum ekki að tala að það séu ekki hægt að nota bíla sem eru nú þegar í flotanum, heldur bara nýja bíla. Af því að fyrir 2 árum þá stóð þessu samansviði á þessum viðburði, samstarfsmaðurinn minn hér, yfirmaðurinn minn, þar sem hann var að benda á það að það var orðið uppselt í flotan af bensín- og dísilbílum árið 2022. Og það verður ekki skánað eins og þið sjáuð á nýskráningatölum sem ég sýndi hérna í byrjun. Af því að flotinn er ekki samsettur bara af ef við verum með 100% nýskráningarhlutfall árið 2029. Heldur erum við löngu byrjuð að flytja inn bílana og vera með bílana sem eru stór hluti af flotanum okkar, bróðurparturinn í rauninni, þegar við ætlum að vera komin með markmiðin okkar 2030. Þannig að Parísarboxið teiknaði sig ekki hérna upp fyrir 2 árum, það eru bílar frá 2018 til 2030. Þannig hvert skipti sem við hleypum inn bíl, þá draugum við líkurnar á því að við náum þessum markmiðin okkar. Og svo líka
er annað vandamál sem er búið að koma hérna fram. Okkur fer fjölgandi, sem þýðir að bílaflotinn fer stækkandi. Og þegar við horfum á orkuspá Orkustofnunar, þá er gerað ráð fyrir því að það sé 35.000 bílum fleira í flotanum eftir svona 6-7 ár. Og hvar ætlum við að koma þessum bílum fyrir í umferðinni, sérstaklega inn í Reykjavík. Ég hef aldrei verið svona glöð með hljóðbókina mína eins og í gær. Ég var að keyra hérna. Þá varstu hún geggjuð. Þannig að ég spyr þess vegna, og bara líka til að setja þetta í smá samhengi. Hér er vegalengdin frá Háskóla Íslands og upp í Mosfellsbæ. Þetta eru tæpir 16 kílómetrar. Ef við tækjum þessa 35.000 bíla sem ætla að bætast inn í flotann og myndum svona krúttlega raða þeim hérna eftir, þá þyrftum við þessa vegalengd 12 akreinar til að koma þeim fyrir. Sundabrautið yfir mig. Hvernig ætlum við að gera þetta, skiljið? Sitjum við í stokk, ég skilji ekki hvernig við ætlum að ná þessu. Þannig að það verður að hafa í huga að þó við séum að fara í orkuskiptin á fullu, þá er það alltaf þannig að breyttar ferðavenjur og minni notkun einkabílsins er hagkvæmust. Þannig að hagkvæmustu orkuskiptin er alltaf minni notkun. Takk fyrir mig. Það var til í eitthvað. Við höfum því miður ekki tíma fyrir spurningar. En þetta er alltaf leið, þú svaraði þeim öllum fyrirfram. Það er langáðulegast að sleppa ég bara að vera að keyra. Má sjá, hver hérna komið labbandi eða hjólandi í dag? Yes, þetta gerist bara á loftslagsdeginum. Yfirleitt er svona 1 og 1. Núna eru svona helmingur eða meira fyrir ykkur sem eru í streymi, bara svo þið veitið. Akkurat, fullt af nýjum fréttum hérna, frumsýning á hleðslukorti, við þurfum ekkert að kaupa bensínbíla og það mætti allt eins bara fjara þá út og svo er ógeðslega kalt fyrir norðan, glænýjar fréttir líka. Fyndi alltaf að maður tala við fólk fyrir norðan, þá talaði bara hvað er gott veður, en svona inn á milli missiði út úr sér hvað er ógeðslega erfittar á veturna. Takið eftir þessari orðræðu hjá þeim næst. Nei, engin tími fyrir spurningar en við ætlum að halda áfram því næst ætlum við að tala um náttúrumiðaðar lausnir, aðgerðir í þágu lífríkis og loftslags. Hingað er kominn sérfræðingur því það er Björn Helgi Barkason, hann er skrifstofustjóri hjá Matvælaráðuneytinu. Gjörðu svo vel. Ráðherra, ágæti fundarstjóri. Það eru tvær meginkrísur sem að stafa á okkur. Annars vegar það sem við erum að tala beinlínis hér um í dag, sem er krísa loftslagsmála. Hins vegar krísa líffræðilegrar fjölbreytni. Þetta eru 2 línurit sem að sýna svona megin þróunina í þeim málaflokkum. Þetta er bara til þess að setja svona stemminguna. Þetta er ekki nýja fréttir og það er svo sem komið fram hér í dag að fyrir 30 árum síðan að þá samþykkti alþjóðasamfélagið 3 samninga sem að snerta þetta beinlínis. Fyrsta lagi loftslagssamningurinn, í öðru lagi samningurinn líffræðilega fjölbreytni og í þriðja lagi samningur sem að eiginlega enginn veit um en er kallaður samningurinn varning gegn eyðimerkurmyndun. Hann nær bara til svo lítils landsvæðis að við erum ekki mikið að hugsa um hann hér en það hefur sýnt sig að fólk hefur áttað sig á því að það er mikil tengsl á milli þessara 3 samninga. Við höfum stundum kallað það samlegð, að við getum unnið að þeim öllum 3 í einu í rauninni. Öllum 3 markmiðum allra 3 samningana. Með því að vernda land, fara vel með land, þá getum við vernda líffræðilega fjölbreytni og gagnast loftslagsmálunum. Þetta er svona, til að setja þetta í mjög stórt samhengi, þá eru líffræðilega fjölbreytni þarna efst sem að verður fyrir áhrifum af loftslagsbreytingum, en hún verður líka fyrir áhrifum af okkar lífsháttum og ég set lífsgæði þarna innan gæsalappa því að þetta er eiginlega
neysla. En okkur finnst það vera svolítið lífsgæði, að okkur líður bara ágætlega, sko. Hins vegar, ef þið skoðið þessar grænu örvar, að þá getur líffræðileg fjölbreytni gagnast aðlögun eins og Anna Hulda var að tala hér áðan. Það getur verið mótvægisaðgerð gegn loftslagsbreytingum og það hefur margþættan ávinning fyrir okkur sem mannkyn. Nú förum við til Íslands. Hvað hefur gerst hér? Jú, við erum búin að tapa gríðarlegum landgæðum. Við erum búin að tapa miklu kolefni í jarðvegi, bara út í buskann. En það er ekki bara það, heldur með því hefur farið alveg gríðarleg líffræðileg fjölbreytni. Ekki bara það sem við sjáum, sem eru kannski fuglar og mýs sem eru á yfirborðinu, heldur er það öll líffræðilega fjölbreytni sem er í jarðveginu. Og maður heyrir það að á alþjóðavettvangi er sífellt meira verið að tala um mikilvægi líffræðilega fjölbreytni í jarðvegi. Ég get alveg rifjað það upp hérna af því að þið sjáu þessa fallegu skurðamynd að ég er nú alveg upp í Miðfirði fyrir norðan og var alltaf í gúmmístígvélum. Eins og þið þekkið þá er berggrunnurinn þar með þéttur og mikið af blautu landi, mýrar og flóar. Og ég, þegar pabbi var að stækka túnið og stórhauga, að þá bar ég kaffið í gröfukallana sem voru að grafa skurðina. Þannig að ég er nú meðsekur í þessu öllu, sko. En það er líka hægt að gera þetta vel og við getum alveg stundað okkar landnýtingu þannig að við varðveitum búsvæðin, varðveitum kolefni í jarðveginum, jafnvel aukið bindinguna, hvort sem það er í jarðvegi eða gróðri eins og í trjám. En kannski er það verðmætasta og besta sem við gerum að það er að vernda það sem við eigum svona tiltölulega ósnert. Og þá á ég við lífríki, kolefnisríkan jarðveg og kolefnisrík vistkerfi eins og við erum farin að kalla það. Þetta er kannski það mikilvægasta og í rauninni ódýrasta. Kannski ekkert einfalt samt þegar á reynir. Af því að við erum að reyna að samþætta allt þetta, öll þessi sjónarmið í okkar svona daglega lífi, það eru alþjóðasamfélagi, það er íslensk stjórnvöld bæði, ríkið, sveitarfélögin og síðan eru bara ég og þú, einhvers staðar þarna úti sem að eigum kannski landspildu og okkur langar bara að gera eitthvað og við erum bara ekkert endilega sammála því sem að alþjóðasamfélagið eða ríkið, tala ekki um sveitarfélögin segja, sko. Þannig að þetta er alveg flókið samspil. En við verðum að reyna svona að byggja þetta á þekkingagrunni og þarna nefni ég til sögunar til dæmis vísindaskýrslu milliríkjanefnda samningsins líffræðilega fjölbreytni og loftslagsmála sem að tóku höndum saman og sögðu, heyrðu, það er bullandi samlegð hérna á milli sem við getum unnið með. Það er í gangi vinna við stefnumótun fyrir líffræðilega fjölbreytni. Það liggur fyrir vísindaskýrsla vísindanefndar Íslands loftslagsmál og loftslagsbreytingar sem Anna Hulda nefndi hérna áðan. Við erum með nýja stefnu landgræðslu og skógrækt sem heitir Land og líf. Við erum með aðgerðaáætlun loftslagsmálum og nýbúið að samþykkja landsskipulagsstefnu sem er mjög loftslagsmiðuð, leyfi mér að segja, og lífríkismiðuð. Þannig að þarna erum við komið með mjög góð tól til að vinna með áfram. En það er einstaklingurinn sem að tekur að lokum ákvarðanir, er það ekki? Við erum að gera margt gott. Það eru mörg hundruð bændur að vinna að úti að stöðvun jarðvegsrofs, rækta skóga, endurheimta vistkerfi eins og birkiskógana okkar og endurheimta votlendi þó í allt og litlu mæli séð. Og við getum unnið betur með náttúrunni og það er oft talað um þessar náttúrumiðuðu lausnir sem að fundarstjóri nefndi hérna í upphafi, sem að eru svona ákveðið buzzword eins og við segjum á vondri íslensku í þessu málaflokki. Vistkerfisnálgun er líka buzzword en það er rauður þráður í gegnum
stefnu til dæmis samningsins líffræðilega fjölbreytni. Við þurfum að byggja ákvarðanir á vistkerfisnálgun. Við þurfum að fá samfélagið með, einstaklingana með. Við þurfum að meta þjónustu þeirra vistkerfa sem við erum að vinna með. Og við þurfum að skilja þessar náttúrulegu ferla sem eru þarna úti, hvað gerist ef ég breyti landnotkun. Af því að það bara svo einfalt að allar breytingar á landnotkun hafa í för með sér breytingar á vistkerfinu. Þetta nefni ég sem dæmi. Þetta birtist líka í vísindaskýrslunni. Þetta sýnir, þetta gefur okkur vísbendingar að skógur henti mismunandi fuglategundum misvel. Þarna eru til dæmis votlendisfuglar eins og spói, heiðlóa, jaðrakan, lóuþræll, tjaldur sem að finnst ekkert gott að vera nálægt skógi. Það er eins og skógaþröstur, eins og nafnið bendir til, og fleiri fuglar sem að líður betur þar. Þetta er bara lítið dæmi þekkingu sem við höfum að nýta áður en við förum í framkvæmdir. Í stuttu máli byggja loftslagsaðgerðir á sem bestri þekkingu og grunnupplýsingum, vistkerfisnálgun, við skipulag og innleiðingu aðgerða og svo eigum við ekki að vera hrædd við þessa opnu umræðu áform og skipulag verkefna. Það er bara gagnlegt og við eigum að hafa hana opna. En við erum að nýta líka vel þessi stjórntæki sem eru þroskuð, sem eru skipulagsáætlanir og umhverfismat, þar sem er opin umfjöllun verkefni. Takk. Við höfum tíma fyrir smá spurningar. Nei. Jú, heppinn þú. En takk fyrir ánægjulegt erindi. Mér fannst það mjög ánægjulegt, kannski ekki upplífgandi svona í byrjun, en ég er sem sagt sjálfur líffræðingur og sérfræðingur í líffræðilegum fjölbreytileika og mér finnst hann vera lausnin við öllu, líka loftslagsmálum. Og gott að fá það staðfest frá skrifstofustjóra. En við erum komin spurningar upp á skjá. Og taka fyrstu, þú voru að segja svarað upphátt. Er í myndinni að banna lausagöngu sauðfjár? Ég ætla ekki að gera það, sko. En þetta er eins og fólk hefur heyrt í fréttum, þetta er greinilega mjög flókið regluumhverfi. Þarna hafa meðal annars sveitarfélögin tiltölulega stórt hlutverk og hafa ákveðna leið til þess að takmarka lausagöngu. En þetta er líka bara mjög menningarlegt og allt það, sko. Þannig að ég ætla ekki að segja já eða nei hér. Nei, það er bara móttökið. Af hverju er ekki allt kapp lagt í að endurheimta votlendi? Það er mjög góð spurning, sko. Hvenær erum við að leggja allt kapp af því að, sko, við höfum unnið að þessu núna síðustu árin og sagt við landeigendur, jú, við getum stutt við endurheimt votlendi hjá þér. Ef þú vilt vera svo góður að endurheimta votlendi. Og þú þarft ekki að leggja út í neitt kostnað sjálfur. Það bara hefur engin áhuga á því módeli, sko. Það er bara svolítið þannig. Það er raunveruleikinn. Og þetta er ekki séríslenskt viðfangsefni, þetta er bara alþjóðlegt að fólk sér ekki hag sinn í því að gera þetta. Þó þetta séu kannski almannahagsmunir, þetta eru ekki endilega sérhagsmunir. Þetta er svolítið viðfangsefni og þá veltum maður fyrir sér, getum við einhvern veginn og við erum kannski svolítið að leggja grunninn að því, búið til verðmæti úr því að stöðva losun frá framræstu votlendi. Þannig að sá sem á skurðinn en skringilega hljómar geti fengið ykkur verðmæti fyrir að loka honum. Kolefniseiningar, seldar, mögulega. Þetta er svona í undirbúningi en sko, svo má líka ekki gleyma því að þarna eru líka svona siðferðislegar álitaspurningar sem að þetta er ekkert svona eitthvað straight forward, eins og maður segir á vondir íslensku, en við þurfum að komast áfram. Þetta er skjótvirkasta aðgerðin í landnotkun til þess að draga úr losun, sem er ærin, svo ekki sem meira sagt. Það er rétt. Aðgerðir gegn í þágu líffræðilegs fjölbreytileika, ekki gegn, please.
eru oft skilvirkar og yfirleitt ókeypis þið sem voruð að pæla fyrir ykkur í budgetinu. Ég held við séum búin með tíman fyrir spurningar því miður, en takk fyrir þetta. Björn Helgi Barkarsson, skrifstofustjóri hjá Matvælaráðuneytinu. Nú, næst hingað upp Improv Ísland. Það eru Steiney Skúladóttir, Guðmundur Felixson og Pálmi Freyr Hauksson. Þau eru ekki með svona erindi, ekki trúallu sem þau segja, því þau eru mjög líklega til að leggja okkur orð í munn og þau gerur ykkur eitthvað tóma þvælu. Ég veit ekkert hvað þau eru að fara að gera, ég sem fundastjóri, skilur þú veist. Viljið þið ekki bara byrja? Jú. Endilega. Ok, ég ætla að fara. Já, ekki hlusta á það sem við segjum, við vitum ekki neitt. Ég ætlum hins vegar að bjóða upp á spurningar. Getum við gert það? Það er mjög ósanngjarnt ef allir fá spurningar nema við. Já, þannig að endilega sendið spurningar bara það sem við erum að gera. Já. Ég vil taka það fram að ég frá Akureyri og það var mjög heitt í vetur, allan veturinn. Það var aldrei ský eða neitt, það var mjög heitt og gott veður, þannig að það var smá rángfærsla áðan og það er alltaf ógeðslega heitt og gott veður á Akureyri. Allt árið. Heyri, já, við erum búin að vera að segja þetta nótur hjá okkur þar sem þið voruð að gera og... Reyna að skilja. Já, reyna að skilja. Já. Reyna að skilja. Þetta er flókið. Mér er staldið sniðut hjá hérna honum Gunnlaugi. Guðlaugi. Ég náðu næstu í nafninu. Það er eitthvað flott hjá okkur. Guðlaugi, vá. Fyrirgefðu Guðlaugur. Þeir bara nota raunsæi til þess að lýsa allri stöðu. Mér finnst það svo gott. Bara já, hvernig, þú veist, er pizza mín tilbúin? Við verðum að nota raunsæi hér. Af því að í rauninni, þú veist, þetta er náttúrulega bara lýsir öllu. Maður þarf alltaf að vera raunsær. Þannig að ég ætla að tileinka mér þetta. Já, það er bara ekki að fyndi að, þú veist, það er búið eitthvað svona hópur og fólki að búin að vinna þessar skýrslu, skilur, og búin að leggja ógeðslega mikla vinnu og sem bara að lagða borðið á honum. Herri, ég ætla að taka eitt orð úr þessari skýrslu. Raunsæi. Get inn í það. Say no more. 148 atriði. En líka þetta er svo, þú veist, allt svona, þú veist, ég skil ekki helmingina sem er að gerast hérna og allt fyrir svona í gegnum svona síu í hausinn á mér, svona brýr til teiknimynd úr þessu í rauninni. Og þegar ég sem skilur rafvæðing hafna, þá sé ég bara einhvern svona risa togara, einhvern veginn leggja í hlaðu, skipstjórinn fer út með eitthvað svona strá í munninum, skannar einhvern QR-kóða, stingur honum í samband og fer sem bara... Já, með svona risa hleðslustöð fyrir risa stóran band. Já. Risa. Hún er stærri út af það meiri en amma. Það er einu svona listin okkar. Já. Við veitum ekki hvað rafvæðing hafna þýðir. Við erum ennilega... Er það að tala um að hlaða bátana eða? Þetta er þannig! Strákar, þið Það er ekki háskólagráðu, baby! Takk fyrir þetta, Gunnlaugur! Þetta er bara svona einfalt, þetta er bara eitthvað... Já, ok. Enga togara í samband. Jís, ok. Mér finnst þessu þetta grínast. Nei, ok. Mér finnst líka frábært að við séum að fá allar þessar spurningar sko hérna upp á skjáinn og mér líður þetta er svona, við erum að búa til svona einhvern samfélagsmiðil sem er bara hérna inni. Það er svona, fólk er að fá mismörg like á spurningarna sínar. Svona mismiklir áhrifavaldar hérna í salnum sko. Og sen er svona spilling að Pétur Martin fekk spurninguna sína sem er bróðir mannsins sem er að stjórna þessu. Halló. Ég vil að Pétur Martin spyrji okkur að einhverju spurningu. Getur við, hvað er það? Mér finnst líka dálítið næs hjá Gunnlaugi þegar að... Nei, mér finnst svo gott þegar að var hérna að bara setja hérna ábyrgðin á Elínu. Bara ef ég segi eitthvað vitlaust þá stoppar Elín mig. Þannig að... Ég segi bara raunsæi og... Ég las eitt orð í skýrslunni. Hérna, en sko Eyrún komið mjög marga góða púnta. Hérna, hún sagði, spunaleikarar, þið getið kannski talað um þetta. Ég ætla að kvóta í sálina og sagði svo, getur verið að hindrunin sé mannleg. Er það kvót í sálina? Ekki lagið, frægarslæðan. Getur ekki verið að hindrunin sé mannleg. En ég ætla að segja sko, Eyrún, ég held að hindrunin sé klálega mannleg af því að, þú veist, þarna, hafið þið átt rafmagnsbíl eða?
Já, ég er á rafmagnsbíl, já. Nei, en ég man þegar þú áttir rafmagnsbíl. Ég var með svo mikinn hleðslukvíða að ég var að deyja og ég held að þetta sé það að 93%, nú er ég bara að tala um einhverja tölfræði, 93% nýrra bíla eru díselbílar að því fólk er með svo mikinn hleðslukvíða að það meikar ekki bara að það er að keyra með einhverjum, þú veist, 300 tonn af mjólk eða eitthvað. Jú, já. Þetta. 300 tonn af mjólk aftur í bílnum, já. Æ, ég veit ekki. En ég man satt eftir því þegar þú varst fastur í IKEA á bílnum þínum. Já, Og að ég gæti ekki hlaðið. að þú gast ekki hlaðið. Já. Af því að voru allar bílaðar hleðslustöðvarnar. Já. Sá bíll er ennþá það. IKEA. Eru komnar spurningar? Engin spurning, bara þakkir fyrir að vita hvað ég heiti en ekki ráðherra. Það er ekkert mál, Pétur. Hvað myndir þú gera ef þú væri loftslagsráðherra? Ég ætla að vísa þessar spurningar til Til Steineyjar. mín. Ég myndi bara, Ég get ekki beðið þessu svari, vá. ég myndi bara segja öllum að ég myndi banna, ég myndi sekta fólk ef það væri á bensínbílum og díselbílum. Bara byrja strax í dag, fara bara út núna og sekta alla. Þú myndir bara gera það persónulega. Stopp, ég er loftslagsráðherra, stoppaði bílinn. Mér finnst líka Gefðu mér frábært. 50 skall. Mér finnst frábært að við erum búin að fá spurninguna af hverju er aðgerðaráætlunin ekki komin út? Spunaleikarar, svarið því. Af því að við vorum ráðin til að koma, annars væri Svara spurningunum hans Guðlaugs. Já. Herru, en eigum við ekki að gera eina spunasinu? Jú, gerum eina spunasinu. Sko, mér datt í hug, við getum pizzað þessu. Mér varst líka að fyndi að mesta tapuð í íslensku samfélagi er íslenska sauðkindin. Það var bara allir bara, ó nei, við getum ekki talað hana. Hver sagði það? Það var bara að það kom spurning íslensk sauðfjá og hún kannski ekki að vera í lausagöngu. Já, að banna lausagöngu. En mér var svo fyndið þegar Eyrún sagði sko, manneskja að norðan að segja að sé kalt fyrir norðan, eins og það væri svona eitthvað tabú. Já. Var það ekki? Jú. Jú. Það var svona, þú veist, þið verða að halda ákveðin standardi við hvernig er á Akureyri. Við erum ekki að vera að heimsækja það mikið, en þú veist, þá erum við alltaf að heyra sögur frá Akureyri, skilur við, það er alltaf gulli og það er alltaf sól og allt það, sko. Meðan þú með fullt að fyndi dóti eins og sjáu þið umferðina frá Mosó til HÍs og sen er þetta bara 30 bíla á umferðinni eins og það væri bara öll umferðin. En hún sagði sko að það eru 35.000 nýju bílar að fara að koma hérna árið 2030 eða eitthvað og þeir eru allir að fara að keyra frá Mosó til HÍ á sama tíma. Ég er ekki sérfræðingur en ég held að það gerist ekki svona. Og Steinir stendur sem umhverfisráð. 50 skall, Ok, gerum senu það sem Steinir er umhverfisráðherra og við erum í 35.000 manna bílaröð að keyra frá HÍ niður í Mosó. Getum við gert það? Já. Afsakið, góðan daginn. Þú ert vitlaus megin. Já. Góðan daginn. Góðan daginn. Góðan daginn, ég er bara nýji loftslagsráðherrann, bara aðeins að tekka hérna. Já, við erum bara hérna 35.000 bílar að keyra. Já. Við búum öll í Mosó og erum að keyra niður í HÍ. Einmitt, bara mjög gott að þið séu að mennta ykkur, bara að fíla það. Takk fyrir það. Ég er ekki í skólanum, ég er bara að keyra fram og tilbaka. Ég er ekki svona að stoppa, ég verð bara strax að tilbaka. Það var kona sem heitir Eyrún sem sagði mér að gera þetta. Já, ég skil. Nei, bara... Við þurfum svona 14 nýjar akreinar til þess að geta gert þetta. Já. Getur þú græjað það? Sko, ég er ekki því, eins og ég segi, ég er bara í loftslagsmálum. Ég er ekki gatnamálaráðherra, sem að er til. Það er gatnamál, nú er alls konar ráðherrar. En ég var bara að taka eftir af því að þú ert á bensínbíl. Já. Nei. Má ekki. Nákvæmlega. Þekkir þú forvera þinn, Guðmund Þór? Takk fyrir okkur! Takk. Já, takk fyrir þetta hressandi erindi. Við höfum smá tíma fyrir mat. Það er einn fyrirlesari sem ætlar að koma hérna og flytja okkur talsvert alvarlegra erindi heldur en við vorum að vera vitni að. Það er Arnar Þór Sævarsson. Hann er framkvæmdastjóri hjá Sambandi íslenskra sveitarfélaga. Gjörðu svo vel, Arnar. Ráðherra Gunnlaugur Freyr og aðrir góðir gestir.
Ég ætla að fara yfir með okkur og fjalla eins loftslagsmál og sveitarfélögin. Undanfarin 20 ár þá hef ég farið á vorin og ferðast Vatnajökul. Og það fer ekkert á milli mála hvað loftslagsbreytingarnar eru að hafa á jökulinn. Og gamla leiðir sem við vorum að fara í fyrir 20 árum síðan eru ekki hægt að fara í dag. Þannig að það er alveg ljóst að loftslagsbreytingarnar eru að hafa gríðarlega áhrif á þennan stærsta jökul Evrópu. Og í vor, þegar ég var að keyra tilbaka heim að austan og keyrði í gegnum sveitarfélagi í Höfn í Hornafirði, þá rann upp fyrir mér að sveitarfélagi er náttúrulega ekkert annað en lifandi rannsóknastofa. Og af hverju segi ég þetta? Jú, þarna er sveitarfélagið að horfa upp á jökulinn sinn, hopun jökulsins. Það kom fram hér fyrir morgun varðandi aukin úrkoma. Hlíðar á svæðinu eru orðnar veikari, breytt sjávarstaða og landris. Og allt þetta kallar á gríðarlegar áskoranir fyrir þetta litla sveitarfélag sem að Hornafjörður er. En á hverju skipta sveitarfélögin máli þegar að kemur á loftslagsbreytingum og viðbrögðum við þeim? Sveitarfélögin eru undirstaða samfélaganna okkar. Innan þeirra er þessi staðbundna þekking og reynsla. Reynsla og þekking sem að lítur að því með hvaða hætti þessar loftslagsbreytingar munu hafa áhrif á viðkomandi svæði og til hvaða ráðstafana er hægt að grípa til þess að koma í veg fyrir það. Og þess vegna skiptir gríðarlega miklu máli að ríki og sveitarfélög vinni nái saman að þessum markmiðum. Því að ef við gerum það ekki, þá get ég bara lofa okkur því að við munum ekki ná árangri. Það bara gleður mig að segja frá því að nýlega þá skrifu undir 3 ára samstarfssamning við þetta langa ráðuneyti, umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytið, við Gunnlaug Frey sem er fyrir framan okkur. Og mér langar líka bara að hrósa honum og hans fólki fyrir frábær samstarf. Og það er alveg ljóst að þau eru að horfa til okkar og sjá það að til þess að við saman náum þessum markmiðum, að þá þurfum við að ná að dansa saman ríki og sveitarfélög. En það sem að kemur fram í þessu samkomulagi er til að mynda að það er vilji okkar að reyna að útbúa mælaborð þar sem að við til þess að auka yfirsýn og þekkingu sveitarfélagana á hvernig gengur að hvernig við náum fram þessum markmiðum okkar og hvernig og hvaða svona verkfæri getum við búið til fyrir sveitarfélögin til þess að bregðast við þessu sameiginlega verkefni sem er að ná tökum eins og langt og það nær gagnvart loftslagsmálunum. En það er ekki eins og að sveitarfélögin sé ekki að gera neitt og það verður að segja eins og að Reykjavík hefur farið hér á undan með góðu fordæmi og það er ánægjulegt að sjá hvaða metnaðarfull borgin, höfuðborgin okkar er í loftslagsmálum og til að mynda hefur borgin sett sér loftslagsáætlun og er farin að vinna með hana í allri sinni starfsemi. Það er að segja að það er svona rauður þráður í sinni starfsemi og það er mjög ánægjulegt að sjá það og er í rauninni svo sannarlega ekki eftirbátur nágranna landanna og höfuðborgarna sem hafa sett sér líka metnaðarfull markmið. En hvað eru sveitarfélögin að gera þegar kemur að loftslagsmálum? Sveitarfélögin eru að setja sér loftslagsáætlanir og við hjá Sambandi íslenskra sveitarfélaga búum yfir gríðarlega bara miklum og fjölbreyttum starfsmannahópi og á sviði loftslagsmála og umhverfismála sem er að aðstoða sveitarfélögin við að setja sér þessar áætlanir. Og jafnframt höfum við verið að hjálpa og aðstoða sveitarfélögin við að bæta verkfæri með verkfærakistuna þegar kemur að því að reyna að bregðast við loftslagsbreytingum. Og það er líka gaman að segja frá því að í gangi er 2 ára tilraunaverkefni með 5 sveitarfélögum
og það er til að mynda Hornafjörður og Akureyri og eins eru við hjá sambandinu í mjög virku samtali við eins og ráðuneytið og lykilaðila og hagaðila einmitt til þess að geta miðla þessu til sveitarfélagana sem að skiptir svo miklu máli. En það er alveg ljóst að við þurfum kannski að fara að hugsa hlutina upp á nýtt og mér fannst og bara í þessari erindum sem voru hér í morgun að við séum jafnvel bara að fara að gera það og bara sem dæmi, ég byrjaði því að tala hér Hornafjörð og það er áskoranir sem að Hornafjörður hefur í sínu samfélagi og það má líka nefna eins og Seyðisfjörð sem að þurfti að horfa hér á mikil skriðuföll hér fyrir nokkrum árum síðan og sem að breytir inn allri, myndinni þegar kemur að framtíðar uppbygging og skipulagi samfélagsins. Þannig að loftslagsmálin eru farin að teygja sig inn í alla anga í starfsemi sveitarfélaga, skipulagsmál, húsnæðismál, félagslegt öryggi, atvinnumál og allt saman eru þetta loftslagsmál. Og loftslagsmál þau eru allt umleikis og þau varða hvert okkar. Takk fyrir. Já, svo seinni hluti erindisins. Nú, við höfum örstuttan tíma í spurningar en ég heyrði samt eitt garnagaul í salnum. Það var í mér. Við höfum að taka efstu bara frá Árna Bragasyni. Framræsla lands er háð leyfi sveitarfélaga. Hvernig er hægt að fá þau til að fara að lögum? Þetta er vá. Er Árni ekki með aðra spurningu eða? Hann var nú landgræðslustjórið, þannig að ég held að hann viti hvað hann er að tala um. Já, hvernig er hægt að svara þessari spurningu? Ég held að auðvitað er þetta þannig að þarna er náttúrulega ákveðin, það var náttúrulega farið í mikið átak hér fyrir mörgum áratugum í að ræsa fram og síðan hafa náttúrulega bara sjónarmið og viðhorf breyst í þá og breyst. Þannig að ég held að þetta sé sameiginlegt átak okkar allra að ná bara samtali við samfélögin, við sveitirnar okkar og sveitarfélögin til þess að og náttúrulega og til þess að við náum líka þessu sameiginlegu markmiðum sem við öll stefnum að. Einmitt, við höfum því miður ekki tíma í fleiri spurningar en við sjáum að þetta er þema í flestum spurningunum. Framræsla lands er stærsti losunarþáttur Íslands eins og við erum búin að læra í dag og þetta er eitthvað sem mun ítrekka að koma upp í spurt og svarað held ég. En takk fyrir að vera hérna, Arnar Þór. Við erum komin í þema 3, aðgerðir atvinnulífsins. Við verðum þar svona næsta klukkutíman eða svo. Ég ætla að rifja eins upp slædóleiðbenningarnar bara svo að þið séu öll með puttan á púlsunum líka þið sem eru heima. Að þið getið öll sent inn spurningar með því að skanna QR-kóðan sem er hérna uppi á skjá eða farið á slido.com og skrifað inn millumerkið loftslagsdagurinn. Já, þessi spurning er nafnlaus, ég ætla ekki að taka hana fyrir, en improv þið vitið af þessari. En við erum tilbúin að byrja þema 3, fyrst til að koma hingað upp. Það er hún Hugrún Elvarsdóttir, hún er verkefnastjóri hjá Samtökum atvinnulífsins. Gjörðu svo vel, Hugrún. Góðan daginn. Já, ég heiti Hugrún og ég er verkefnastjóri hjá Samtökum atvinnulífsins. En ég held að ég þurfi ekki að sannfæra neitt hérna inni að loftslagsbreytingar eru auðvitað bara einn stærsta áskorun sem að mannkyni stendur frammi fyrir. En það er einhvern veginn þannig að þegar við Íslendingar stöndum frammi fyrir einhverju stórri áskorun að þá erum við ofta að hugsa einhverja svona bara eina stóra lausn sem getur bara breytt og bætt þetta allt saman. Við bara græjum þetta á stundinni.
En það er einhvern veginn þannig að lausnin við loftslagsvandanum mun fjölþættari en svo og ég held að lausnin sé í rauninni mikið nærtækari og hún sé að miklu leyti einmitt hérna inn í þessum fundarsal hér í dag hjá framtaksum einstaklingum og leiðtogum, bæði í atvinnulífinu hjá stjórnvöldum, einstaklingum og svo lengi mætti telja. En þess vegna langar mér svolítið að tala mikilvægi þess að við tökum höndum saman hér inni í að snúa við þessum alvarlegum áhrifum loftslagsbreytinga til þess að skapa bætta framtíð, bæði fyrir okkur og börnin okkar. En ég held að það sé eitthvað málefni sem mér sérstaklega ofarlega í huga komin 7 mánuði hérna upp á leið með ykkur upp á sviði. En ég ætla aðeins að fjalla þess vegna fjölbreyttar lausnir í þessum málaflokki en eitt af því aukið samstarf atvinnulífs og stjórnvalda í loftslagsmálum. En það einmitt þess vegna sem við settum á legg loftslagsvegvísa atvinnulífsins, eins erfitt orð og það í samstarfi umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytið sem einmitt ramma inn aðgerðir og tillögur að úrbætum sem geta dregið úr losun innan atvinnugreina. En hvers vegna fór atvinnulífið í þessa vegferð? Og þetta spurning sem ég fæ oft, bara af hverju ákvað atvinnulífið að gera þetta? En ég held að enginn hafi mistað því að atvinnulífið hefur stigið sterkt inn í umræðunum loftslagsmál undanfarin ár, ekki einungis á alþjóðavettvangi, heldur hérna heima. Og það þannig að loftslagsmálin eru ekki einkamál stjórnvalda. Það gríðarlega mikilvægt að við öll, saman hvaðan við komum, tökum þátt í þessari vegferð og atvinnulífið ekki þar síst sem ber auðvitað mikla ábyrgð. En atvinnulífið hefur líka ráðist í umfangsmikla breytingar á undanförnum árum en ljóst að mikið verk eftir óunnið. En þess vegna ákveðu að koma á legg loftslagsvegvísunum en mér langar líka að nefna það að þetta verkefni kallar ekki á aðkomu einstakra ráðuneyta eins og umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytisins sem við erum búin að vera í góðu samstarfi við, heldur líka til dæmis fjármála- og efnahagsráðuneytisins sem auðvitað vegna fjárskuldbindinga hins opinbera til að mynda. En þegar ég einhvern veginn lít á þetta þá finnst mér gríðarlega mikilvægt að við séum að skoða þennan málaflokk á þverlægari hátt. Því að það svolítið, ég veit ekki, kannski það bara mín upplifun, en það svolítið svona sílóhugsun sem svona viðlóðandi hérlendis og ég held við þurfum að innleiða meira svona aðferðafræði samhentrar stjórnsýslu. En þetta kannski stjórnsýslufræðingurinn í mér. En ef við förum aðeins yfir ferlið við gerð loftslagsvegvísanna þá var það haustið 2022 sem við ákveðum að fara í þetta samstarf með umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytinu að setja áfangaskipt markmið fyrir hvern geira. Og eins og ráðherra kom inn á áðan að þá var sett á fót vinnuteymi á vegum stjórnvalda til þess að vinna þétt með atvinnulífinu og við meira að fengum starfsmann ráðuneytisins til þess að vera með aðsetur í húsi atvinnulífsins til þess að brjóta niður þessa veggi, fara nýjar leiðir og hugsa þetta upp á nýtt. En við settum 11 atvinnugreinar í forgang fyrsta árið. Við skipuðum leiðtoga atvinnugreina sem eru búin að taka virkan þátt í vinnunni. Framkvæmdateymi voru skilgreind og svo lengi mætti telja. En við vorum líka með 15 vinnustofur á fyrstu mánuðum ársins 2023 þar sem að mörg hundruð manns komu að vinnunni. En það kom fljótt í ljós við vinnuna í þessum vinnustofum að það voru svona ákveðnar grunnforsendur sem að voru til þess að aðgerðirnar sem að var verið að draga fram á þessum vinnustofum og eru grundvöllur vegvísanna myndu skila tilætluðum árangri. En það eins og þið sjáu hérna, opinber gögn, þau þurfa að endurspegla áskorunina sem við stöndum frammi fyrir. En það þannig að loftslagssamstarf atvinnulífs og stjórnvalda, það veltur á þessari opinberu upplýsingagjöf sem einmitt hefur komið fram hér í dag. Og þar hægt að nefna til dæmis gögn orkuspá, eldsneytisspá, en þetta eru líka þau gögn sem að stjórnvöld taka sínar ákvarðanir út frá og því gríðarlega mikilvægt að við vinnum það í samstarfi. En einnig það auðvitað að við séum að taka ákvarðanir til þess að, minnka losun frá atvinnugreinum, en séum líka að horfa til, hvernig getum við stuðlað að áframhaldandi samkeppnishæfni þessara atvinnugreina og að við sköpum umhverfi öll saman sem að gerir fyrirtækjum kleift að fjárfesta í þeim umskiptum sem nauðsynleg eru. En út úr þessum
vinnustofum þá komu aðgerðir, sem sagt þessara 11 lifandi vegvísa, sem að leiðtogarnir afhentu ráðherra á Grænþingi í fyrra. Og boltinn hefur nú verið hjá stjórnvöldum sem að vinna að uppfærslu aðgerðaáætlunar í loftslagsmálum og við bindum auðvitað miklar vonir áframhaldandi samstarf og að þessar aðgerðir innan vegvísanna nýtist í þessari vinnu við að draga úr losun. En það gefur augaleið að 332 tillögur auðvitað mjög bratt og það þarf að forgangsraða, hvað er það sem að skipti mestu máli? En við fórum þá að skoða þær aðgerðir sem koma þvert á atvinnugreinar og þar kom fram ljóst að það er orkuframleiðsla og aðgengi að orku, einföldun regluverks, fjárhagslegir hvatar til fjárfestinga og innviðauppbygging sem að skipti þar mestu máli þvert á atvinnugreinar. En ef við förum aðeins inn í bara orkuframleiðslu og aðgengi að orku, við vitum það öll að samfélagið allt er háð orku. Og það eru gríðarleg tækifæri sem að felast í orkuskiptunum og við getum orðið fyrsta landi í heiminum til að nýta einungis græna orku. En við erum ennþá að flytja inn 40% af okkar orku eða 1 milljón tonn af olíu á ári og borgum fyrir það 100 milljarða. En til þess að setja það í samhengi að þá er það eins og verðmæti alls afla úr sjó við Ísland í 6 mánuði. En við sjáum líka í fjölmörgum skýrslum að það er talað að til þess að mæta þörfum fólksfjöldun, orkuskiptin, tækniþróun og fleira, að þá þarf að tvöfalda núverandi raforkuframleiðslu og álagið mun þrefaldast á flutnings- og dreifiveitur. En það er mjög ánægjulegt að sjá það þegar við drögum fram þessi rauðu ljós að þarna hefur líka ákveðin kyrrstaða verið rofin alveg svo ráðherra kom inn á áðan. En við erum að færast yfir á grænt ljós þegar kemur að mörgum af þessum þáttum og það er til dæmis má nefna skilvirkari leyfisveitingaferli og til dæmis tengt flutnings- og dreifiveitu-innviðunum en til dæmis var núna verið að óska eftir tillögum inn í samráðsgátt hvernig má bæta ferli leyfisveitinga og síðan samþykkti auðvitað Orkustofnun nýlega kerfisáætlun Landsnets til 2032 sem hefur gríðarlegan ávinning í för með sér fyrir land allt og þjóðhagslegan ávinning. En ef við færum okkur aðeins yfir og tölum svona einföldun regluverks að þá eru fjölmörg dæmi í vegvísunum og ég hvet ykkur eindregið til að kíkja á ítarefni þessara atvinnugreina sem að draga fram hvernig er hægt að einfalda regluverk en án þess þó að gefa auðvitað afslátt af mikilvægum kröfum umhverfisvernd. En ef við kíkjum aðeins á þau rauðu ljós sem að koma fram hér að þá kannski eitt sem ég langar bara sérstaklega til að nefna því að ég get auðvitað ekki tekið fram öll dæmi úr öllum atvinnugreinum en það er til dæmis hvað var það styrkja og hvataumhverfið. En ég held að það hafi ekki farið fram hjá neinum að rekstrarumhverfi ökutækjaleiga var algjörlega breytt núna 1. janúar og þar var einhvern veginn svolítið kollvarpað öllum aðgerðum í þágu orkuskipta. En þetta er auðvitað áhugjefni og þetta er einmitt mikilvægt þess að við séum samtaka hvert við stefnum og hvaða leið við ætlum að fara að því markmiði. Út af því eins og við séð hér í dag að þá bera vegasamgöngur ábyrgð á 33% losun á beinni ábyrgð Íslands eða innan samfélagslosunar eins og það heitir nú. En ef við höldum áfram þessari þróun að þá færist við auðvitað bara fjær og fjær þessum markmiðum. En ég ætla aðeins að koma líka inn á fjárhagslega hvata og svona þau atriði sem að við dróum fram þar. En það eru þetta þannig að græni fjárhagslegi hvatar sem að geta flýtt fyrir kostnaðarsömum breytingum innan atvinnugreina skipta höfuð máli. Og það er hér að nefna eitt dæmi sem að kemur úr ítarefni sjávarútvegsins þar sem að þau eru með tillögubreytingu á lögum tekjuskatt. En það felur í sér að það sé þetta fjárfesti í eignum sem stuðla að samdrætti í losun en það var DNVF, norsk ráðgjafafyrirtæki, sem að tala að það væri aðgerð sem getur leitt til veruleg samdráttar, til dæmis þegar kemur að því að endurnýja skipaflotan en þar eru orkusparnar metin 20% á því að skipta út gömlu skipum fyrir ný. Og ég geti auðvitað talað lengi líka gagnsæi grænna skatta en ég ætla að halda aðeins áfram og ef við förum tengt innviða uppbyggingu að þá er það nú bara þannig að daglegt líf er auðvitað óhugsandi án trausta innviða og við erum öll daglegir notendur þessa innviða í íslensku samfélagi.
En það mjög mikilvægt að við höldum áfram að þétta net fyrir orkuáfyllingar eins og við komið á hér í dag, en líka til dæmis tengt höfnunum á Íslandi því að það nauðsynlegt að ráðast í umfangsmeiri landtengingar til að draga úr olíunotkun innan hafnarsvæðisins, en það getur haft veruleg áhrif á samdrátt í losun gróðurhúsalofttegunda frá sjávarútvegi. Og ég sá að komin upp spurning hérna áðan, bara eru landtengingar ekki búin að vera frá 8. áratugnum, og það auðvitað rétt, en nú verið að tala fyrir þessi stærri skip, fyrir uppsjávarskipin, frystitógarana og svo framvegis. En að lokum langar mig bara að tala mikilvægi þess að það eru gríðarlega mörg tækifæri til staðar. Og til þess að ná auknum árangri þá þurfum við öll að taka höndum saman, þannig að við sitjum ekki föst á rauðu ljósi en komum saman á grænt ljós og ráðum strax í aðgerðir líkt og dregnar eru fram í loftslagsvöðusunum, því ég held að skipti höfumáli að við séum samtaka lausnir í loftslagsmálum. Takk fyrir. Kærar þakkir, Hugrún. Ég svona ekki viss að ná mörgum spurningum, en við tökum kannski bara eina. Þetta eitthvað sem að þú svona nefndir í ykkur framhjálpi, en vilt kannski segja meira um. Af hverju rötuðu ekki allar 332 aðgerðnar úr vegvísunum í aðgerðaáætlun stjórnvalda? Eða þú veist, hún ekki nógu löng fyrir eða? Já, einmitt. Já, auðvitað höfum við viljað sjá bara allar aðgerðnar inn í aðgerðaáætlunni. En það nú líka þannig að það voru ekki allar aðgerðnar sem að snúa beint að samdrætti í losun. Þetta voru líka fjölþættar aðgerðir sem höfðu svona þverlæg áhrif og fleira. Og svo eins og ég segi, svo auðvitað bara gríðarlega mikilvægt að við tökum okkur saman og forgangsröðum aðgerðum þegar kemur að því, ok, hvaða aðgerði skila mestum samdrætti í losun miðað við þá kostnað, tækniþroska og fleira. Því ég held að þetta sé eitthvað sem að hafi svolítið vantað í umræðuna þessa forgangsröðun. Já. Akkurat. Það ekki fleiri spurningar sem við náum að taka í bili. Takk kærlega, Hugrún. Takk. Já, Hugrún sagði að loftslagsmál eru ekki einkamál stjórnvalda og það mjög passlegt fyrir þema 3 sem snýst aðgerðir atvinnulífsins. Loftslagsmál ekki einu sinni einkamál, við erum öll í þeim saman, en einhvern veginn þurfum við að skipta ábyrgðinni upp. Og næst ætlar Daníel Arnar að segja okkur frá því hvernig stórfyrirtæki gera þetta með sínar losunarheimildir. Hann með erindið Sá sem losar borgar. Viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir. Daníel Arnar Magnússon, lögfræðingur hjá Umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytinu. Gjörðu svo vel. Komið sæl, kæru gestir, hæstvirtur ráðherra. Ég heiti Daníel Arnar Magnússon og ég lögfræðingur hjá Umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytinu. Þar sem að ég nýt þess heiður að vinna við umhverfis- og loftslagsmál. Ég ætla að fjalla viðskiptakerfi Evrópusambandsins með losunarheimildir og eða ETS-kerfið sem ég mun vitna í. Og ég fæ bara kannski að leggja spilin á borðið. Því ég var hugsi núna þegar ég satt hérna fyrir hádegi og var að hugsa titill fyrirlestrarna hérna á undan eru Horfðu til himins, eða Líttu til himins og svo Líf, loft og land og svo kem ég Sá sem losar borgar. Viðskiptakerfi Evrópusambandsins með losunarheimildir. Þetta kannski ekki svona það sem þið sá á dagskránni og hugsuðu, þarna ætla ég að hlusta. En ég ætla að sjá til þess að þið hlustið. Það bara mitt lofur hér. En ef við byrjum bara á byrjuninni, af hverju erum við að þessu? Og það búið að fjalla svolítið áhrif loftslagsbreytinga hér í dag. En nýlega gaf framkvæmdastjórn Evrópusambandsins það út að á síðustu 5 árum var efnahagslegt tjón af völdum loftslagsbreytinga talið nema 170 milljörðum evra. Það því alveg ljóst og átta sig allir á því að eitthvað þarf að gera. Stjórnvöld og atvinnulífið saman. Ein leið að skapa nokkurs konar viðskiptakerfi og láta markaðsöflin stjórna því hvar losunin á sér stað. En hvernig virkar svona kerfi? Og ímyndum okkur hér inni að kaffidrykkja sé orðið stórfenglegt samfélagslegt vandamál og við öll hér í salnum erum með þetta svokallaða samfélag.
Stjórnvöld hafa því ákveðið, það þarf engin örvenda, þetta bara skáldskapur, getið drukkið ykkar kaffi, að setja upp viðskiptakerfi til að stemma stigu við þessu vandamáli, það er að segja kaffidrykkju. Nú, til þess að geta drukkið kaffibolla, þá þurfið þið að verða ykkur út kaffibolla heimild. Ekki þarf heimildir fyrir öðrum drykkjum eins og vatni eða te. Einungis 300 heimildir, sem er svona sirka hversu mörg við erum hérna í dag, verða gefnar út á þessum loftslagsdegi og næsta loftslagsdegi þá fækka þeim niður í 250. Til þess að mýkja höggið aðeins, fá öll hér inni útlutað, bara í ár, einni kaffibolla heimild. Þó bara hér á þessu ári. Ef ykkur vill meira, þarf sá einn sami að útvega sér heimild. Nú, ef við ímyndum okkur þetta aðeins í praxís, þá er hún Helga Barðardóttir, kollegi minn hjá ráðuneytinu, hún þarf að minnsta kosti 3 bolla fyrir hádegi, þannig að hún þyrfti að verða sér út heimild. Svo er hann Kristinn, vinur minn frá Umhverfisstofnun, hann er svolítið í pre-workoutinu, ekkert í kaffinu. Þannig að hann sér gott til glóðarinnar og geti jafnvel selt Helgu sína heimild. Svo erum við líka með ráðherra, hann er að fara á Alþingi, þú þarf kaffi, þannig að þú ert jafnvel líka til að kaupa heimildina Helgu. Þannig að þarna erum við búin að skapa verð á kaffibollaheimild eftir markaðslögmálum, það er að segja framboð og eftirspurn. Og með þessu erum við í fyrsta lagi meðvituð að kaffisjór er skaðlegt og það geti haft áhrif á neyslumynstri okkar. Í öðru lagi er kaffi farið að hafa efnahagsleg áhrif, þannig að við erum kannski sem er farið að sporna gegn sóun, þessum óþarfa kaffibolla sem við þekkjum öll. Og í þriðja lagi ýta undir nýsköpun á öðrum drykk sem kannski hefur sömu áhrif en er ekki af skaðlegur. Þetta er auðvitað mikil einföldun á viðskiptakerfi eins og ETS-kerfinu, en hvernig virkar þá ETS-kerfið? ETS-kerfið er kerfi sem nær utan starfsemi stærstu fyrirtækjanna í Evrópu, eða starfsemi staðbundins iðnaðar og orkufyrirtækja, skipaflutninga og flugstarfsemi. Með ETS-kerfinu er ætlað að mynda hagræna hvata til þess að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda með því að setja þak á heildarlosun með svipuðum hætti á kaffikerfið mitt hérna áðan. Sá sem losar borgar, því sá sem losar 1 tonn af koldíoxígildum, þess að sláum mig, þarf að kaupa eina losunarheimild fyrir þá losun. Þá er fjölda losunarheimilda stjórnað og fækkað á hverju ári. Kerfið svipar líka til íslenska kvótakerfisins með aflaheimildir sem setur mörk á hversu mikið fisk má veiða. Og einnig þá er fyrirtækjum heimilt að stunda viðskipti með þessar heimildir nýta til hagræðingar eða minni losun og meiri ágóði. Spunaleikararnir, sáttu þetta væntanlega. Mikilvægt er að átta sig á að hugmyndina bak við ETS-kerfisins er ekki að takmarka losun einstakra fyrirtækja eða einstakra þjóða, heldur er markmiðan á samdrætti í heild sinni, í öllu kerfinu. Losun einstakra fyrirtækja getur því jafnvel aukist þrátt fyrir að heildarmarkmið kerfisins náist. Með kerfinu er ætlað að knýja fram samdrátt í losun gróðurhúsalofttegunda þar sem hann er einfaldastur og efla notkun á loftslagsvænum, valkostum og nýsköpun í loftslagsmálum, eins og hefur verið farið yfir hérna í dag. En yfirheiti loftslagsdagsins í ár er aðgerðir sama sem árangur og hvernig gengur ETS-kerfinu að draga úr losun. Við sjáum að í Evrópu þá gengur nokkuð vel. Staðbundinn iðnaður hefur dregið saman ríflega 40% í heimi með vaxandi iðnaði. Þannig að ég myndi segja að þetta væri nokkuð gott. En hvernig gengur á Íslandi? Einmitt. Við skulum samt aðeins skoða gögnin betur, því þetta segir ekki alla söguna. Á Íslandi dregst losun minna saman en annars staðar. En það er eðlilegt í svona kerfi, vegna þess að við erum að nota grænni orku nú þegar. Það þýðir þó ekki að kerfið sé ekki að virka, þvert á móti. ETS-kerfið setur mörk á losun og þrýstir til að mynda íslenskum iðnaði í flóknari aðgerðir eins og að fasa út kolanótkun í framleiðslu og íslenskum skipa- og flugfélögum í að uppfæra flotann hjá sér og nýta grænni orkugjafa. Þetta kallar, eins og ég sagði áðan, á sterkt samstarf stjórnvalda og atvinnulífsins. Fegurðin við ETS-kerfið, og ég endurtek, þetta er fegurðin við ETS-kerfið, er að sjá okkur hlægið í hvað.
Fegurðin við ETS-kerfið er ekki að sjá til þess að öll fyrirtæki dragi losun, heldur snýst þetta heildarmyndina. Loftslagsverkefnið er alþjóðlegt og jörðin er alveg sama innan hvaða landamæra lofttegundirnar losna. Það er því betra að ná samdrætti þar sem hann er einfaldastur og við fáum sem mestan samdrátt fyrir hverja krónu. En þá komum við að síðasta punkturinn mínum hérna í dag. Af hverju erum við að þessu? Af hverju erum við í ETS-kerfinu? Ástæðan er að mínum mati þríþætt. Í fyrsta lagi, og ég sem lögfræðingur minnst ég þurfa að segja þetta, þá er Ísland hluti af Evrópska efnahagssvæðinu eða EES og þurfa því sömu reglur að gilda hér eins og annars staðar innan EES, annars erum við að grafa undan samstarfinu sem er mjög gjöfult. Í öðru lagi, þá setur kerfið þak á losun og setur þess að fyrirtæki þurfa að verða sér út losunheimildir ef þau ætla að losa meira. Og þetta er nokkuð svona taumhald á losun innan heima. Og í þriðja lagi, í kerfi sem eykur verðmæti grænnar orku, af hverju ættum við ekki að vilja vera með? Ísland er auðlindaríkt land og hér eiga ETS fyrirtæki að geta skapa sér samkeppnislegt forskot með minni losun. Takk. Takk kærlega fyrir þetta, Daniel. Við höfum tíma í spurningar. Já, nú þarf þú að svara fyrir allt ETS-kerfið. Hver er framtíðarsýnin fyrir ETS-kerfið? Segðu okkur bara stuttlega. Hvenær mun það ná yfir aðra starfsemi en nú hefur verið ákveðið og þá hvaða starfsemi? Bara ef þú veist svarið. Ég hef ekki hugmynd. Nei, sko. Ég held að þetta sé bara frábær spurning. Ég er rosa hrifinn aðeins og þið kannski heyrðu svona markaðslaust. Mér finnst þú mjög sniðug og eins og segi, ég get ekki svarað þessu en ég get allan sagt að því meira sem þú tala við fólk í atvinnulífinu þá hefur það rosalega áhuga á svona kerfum. Og það vill taka þátt í svona kerfum því að þetta er skilvirkt og ég myndi segja heilt yfir sko, þá erum við að minnstakosti að taka losun út þar sem það er auðveldast. Þetta hljómaði svolítið snyrtilega í kaffibollalíkingunni. En Sigurloftur spyr þá hvað með kolefnisleka, ef menn eru að sulla kaffinu eða eitthvað svoleiðis. Útvistun losunar til landa utan ETS-kerfisins? Þetta er frábær spurning og ég ætla að reyna að snerta á kolefnisleka í framsögum minni hérna í dag en ég bara náði því ekki. Svo kom tímaskorts, fundarstjóri. En sko, Evrópusambandið er að taka á kolefnislekanum með svokölluðu kerfi sem heitir CBAM og við erum nú að vinna í innleiðingu á því eins og stendur sem að mun tolla sérstaklega vörur sem er að koma inn í kerfið. Ég ætla ekki að fara alveg til að svæfa ykkur öll sko, en það er mjög mikilvægt fyrir Ísland sem þáttakandi í ETS og þeirri landfræðilegu stöðu sem við erum í að allir séu að taka þátt í kerfinu, skiljið. Því annars er alltaf hætta á að fyrirtækin færi sig eitthvað annað. Þannig að það er verið að finna lausnir, þeir sem ætla að gera það, en aftur á móti myndi ég segja sko, það er mjög mikilvægt fyrir okkur bara samkeppnislega að það séu allir samtaka í þessu. Þannig að þannig erum við líka komin að það skiptir raun og ekki máli hversu stór þú ert í þessu samhengi, hversu stór þjóð, vegna þess að fyrirtækin geta alltaf fært sig, skiluru, nánast hvert sem er. Já, við náum ekki fleiri spurningum. Sökum tímaskorts. Okay. Ég veit ekki hvaða tímaskortur þetta það kemur alltaf meiri tími. En takk fyrir þetta, Daniel. Takk fyrir hérna. Ef þið eru að leita að einhverju öðru sem gerir sama gagn og kaffi, þá mæli ég með íslensku gulmöðruseiði. Það er mikið koffín í því. Þetta getur verið næsta bóla. Improv, eru þið klár eða? Það ekki, ég þarf ekki að kynna ykkur, ég veit ekki eins og hvað það ætla að gera. Nei. Ekki við aldur. Skellum ykkur upp á svið. Takk. Þið hafið 10 mínútur, ég set klukkuna í gang. Takk fyrir. All right, hvernig er stemmingin í húsinu? Það var svo mikið tensjón á milli þeirra að tengja. Sögum tímaskorts fundastjóri. Mér finnst líka gott að kenna honum að því að Jói ræður pottið ekki hvað ég fá mikið tíma. Eitthvað, svo var kaffið kalt, fundarstjóri, eitthvað. Fannst þess að þið fengið einhvern veginn svona
Við fengum eiturlyfjasala til að halda ávarp hérna þegar hann var að tala kaffið í byrjun og svona heimild fyrir kaffi og hann kom með eitthvað svona hugmyndir hvað kostaði hvað kaffi og það var svo lítið framborð og eftirspurn einhvern veginn. Færð þú kaffið þitt hjá eiturlyfjasala? Nei, mér fannst það að vera að tala heimildir fyrir kaffi. Mér finnst það minnað á að þið fengu eiturlyfjasala, en þú veist það, ég sagði bara allt hjá mér fyrir inn í hausnum og ég bý til einhver teiknimyndu úr því. Það ekki allir sem hugsa svoleiðis. En einmitt, það verður náttúrulega þannig, það ekki? Eins og eitthvað svona díler með kaffi og þannig. Já, þetta var svona kaffidílerinn. Og Helga verður... Sem var hann clean. Dýfst, hvað Helga? Hvað ertu búið með marga bolla? Já. 4! Einmitt, eiturlyfjasalinn veit neysluna í hákvörðum og einu sem hann er að selja til, en síðan var hann orðinn clean og svona, þeir sem verða clean, þeir finna að fá svona einhver aðra svona frelsun í lífinu og hann sagði fegurðin við ETS-kerfið. Það var eitthvað sem tók við hjá honum. Mér finnst svo frábært að geta verið svona típa að horta á eitthvað graf og sagt bara sjáu þið fegurðina í þessum tölum. Við erum ekki þannig. Það var líka, og svo kom eitthvað graf og allir fór að hlæja og var eitthvað... Já, þannig að fyrir pásuna? Já, bara núna. Já. Þá kom eitthvað graf. Já, en hvernig er staðan á Íslandi? Já. Og allir eitthvað, Líka það voru engir kvarðar eða neitt á grafinu. Allir bara eitthvað, við veitum hvað þetta þýðir. Ég er búinn með 4 kaffibolla. Það var eitt graf fyrir pásuna hérna hjá honum, var það ekki hjá Arnari? Nei, nú man ég ekki. Það sem átti að vera grænar örvar, munið eftir þessu. Og ég veit ekki hvort að þetta sé mómentið þar sem við segjum þér að þú sért litblindur. En ég sá engar grænar örvar. Skömm í því. Líka þetta graf meikaði engan sens, það var eitthvað svona árangur og þá loftgæði og maður eitthvað, þetta er að fara í öfuga átt, kannski skildu þið þetta, en þetta meikaði engan sens fyrir mér. Mér finnst líka, þú veist, bara starfsheitin er starfsheitin er svo vinaleg, eins og Björn kominn inn og hann er skrifstofustjóri hjá matvælaráðuneytinu og ég, þú veist, sá fyrir mér eitthvað svona gaur sem er eitthvað svona, þú veist, eitthvað svona, muni eftir pubquizinu á miðvikudaginn. Þennan mánuð hjólaði í vinnuna. Og segja hann bara eitthvað, nei, lóuþræl finnst leiðilegt að búa í skógi. Ég er búinn að hugsa... Skildi það ekki? Ég er búinn að hugsa í 1,5 tíma og það er með athyglisbrest og ég ræði ekkert hvað ég fókus á og ég er búinn að hugsa, vá, hvað er lóuþræli skrítið nafn á fugli? Þú veist, þetta er bara eins og það væri bara eitthvað, já, og ég ætla að skýra þetta að dýr flóðhest og þetta er flóðhesta vinur. Einmitt, lóuþræll, einmitt. Mér finnst við verðum að biðja Guðlaug afsökunar að því við erum búin að búa til einhvers konar gegnumgangandi grín að misskilja hvað hann heitir. Hættið að gera þetta grín. Hættið núna, þetta er ekki fyndið. Þó að við höfum gert þetta 4 sinnum á. Svo er líka skemmtilegt að sjá sko að í þessum samfélagsmiðli sem er þetta, hvað heitir þetta, spurningakerfið. Það eru allir að segja að ég heyri ekki neinum Slætó. Hvað sagðirðu, Slító? Slító. Þá eru greinilega sko 2 kóngar sko. Það er Sigurður Loftur og Árni Bragason. Þeir eru að fá allar spurningarna sína inn sko. Einmitt, og allir að því það er hægt að kjósa, gera svona like. Já, allir að læka þá greinilega. Þeir eru bara að kjósa hvern annan, Þeir eru með 5 síma á sínu borði. Siggi, ég er búinn að læka þig. 7 kaffibollar, 5 síma. Það ná inn minni spurningu núna. Og ég veit ekki hvort að sumar spurningarnir séu joke og það er eitthvað spurning sem var sveitarfélög hafa mest áhrif á LULUFC. Ég er bara eitthvað... Og ég er bara eitthvað, já, hérna er einhver spaugar og allir er eitthvað, LULUFC, það er mjög... Það er virkilega erfið fundur á morgun varðandi LULUFC. Meðan við komum inn og við erum bara eitthvað, vá, hvað er margir vaknaði fyrir hádegi, vá! Við hefum líka áhyggjur af LULUFC, SCF, eða hvað það er. Mér fannst það líka dálítið hjá Hugrúnu, hún var mjög mikið með alls konar einhver svona hugtök, eitthvað, og reyndar samráðsgátt, ég hef nú heyrt það einhvern tímann áður. Aldrei vita hvað það er, en ég hef heyrt það áður. En svo væri svona slá utanum, eða þú veist, og allir væri bara en enginn vissi hvað var að tala.
En ég verð samt að segja, mjög flott að vera ólétt á sviði. Ef það er eitthvað sem að, þú veist, gerir okkur svona, ok, við þurfum að taka þessu alvarlega, það ættu allir að koma hérna með svona lítið barn og vera eitthvað, ef þið hlustið ekki á mig, hvað verður þá um þetta barn? Ég fekk þetta barn lánað! Það eru reyndan einhver börn í salnum, við heyrum það, eða mjög ungi starfsmenn, ég veit það ekki. Ég elska líka að Daniel var svo upfront með hvernig hann kemur fram við svona ráðstefnur. Hann sagði, skilur, ef ég myndi sér nafnið á fyrirlesturinn mínum, þá myndi ég hugsa, þarna ætla ég ekki að hlusta. Eins og því séu þetta bara eitthvað, hlusta, ekki hlusta hennan, hlusta, legg mig þarna, hlusta. Bara þessi fyrirlestur eitthvað, já. En svo sagði hann, en ég ætla sko að láta ykkur hlusta. Og sáu hvernig hann gerði það? Hann var bara með myndir. Hann var ekki með neitt texta, það bara, búm, kaffibolli. Sem byrjaði hann bara, segjum að enginn mætti fá kaffi og allir bara, nei. Og það byrjaði að heyrast svona hljóð í kaffinu. Það er að klára kaffinu. Það er verið að taka af okkur. Helga strax komin í frákvarseinkenni. Já. En eigum að gera stefnu út frá því, eða? Sko, það er eitt sem við langaði að tala um og það er enginn að nota púltið. Já. Það er allir svo afslappaðir. Það er bara, hei, krakkar, ég er bara alltaf fyrirlestur. Ég er bara eðlilegur. Ég er bara eðlileg manneskja. En þú sjá hvað við erum hæfileikalegir gerir leikarar. Þið sjáu hvað við erum hæfileikalegir leikarar. Dettur ykkur í hug ykkur sena þarna eða? Mér langar að sjá. Erum við einhverjar spurningar eða? Það er alltaf svona 5 spurningar á skjánum og svo er alltaf bara ég líka. Já, notið sundabrautið yfir mig í spuna. Er það einhver klámrefi? Hún sagði þetta áðan, sko. Já, hún Eyrún sagði þetta áðan, hún sagði setin í stokk hvað þetta er mikið. Þetta er við svona í skaupi. Ég elska þessa spurningu, efstu, að við erum að takla efstu spurninguna. Hversu mörg sveitarfélög hafa samþykkt loftslagsstefnu í samræmi? Já, ok. Á hvaða laga? Ég skil svona 3 orð í þessari setningu. Það eru 10. Er til úttekt á mengun af völdum einkaþotuumferðar á Reykjavíkurflugvelli? Ef svo er, hvernig kemur hún út með tilliti til loftgæða borgarinnar? Þetta er góð spurning. Gummi, þú veist þetta? Já, það er til úttekt á þessu og Sjáu spurninguna! Lítur lóan niður á lóu þræli? Þarna! Ok, við getum gert sen út frá þessu. Ég er fuglafræðingur. Ok. Og þið eru fuglar. Ok. Erum við... Já. Vá, gaman hjá þér að kasta okkur sem fugla. Já, ég er venjuleg manneskja. Hei, hvað segir þið? Ég er að rannsaka ykkur. Jæja. Ég er að stoppa sinna. Við skulum ekki tala. Hann kom okkur í þessu aðstæðu, ég ætla ekki að tala. Og byrja. Já. Ég ætla að kalla þennan fugl lóa. 2 alveg eins fuglar sem eru að gera nákvæmlega sama hlut. Þetta er líka lóa. Þetta er lóa líka hérna. Já, þetta er svona venjuleg sena sem það er fuglafræðingur sem situr út í náttúrunni með blað og blýant og Ég held að þú ætlaðir að fara að líta niður á hinn fuglinu eða eitthvað svoleiðis. Ég var að bíða að þú myndir að segja mér að ég væri lóuþröll og ætlaði að fara í fílu. Ég held að þið ætlaði að tala. Oh my god! Klassísk spunasena hjá okkur. Svona er þetta alltaf hjá okkur á sýningum hjá Improv Ísland. Við rífumst allar senur sem við gerum. En já, Við erum bara að þakka okkur kærlega til að gera heiðarlega tilraun til að bjarga heiminum. Við erum sannarlega ekki að gera það. Mér finnst að við getum bent á eitt þarna, því að það kom svona graf hvar allar hleðslustöðurnar væru landið, þú veist, fyrir bílana. Og svo var sagt, það er augljóst gat, og svo farið eitthvað svona á norðausturhornið, og maður eitthvað, hvað með hálendið? Halló. Það er stóra gatið. Enginn það. Takk fyrir okkur.
við fáum krampa í magan eftir loftslagsdaginn. Ekki allir sem byggust við því fyrirfram, held ég. Svolítið dystopískt samt að við séum eitthvað að bjarga heiminum og þau séu bara skemmt okkur á meðan, eitthvað. Heyrðu, akkurat, við hérna ætlum að ná okkur niður í jörðina eftir þetta sprell, ofan í jörðina. Ég er mjög stoltur af þessum, því næstur er Kári Helgason. Hann er forstöðumaður rannsókna og nýsköpunar hjá Carbfix. Gjörðu svo vel, Kári. Daginn. Nú er ekki lítið meðvitaður sjálfum mig hvernig ég á að vera og eitthvað svona eftir improv eða hvort ég á að koma með barnið mitt eða eitthvað. En hérna 103.893,22 tonn af CO2. Þegar ég kíkti á teljarann á vefsíðun okkar í morgun og þá var þetta magnið af því koldíoxíði sem Carbfix hefur dælt niður og fargað frá upphafi. Og þetta höfum við gert með nýsköpun af opni og eins og þessi forsíða National Geographic varpar fram getur tækni og nýsköpun hjálpað til að leysa loftslagsvandann. Hún getur ekki reddað okkur út úr loftslagsvandanum, það er klárt, það er ekki til neina töfralausnir eins og við höfum heyrt í dag, en hún er samt algjörlega ómissandi í vegferðinni að okkar loftslagsmarkmiðum. Og í mörgum geirum og í mörgum losunarflokkum að þá þurfum við bara að treysta á tækni og nýsköpun. Og kolefnisföngun og förgun eins og Carbfix gerir er líka algjörlega ómissandi hluti í átt af vegferðinni að okkar markmiðum og það er ekki til neina sviðsmyndir, neina raunhæfar sviðsmyndir sem ekki hafa umfangsmikla kolefnisföngun og förgun í þessum geirum sem hluta af þeirri vegferð. En mér langar aðeins líka staldra við hérna ímynd Íslands eins og hún blasir við hérna á forsíðu National Geographic með Carbfix í aðalhlutverki og líka bara víðar. Við erum víða í fjölmiðlum og við höfum öll lesið greinar á New York Times og öðrum þekktum miðlum sem sagt ímynd Íslands sem aðgerðaþjóð í loftslagsmálum. Hann kom hérna alþjóðlegur sérfræðingur á sviði efnahagslífs, stjórnmála og menningar og talaði í grósku daginn, Símon Anholt, og hann sagði allt við ímynd Íslands bendir til að heimsbyggðin sé tilbúin til að líta á það sem eitt 3 eða 4 landa í heiminum sem standi fremst vegna framlags þeirra í sjálfbærnimálum. Þið hafið ekki neitt að velja í þessum efnum. Þið hafið verið tilnefnd til forystu og þið verðið að standa undir væntingum. Einbeitið ykkur að umhverfis- og loftslagsmálum, það er hlutskiptið sem ykkur er ætlað. Og þetta eru nokkuð stór orð og mér finnst að við eigum í rauninni bara að ákveða hvort að við ætlum að standa undir þessum væntingum. Og það er kannski ekki nein sérstök ástæða til að halda að núna að óbreyttu að við séum að fara að standa undir þessum væntingum með við markmið okkar til 2030 að minnsta kosti. Þannig að Ísland er kannski ekki alveg svo fyrirmynd sem ímyndin gefur til kynna. En við höfum enga síður mikla styrkleika og mikil tækifæri í lausnum, sérstaklega á sviði nýsköpunar. Mér langar aðeins að tala kolefni okkar á jörðinni og hvar kolefni okkar er. Þessi samanburðarmynd er að bera saman stærstu kolefnisgeima jarðarinnar. Það er að segja, þið sjáu í lofthjúpnum að það er minnsti kolefnisgeimirinn, þrátt fyrir að það sé allt og mikið koldíoxíð í lofthjúpnum sem orsakar gróðurhúsaáhrif. Slatti er í lífhvolfinu og í lífhvolfinu þá er ég að tala öll tré, allur gróður, jarðvegur, allt sem er bundið í lífmassa. En hafið er miklu stærri kolefnisgeimir, þar sem koldíoxíð og kolefni er uppleyst í hafinu og getur bundist, mynda kalkstein, sokkið til boss. En allir þessi 3 flokkar þeir eru bara pínu litlir með við langstærsta kolefnisgeimi á jörðinni, sem er berg. 99,98% af öllu kolefni á jörðinni er náttúrulega bundið í bergi. Þannig að það er ekki nema von að við viljum koma einhverju af okkar kolefni í þennan stærsta náttúrulega kolefnisgeimi á jörðinni. Og eldgos, þau eru líka bara partur af náttúrulegu kolefnishringrásinni og kolefnisbindigetan í þessu hrauni sem er að koma upp núna á Reykjanesi, hún er miklu meiri heldur en losunin frá sjálfu eldgosinu. Þannig að þegar náttúran mengar, að þá byrjar hún að binda og hún tekur til eftir sig.
Það að segja, þetta gerist til dæmis bara með að koldíoxíð í lofthjúpnum, það leysist upp í regni, regnið fellur og seytlar í gegnum hraunið og þar myndar það fastar steindir. Þetta er bara náttúrulegt ferli. Gallinn er að náttúran gerir þetta mjög hægt. Og þar kemur Carbfix inn, en Carbfix-tæknin, hún hraðar upp þessu náttúrulega ferli. Við notum basalt og aðra svona efnafræðilega hentugar bergtegundir, leysum koldíoxíð upp í vatni, búum til sódavatn, dælum því djúpt ofan í jörðina, þar sem á innan við 2 árum það myndar fastar steindir og er varanlega bundið þá í þessum stærsta náttúrulega kolefnisgeymi jarðarinnar, sem er berg. Og þetta er í rauninni ekki tækni sem er í þróun. Þetta er tækni sem er tilbúin til notkunar og uppskölunar. Þetta er dæmi eitt svona uppskölunarverkefni, þetta er Mammoth. Þetta eru loftsögur, lofthreinsiver, samstarfsaðal okkar Climeworks, sem taka koldíoxíð beint úr andrúmslofti, afhenda Carbfix og við sjáum að dæla því niður til varanlegra bindingar. Hérna eru þessi hvítu kúluhús, undir þeim eru niðurdælingarholur sem flytja vökvann ofan í berggrunnin þar sem hann binst í stein. Þetta er alveg ótrúlegt mannvirki og þetta er tífalt stærra heldur en fyrri skólinn og í rauninni byrjaði þetta sem pínulítið krúttlegt rannsóknar- og nýsköpunarverkefni á Hellisheiði árið 2017. Þannig að það er freka magnað, finnst mér, þegar eitthvað svona er hluti af þeirri vegferð sem við þurfum að ráðast í til þess að ná okkar markmiðum, að horfa tilbaka eftir svona 30-40 ár og hugsa að þetta byrja allt saman á Íslandi. Mér finnst það alveg magnað. Og eiginlega það sem mér finnst meira magnað er að það eru 100 manns búin að vinna á þessu ári og síðast ári við smíði og gangsetningu Mammoth. Þannig að við erum alltaf að tala tækifærin og störfin sem munu skapast með loftslagsvörnum sem einhverju svona framtíðamúsík, en störfin eru bara að skapast nú í dag og ég endur þetta 100 starfa. Þannig að þetta er bara að gerast núna. Annað dæmiverkefni er Silfurberg og við vorum að reisa þessa stórglæsilegu föngunarstöð á Hellisheiði bara í síðasta mánuði og þessi föngunarstöð mun fanga allt koldíoxíð, nánast allt koldíoxíð frá Hellisheiðarvirkjun og gera hana að fyrstu sporlausu jarðhitavirkjun heims. Og á einu bretti mun þetta verkefni sem mun hefja störf á næsta ári, 2025, minnka losun í flokknum orkuframleiðsla og smærri iðnaður í aðgerðaáætlun heil 10%. Eitt verkefni. Þannig að við sjáum að þetta er hægt, það þarf bara vinnu og það þarf að hafa fyrir því. Okkur skortir hins vegar fyrir svona verkefni, okkur skortir einhvers konar ramma, eins og Hugrún var að tala með áðan, eitthvað hvatakerfi til að halda vegferðinni áfram. Rannsókn á nýsköpunarumhverfið hérna á Íslandi, það er svona bara nokkuð gott í alþjóðlegum samanburði. Við erum með styrki sem við getum sótt við erum með skattfrádrátt fyrir rannsókn- og þróunarverkefni. En þegar lausnirnar ekki lengur í þróun, þegar eru tilbúnar og þegar það þarf að beita þeim, að þá vantar einhvers konar hvatakerfi til að halda vegferðinni áfram. Í rauninni, það bað okkur enginn að fara í þetta verkefni. Það bað okkur enginn að sækja 600 milljóna evrópustyrk fyrir þessu verkefni og tæknilega séð þá megum við alveg losa. Þannig að maður spyr sig hvers vegna er verið að fara í svona verkefni. Og svarið er að einhverju leyti samfélagsábyrgð fyrirtækjanna, en ég vil meina frá mínum sjónarhóli að þá er aðaldrifkrafturinn í rauninni ástríða og þrautseigja starfsfólks og ég vinn með alveg frábæru fólki hjá Carbfix sem brennur fyrir loftslagsmál. Við höfum unnið kvöld og helgar og verið marga daga frá fjölskyldum okkar, upplifa sigra og ósigra og allt þar á milli. Og þess vegna er bara svo verðmætt þegar eitthvað svona skila sér. Og þetta er dæmi eitt svona verðmætt augnablik. Hérna er ég í sumarfrí í Danmörku árið 2022 þegar skrifstofan hringir í mig og tilkynnir mér það að við höfum hlotið stærsta Evrópustyrk Íslandssögunnar. Það er að segja 16 milljarðar króna fyrir kvótaterminalverkefnið í Straumsvík. Og þetta er náttúrulega bara ein stærsta fjárfesting Evrópusambandsins á Íslandi
frá upphafi og eiginlega einn stærsta viðurkenning fyrir íslenskt nýsköpunarverkefni frá upphafi. Og þarna í svona momentum þá verður allt erfiðið þess virði og þá á maður stundum svolítið erfitt með sig. Og ég líka vona að impro væri búið áður en ég myndi sýna þetta, sko. Þannig ég í góðum málum þar. En svona, mér finnst að þetta eigi í rauninni ekki að vera svona mikið tilfinningamál í framtíðinni. Að aðgerðir í loftslagsmálum þurfi að byggjast á fórnfýsi einhvers hugsunarfólks. Mér finnst að aðgerðir í loftslagsmálum ætti að vera sjálfsagðar, því við verðum að standa skuldbindingar okkar og við verðum að koma aðgerðum í framkvæmd á strategískan og yfirvegaðan hátt, ekki í einhverjum tilfinningarússípunum. Og ef það er eitthvað eitt sem ég vil að komast til skila í dag, þá er það þetta. Loftslagsvandinn, hann verður ekki leystur í frítíma fólks. Það þarf fólk í vinnu, það þarf samstillt átak, það þarf aðgerðir sem eru studdar með regluverki, hvötum eða kvöðum. Og það er ekki hægt að ætlast til þess að einstaka fyrirtæki eða samtök út í bæ búi til nýjan iðnað frá grunni. Af hverju að vera brautryðjandi ef enginn fylgir eftir? Og að lokum, þá langar mér bara að nefna að í þær 10 mínútur cirka sem ég er búinn að standa hérna og tala, að þá hefur Carbfix dælt niður 250 kilogrummum af koldíoxíði og þessi tala mun bara aukast með hverju nýju verkefninu og teljarinn mun fara hraðar og hraðar. En við gerum þetta ekki einn, við þurfum að gera þetta saman. Takk. Við höfum ekki tíma í spurningar. Nei, við höfum því miður ekki tíma í spurningar, Kári, en takk hérlega fyrir þetta erindi. Nú erum við sér hérna komin aðeins á eftir allunan, ég ætla bara að kynna inn næsta, er það ekki fínt? Jú, öll vilja síðan fá kaffi eftir, þannig að þetta er alltaf. Næstur er Þorsteinn Kári Jónsson. Hann er forstöðumaður sjálfbærni og samfélagstengsla hjá Marel sem hafa vakið mikla athygli í sjálfbærni umræðunni. Hann er með erindi sem heitir Alvöru markmið í loftslagsmálum. Gjörðu svo vel. Sæl og blessuð, gaman að sjá okkur öll og gleðilega hátíð. Ég ætla aðeins að renna yfir með ykkur hvernig við hjá Marel höfum sett raunveruleg markmið þegar kemur á loftslagsmálunum hjá okkur. Maður sér það náttúrulega ofta fyrirtæki þau setja sér markmið að vera kolefnishlutlaus eða minnka losun hitt eða þetta, en í sannleika sagt þá er tiltölulega mikil vinna sem fer í að setja sér raunveruleg markmið og það sem við höfum gert er að fylgja eftir aðferðafræðinni sem er sett fram af Science Based Targets Initiative og ég ætla bara að renna eins með ykkur í gegnum ferlið og svona hvað er á bakvið það að setja sér raunveruleg markmið þegar kemur á loftslagsmálum. En Science Based Targets er sem sé í raun og veru verkfæri eða ferill sem haldið utan til þess að passa upp á að þegar fyrirtæki setja sér markmið, þá getur þau fengið viðurkenningu á því að þau séu sem sagt sett í samræmi við Parísarsáttmálann. Þannig að fyrirtækin þau hafi aðlagað sína aðgerðaáætlun og sína markmiðasetningu þegar kemur á loftslagsmálum við þær kröfur sem við höfum sett á okkur sem samfélag til þess að uppfylla Parísarsáttmálann. Og Parísarsáttmálinn hann er sem sé svona vegvísir eða leiðavísir fyrir okkur varðandi það hvernig við minnkum losun til þess að koma í veg fyrir algjört umhverfisslys fyrir árið 2030. Þannig að í raun og veru þá snýst þetta það að setja sér markmið byggða á vísindalegum grunni varðandi það hvernig við í raun og veru aðlögum okkur að því að geta tekist á við loftslagsvandann þegar framlíða stundir. Af hverju gerum við þetta? Ég er búinn að telja upp hérna nokkra þætti. Ég ætla bara að segja eitt samt. Fyrir að fyrsta þá er það vegna þess að þetta er að rétta að gera. Þetta er bara siðferðislega rétt að fyrirtæki þau skilji og átti sig á því að til þess að geta grætt pening og allur ávinningur sem fylgir því og þeim forréttindum sem fylgja því að fá að reka fyrirtæki, þeim fylgja líka kvaðir og ábyrgð. Og hluti af því er að við þurfum að koma rétt fram við umhverfið sem við störfum í. En þar fyrir utan þá eru þættir þarna inni sem eru mjög svona þægilegir að geta gripið í líka þegar þetta ræða við fólk sem kannski skilur ekki algjörlega þetta svona altruistiska sjónarmið og það er fyrir það fyrsta, þetta markar ákveðið samkennisforskot, þetta sýnir að þú sért leiðandi fyrirtæki með skýra framtíðarsýn. Þetta styður mjög sterkt við nýsköpunarferla, þetta hjálpar þér að horfa á hlutin frá öðru sjónarhorni, þetta hefur verið mjög
svona þýðingamikið tól í því hvernig við höfum nálgast nýsköpun hjá okkur vegna þess að leið og ferð að fara út fyrir kannski kassan sem þú ert alveg upp í að þá fer allt í einu að sjá hlutina í nýju ljósi og gera það oftast betur. Þetta styrkir vörumerkið mikið, þetta eins og ég sagði þarna í upphafi, þessi hugmynd með að þú sért fyrirtæki sem að horfir fram á við, þú sért með skýra sýn og stefnu, þetta gerir ekki neitt slæmt fyrir vörumerkið þitt. Þannig að við horfum á það sem svo að þetta styrkir vörumerkið þitt. Þetta eykur traust fjárfesta, þetta þekki ég ágætlega vegna þess að þegar við erum að sækjast eftir endurfjármögnun á okkar verkefnum eða hjálpa eftir viðskiptavinum, þá þetta einn af fyrstu hlutunum sem hjálpar að komast í grænu púlíuna. Þetta þýðir að þú getur fengið afslátt af vaxtakjörunum til dæmis, þú getur farið í græna skuldabréfaútgáfu eða fleira og það sem gerist þegar þú ert búin að setja þér almennileg markmið í loftslagsmálunum, þá horfa bankarnir og fjármálastofnanir á þig og segja við þurfum ekki að gera einhverja ítarlegri könnun. Þau eru með á hreinu. Þetta myndar segluvarandi nýja reglugerðir, það hefur eflaust verið talað eitthvað það í dag hérna, hvað á milli fólks, hvað það eru miklar reglugerðarbreytingar í vændum þegar kemur að sjálfbærni. Þetta bara í raun og veru svona flytur þig, bara svona tilflytur þig í að vera orðin samræmdur við þær reglugerðir. Lágmarka áhættu í tengslu við grænþvott. Það er nýbyrjað að dæma fyrirtæki fyrir grænþvott núna í Evrópu og þetta svona ákveðið tól til þess að passa upp á þú sért að gera hlutina rétt og síðast en ekki síst þá býr þetta til ákveðna lögmætingu í markmiðasetningu og þetta finnst mér ótrúlega mikilvægt að minnast á vegna þess að ég veit ekki hvort þið setja ykkur mikið af markmiðum en ég hef gert það. Ég til dæmis var og hélt utan verkefni í mörg ár sem heit meistaramánuðurinn og þegar maður setur sér visual skýr markmið sem maður veit að virka þá allt í einu þá fara hlutinir að gerast inn í hausnum á þér og það sama á við fyrirtæki. Þegar maður setur alvöru markmið sem make a sense og einhver segir við þig frábært, ég kann að meta að þetta make a sense hjá þér, þá fara hlutinir að gerast. Þannig að þetta er líka bara svona mjög hvetjandi þegar þú horfir á markmiðasetningu innan fyrirtækja. En hvernig setur maður science-based target? Förum aðeins svona í praktísku hlutina. Fyrir að fyrsta þú skuldbindur þig og þá farið 2 ár til þess að fara í vegferðina. Þú þarft að skilja þína ein losun algjörlega, þannig að þú þarft að þróa algjörlega nýjan gagnagrunn venjulega. Flest fyrirtæki þurfa að gera það. Umfang 1 og 2, margir góðir í því, umfang 3, það er mikill höfuðverkur. Þannig að það er rosalega mikil vinna í, þróa, skilja, búa til gagnagrunn sem er hægt að nota við að skila inn þessum gögnum. Sem er svo það sem þú gerir og þá fer ákveðið ferli í gangs þar sem er hægt að staðfesta þetta og í kjölfarið þá máttu birta. En ef við spólum aðeins tilbaka, þegar þú ert búin að skila inn þessum gögnum, þá ferðu í ákveðið ferli sem ég ætla bara að segja ykkur áhugavert en tiltölulega erfitt og þetta er svolítið ástæðan fyrir því að það er borið virðing fyrir og það tekið mark á því hvernig að fyrirtæki sem hafa sett í svona science-based targets að þau séu raunverulega með alvöru loftslagsmarkmið. Það er gerð frumskynmun á gögnunum hjá þér, það er skoðað hvort þú hafir raunverulega verið að safna þessi skipti máli, þannig verður að horfa í það að þú farir ofan í alla 15 flokkana í greenhouse gas protocol til dæmis og þú hafir náð í raunverulegar upplýsingar sem hægt að endurskoða langt aftur í tíman og fleira. Þetta er skoðað, þegar það er komið í ljós að þú sitt með þetta á hreinu, þá farið endurskoðanda, hann fer í gegnum þetta allt saman, spyrir margar spurningar, þetta getur tekið marga mánuði, mikið erfiðum spurningum. Þegar hann er orðinn þokkalega sáttur, þá er annar endurskoðandi settur á þá skýrslu og það mat. Hann fer í gegnum þetta allt saman með þér og þegar þetta allt er komið í gegn, og þetta er kannski einhvað það sem þú ert búin að sofa illa í 2-3 mánuði vegna þess að þú ert alltaf að fá nýja spurningar og það er alltaf einhvað meira sem kemur upp og þú skilur ekki alveg neitt þó þú sér búin að vera að dröslast í einhverju loftslagsmálum í 10 ár, þá skilur ekki spurningar sem eru að koma þarna, þá ferðu inn í staðfestingarnefndina og farið hugsanlega já eða nei, en það getur líka verið að þessi vísa tilbaka þannig að þú þurfir að gera þetta aftur. En, alveg sem Kári var að tala áðan, kannski ekki alveg jafn stórt moment, en þegar markmiðin er samþykkt, þá hugsaðum allir baka, já, ok, þetta er alveg worth it, vegna þess að þetta er mikil vinna og þetta er staðfesting á því að við séum að gera hlutina rétt. Og til þess að bara setja þetta allt hérna í samhengi, þá höfum við sett okkur markmið sem voru samþykkt. Við höfum skuldbundið okkur til þess að minnka okkar losun 42% í umfangi 1 og 2 fyrir árið 2030, miðað við árið 2021 sem er það árið þar sem við byrjum að reikna öll okkar loftslagsgögn. Og í umfangi 3 þá er það losunin niður 25% árið 2030. Við erum búin að vera að vinna að þessu síðan 2021 og við getum staðfest að við erum á réttri leið
Og einu ástæðan fyrir því akkurat þetta, við erum búin að lögmæta þessa markmiðasetningu, þetta ferli svo vel með því að varða alla leiðina í gegn og fá viðurkenningu á því að þetta sé leiðin. Þar að leiðandi erum við til dæmis búin að minnka okkar losun í 1 og 2, umfangi 1 og 2 18% og 17% í umfangi 3 á tiltölulega stuttum tíma. Þannig að við erum á réttri leið og við vitum hvernig við erum að halda áfram. Við erum með fullt af verkefni sem við getum haldið áfram að vinna í. Við skiljum í hvaða flokkum við þurfum að vera að vinna, hvar við náum mestum árangri, hvað eru svona áherslur í auknað og fleira. Þannig að við í raun og veru erum búin að gera aðgerðaáætlun, við erum búin að setja okkur markmið, við erum búin að greina allt loftslagsbókhaldið okkar alveg niður í þaula og þess vegna erum við algjörlega í stakk búin fyrir það að minnka okkur losun og vera að passa okkur að við, Marel fyrirtæki sem að fylgir þeim formálum sem að við fáum frá Parísarsáttmálanum sem að við þurfum svo mikið að gera sem öll fyrirtækin sem starfa á allavega á Íslandi en líklega bara út allan heim. Ef ekki bara segja þetta gott, ég ætla bara að fá að þakka fyrir mig. Náum við þér í eina spurningu? Komið með það. Yes, wow. Hvernig nálgist þið að minnka losun ykkar í umfangi 3? Þetta rísaspurning, en við höfum samt bara 1 mínútu í alvörinni. Heyrðu, þetta ótrúlega gott. Þið sáu að þeir sem ég þuldi upp á hann eða sett upp á skjáin á hann, það voru svona 9 verkefni. Það eru 2 sem skipta mestu máli þar. Það annars vegar að vera með sjálfbjarga svona innkaupaáætlun og það þá hvernig við nálgumst samtala við okkar birgja en líka hvernig við setjum kröfur á það. Af því að þetta er svona uppbygging á samtali sem þú þarft að fara í gegnum. Þannig að byrjar á því að segja við þá, varuð til að segja ykkur hvernig ykkar svona loftslagsmál eru, síðan fer að setja ákveðnar kröfur á það og síðan fer allt í einu að kannski segja við það bara ef þið uppfyllið ekki okkar kröfur, þá skiptum við bara birgja. Þannig að það fyrsta skrefið. Síðan hitt sem jafnvel ennþá mikilvægara, það í vöruþróunarferlinu. Það vegna þess að bil 90 og ég held að séu 6% af allri okkar losun eru í umfangi 3. Þannig að bil helmingurinn af því kemur í gegnum innkaup og helmingurinn af þessu sem heitir use phase emissions, sem eru okkar tæki í notkun hjá viðskiptavinum. Þannig að það hvernig við þróum okkar tæki og hvernig þau eru orkunýtnari og hvernig þau fara betur með orku og svona þessa hluti varðandi endurvinnslu og endurnýtingu af varahlutum og fleira, það skiptir jafnmiklu máli raun og veru það að við séum að versla hlutina inn á réttan svona og sjálfbærara máta. Þannig að þessi 2 þættir, annars vegar vöruþróunarfasinn, hvernig við pössum upp á að þróa tækin okkar rétt og hins vegar hvernig við tölum við byrgjan okkar, þetta eru stóru þættirnir í hvernig við minnkar umfang 3. Kæra þakki fyrir þetta, Þorsteinn Kári. Við erum komin í síðasta þema dagsins, þema 4. Það fjallar aðgerðir einstaklinga. Kannski ekki bara aðgerðir einstaklinga, heldur kannski líka ábyrgð einstaklinga. Við Íslendingar erum náttúrulega í þeirri stöðu að við höfum talsvert meiri áhrif heldur en meðal heimsborgarinn. Við erum rík þjóð, við erum fámenn þjóð á stóru land- og haf yfirráðasvæði, hverju atkvæði fylgir óvenju mikið vægi á Íslandi. Við höfum miklu meiri völd heldur en meðal maðurinn. En hvað eðlilegt að leggja á herðar einstaklinga, hvað okkar hlutverk sem einstaklingar og hvað hlutverkið sem samfélagið? Þetta eitthvað sem við ætlum að tala í þessu þema og við höfum mikið verið beðin að fjalla þetta hér á loftslagsdeginum. Hingað er komin næsti fyrirlesari, hún ætlar að fjalla loftslag og lífríki loforð fyrir framtíðina. Hún formaður frjálsu félagasamtakana Landverndar. Þorgerður María Þorbjarnardóttir, gjörðu svo vel. Takk kærlega fyrir. Það var sagt hérna áðan að þetta ætti ekki að vera eitthvað sem fólk leysir í frítíma sínum og það datt mér í hug að spyrja salinn, hverjir hérna eru í vinnunni og eru á launum hérna inni? Og hverjir tóku sér frí í vinnunni til þess að mæta hingað? Það eru aðeins færri. Já, mér fannst þetta bara áhugavert að vita og nú veit ég það og takk fyrir að taka þátt í þessari tilraun með mér. Af því ég kem úr náttúrulega samtökum þar sem að
félagar borga inn í samtökin og við sem störfum erum frekar fá og svo þetta mikið af sjálfboðastarfi. En ég ætlaði að tala það hvort að loftslagsmálin séu eitthvað sem kemur almenningi við, að hvort það sé frátekið fyrir sérfræðinga. Það eru endalausar skammstafanir eins og spunaleikararnir komið inn á, hvað eru LULUCF eða LULUFC eða hvað við viljum kalla það. Skilur þetta einhver? Það eru losunarflokkar, það eru samningar og bókanir frá Kyoto, París og prósentutölur eru mismunandi hvort að við eigum við eitthvað viðmiðunarár 2005 eða 1990 og svo neyslusporið eiginlega aldrei með inn í losunartölunum. Þannig að það ekki skrítið að fólk skilji þetta frekar illa. Og klukkan tifar á meðan og fólk með loftslagskvíða og finnst hlutin gerast hægt. Þessi aðgerðaáætlun búin að vera heila eilífð á leiðinni og mér finnst hún búin að vera alveg að vera tilbúin núna í marga mánuði. Og á meðan hefur Alþingi dregið úr fjárframlagi til loftslagsmála og almenningur ennþá kvínari og upplifir mikla ábyrgð. Og þetta mjög fráhrindandi. Því auðvitað ber við öll sem einstaklingar einhverja ábyrgð en stjórnvöld ber ábyrgð á því að gera okkur kleift og auðvelt að lifa umhverfisvænum lífstíl og geta síðan leitt stórar aðgerðir. En við höfum verið að samþykkja sáttmála, skrifa undir hluti sem eru oft bara mjög langt fram í tímann, sem reyndar ekki lengur svo langt fram í tímann vegna þess að 2030 bara eftir nokkur ár þó að það sé lengra en þetta kjörtímabil og líka næsta kjörtímabil, þá það samt stutt frá. Og við höfum samþykkt 2 sáttmála, annars vegar Parísarsáttmálann sem fjallar það að við skulum takmarka losun, takmarka hlýnun við 1,5 gráðu og hins vegar Kunming Montreal sem snýst að varðveita að minnstakosti 30% land, haf og strandsvæða, að varðveita vistkerfi þeirra og landsvæðana og endurheimta 30% raskara vistkerfi fyrir 2030. Og ég veit að stendur Toronto á þessari glæru en það bara eitthvað sem ég gerði til að vera aðeins svona dularfyllri. Staðan svo að það allt við sama heygarðshornið sem mín svona þýðing á business as usual. Línulegt hagkerfi þar sem við kaupum mjög mikið magn af vörum og við notum og hendum á ósjálfbæran hátt fyrir loftslagið og fyrir lífríki. Og Björn kom hérna inn á lífsgæði, eða setta í gæsalappir lífsgæði, að það lífsgæði að þurfa að vera að kaupa sér nýjan síma á 2 ára fresti eða eigum við að geta gert við hlutin okkar og nota það betur og það kannski hinn sönnu lífsgæði. En upplýsingarnir svona út allt. Við vitum ekki alveg hvað gott og hvað slæmt, til gott fólk og vont fólk eins og yfirleitt verið að reyna að skipta fólki upp í og kannski lausn við einu vandamáli, lausn við annari. Við erum bara að vaxa allt of hratt. Það engin auðlind á jörðinni sem takmarkalaus. Málmar eru takmörkuð auðlind, orka líka takmörkuð auðlind og við erum á takmarkaðri plánetu. Þannig að þegar við leitum að töfralausnum, þar sem við bara skiptum yfir í eitthvað nýtt sem þannig við getum haldið áfram við sama heygarðshornið eða bara viðteknum venjum, þá lendum við alltaf okkur öðrum veggjum. Þannig það ekki til töfralausn, en það spói sem starir á okkur í andliti, eða kannski lóuþræll eða jaðrakann eða hvað það sem við viljum að þessi fugl sé. En Ólafur Arnalds gaf frekar nýlega út bók sem heitir Mold ert þú, sem allir sem láta sig loftslagsmál og umhverfismál almennt ættu að lesa. Framræst votlendi stærsti losunarþáttur landsins og endurheimt vistkerfa all land, ekki bara votlendi, öflugasta loftslagsaðgerðin sem hægt að fara í, því jarðvegur geymir svo sannarlega mikið kolefni og þannig náum við líka báðum þessum samningum á sama tíma. Því fyrir hvern draugum við úr losuninni ef ekki fyrir okkur sjálf og lífríkið því að við getum ekki berga plánetunni því plánetan sjálfur ekkert í hættu, hún ekki að fara neitt en það auðlindirnar okkar sem við erum að nota á sjálfbæran hátt og við þurfum að nota á sjálfbærari hátt. Já, nú ég fletta, þetta skissubókin sem ég teiknaði þessar fínu myndir í.
Við verðum að þora að taka af skarið og gera allt sem við getum gert núna. En af hverju það til dæmis að tala lest og almenningssamgöngur allt land eins og að tala ferð til tunglsins? Þetta spurning sem ég spyr mig. Ég get talað deili, bílakerfi, lest, notkun fraktskipa til þess að flytja fólk milli landa, vistbændur og styrki við grænmetisrækt í staðinn fyrir að styrkja nánast eingöngu búfjár. Almenningssamgöngur til Egilsstaða, þar sem ég á einum degi, eru ekki hægt í dag og það kostar eiginlega jafn mikið eða meira en að fljúga. Og af hverju eru þessi hlutir og þessar lausnir ekki einhvern veginn kröftugri? Þannig að ég að spyrja mig margra spurninga. Og almenningur á rétt á því að spyrja spurninga. Þið getið verið vegan og hjólað og gert allt sem þið í ykkar valdi stendur í ykkar daglega lífi til þess að vera loftslagsvænni. En þið getið líka tekið þátt í samtökum eins og Landvernd og spurt spurninga, skrifa greinar, gert listaverk, skrifa umsagnir, skrifa bækur, syngja lög og nýta ykkar styrkleika til þess að hafa áhrif á stjórnmálin. Og Landvernd eru einn af þessum vettföngum sem hægt að notfæra sér, þar sem að meðlimirnir setja stefnu, kjósa stjórn og geta þá haft áhrif í sameiningu á það hvernig við tölum þessi mál og hvað stefnu við tökum. Þannig að ég hvet ykkur til þess að beita ykkur hvar sem þið ákveða að gera það og hugsa í lausnum, muna eftir báðum þessum sáttmálum og hjálpast við að ýta málaflokknum í rétta átt. Takk fyrir. Settu tvær. Kærar þakkir, Þorgerður. Við höfum tíma fyrir spurningar. Woohoo! Það er komin ein. Ef við ekki bara taka hana, áður en koma fleiri. Já, en þið megið samt alveg senda fleiri spurningar, sko. Hvernig fær almenningur aðgang að þessum mikilvægu málum? Raunverulega rödd, samráðsgátt, dómstólar, lögvarðir hagsmunir, kærur, samtök og svo framvegis. Já, Landvernd hefur til dæmis ekki lögvarða hagsmuni samkvæmt lögum hér á landi og getur ekki sótt mál, einstaklingar og landeigendur geta gert það. En aðgangurinn mætti vera betri en samkvæmt Árósasamningnum það eigum við, og þegar ég segi við, það meina ég við almenningur, að hafa aðgang að umhverfismálum og að hafa aðgang að gögnum og að geta haft áhrif á framkvæmdir og annað sem hefur áhrif á umhverfismál, en auðvitað hefur allt áhrif á umhverfismál. Árni Kristjánsson spyr hvernig geta stjórnvöld aukið vægi félagasamtaka og sjálfboðaliða starfa á loftslagsaðgerðir? Með því að vinna með þeim, hlusta á þau, bjóða í samráð og efna til funda eins og við erum að gera í dag. Þetta til dæmis eitthvað sem stjórnvöld að gera, fá fólk saman til þess að tala saman og hlusta á erindi, og það mætti kannski vera meira þjóðfunda væp á því ef það ætti að koma eitthvað svona út úr því, en ég held að það gerist alveg ótrúlega mikið líka í þessu óformlega samtali sem við erum að eiga í dag. Einhver vill lest og þá var það úr sögunni, en svona örstutt, hvað myndið þú gera ef þú værir umhverfisráðherra? Eitthvað teik þar? Ég held að það mætti endurheimta votlendin og það mætti hækka kolefnisgjald til þess að gera orkuskiptaverkefni samkeppnishæfari orkuna sem við eigum á Íslandi. Takk hérlega fyrir það. Næsta erindi ber líflegan titil, það er samstarfskona mín í teymi hringrásarhagkerfis hjá Umhverfisstofnun, hún Birgitta Steingrímsdóttir sem spyr: má bjóða þér upp í dans? Má ekki byrja því að bjóða þér upp í dans? Ætlum við að gera þetta í alvörinu eða? Gera þetta í alvörinu, komdu. Tjúnur! Við sem erum ekki búin að æfa neitt, ha? Það er sko moonwalk, ef þið vildu vita. Gott hvað! Svona eiga loftslagsmálin að vera. Já, leynist ekki bara lítill spunadansari í þér? Þetta var allt spuni.
Heyrði, Og ekki fara núna, Jú, eða? mátt Jú. fara, þínu hlutverki. Já, ætlum við ekki að taka hinddansinn? Gerum það eftir. Heyrði, það er þetta með dansinn. Ég elska að dansa og ég held að sé fyrst og fremst vegna þess að dans veitir mér alveg ómælda gleði og ánægju. Og svo átta ég mig svona frekar snemma á því að ég væri bara nokkuð góður dansari, dæmi hver fyrir sig. Þannig að ég fór að æfa, frekar ung og æfði fram eftir og svo fór ég að kenna. En svo átta ég mig á því síðastliðið haust að ég var eiginlega alveg hætt að dansa. Ég var búin að flækja mig svolítið bara í þessari hversdagsrútínu og glemdi bara alveg að hafa dansinn með í lífinu. Þannig að ég fekk hugmynd. Í staðinn fyrir að eyða peningunum mínum í hluti sem ég örugglega þarf ekki neitt og með tilheyrandi neikvæðum umhverfisáhrifum, þá ætla ég frekar að eyða peningunum mínum í að bjóða konunum í mínu lífi upp í dans. Og ég gerði það og vá hvað var gaman. Sjáu hvað mikla dúllur. Meira þess að mamma mætti. Og ég er búin að ákveða það að ég ætla að gera meira af þessu. Þetta er einhvern veginn svona nærandi samvera með fólkinu manns. Þetta var svona frekar lítill tilkostnaður fyrir mig, lítið vesen og mjög lágmörkuð umhverfisáhrif af þessari aðgerð. Mjög gaman. Á þessari mynd er ein af mínum bestu vinkonum og hún er mikil áhuga kona eldamennsku. Og hún er mjög óhrædd við að prófa sig áfram í nýjum straumum í matargerð. Og fyrir nokkrum árum þá bauð hún okkur í skírnarveislu hjá dóttur sinni. Það er örugglega 5 ár síðan það var. Og borðið svignaði undan kræsingum að venju eins og henni einnig er lagið. Og ég man eftir því þegar við vorum að fara að þá segir hún okkur að allar veitingarnar í þessari veislu séu án dýraafurða. Og hún er mikil áhuga kona umhverfismál og dýravelferð. Og ég man hvað voru margir hissa að það væri í alvörunni hægt að gera góða brauðtertu án þess að nota Gunnarsmajónes og gera djúsi súkkulaðiköku með svona dúnmjúku kremi án þess að smjör eða rjómi, egg eða mjólk kæmi við sögu. Þannig að þetta kom svona skemmtilega óvart. Og talandi að koma skemmtilega óvart, hérna sjáu þið fulltrúa frá lögregluembættinu á Vesturlandi. Og þetta er vinnustaður sem hefur náð alveg ótrúlegum árangri í umhverfis- og loftslagsmálum. Þetta er fyrsta lögregluembætti á Íslandi og örugglega ef að víða verið leitað sem að hafa náð nánast að fullu að rafvæða sinn bílaflota. Það er engin hleðslukviði til staðar hér. Og við vinnum með þessum vinnustað í grænu skrefunum hjá Umhverfisstofnun eins og við gerum með öllum öðrum ríkisstofnunum. Og ég var svo forvitin að vita, hvað er það í ykkar menningu sem var þess valdandi að þið hafi náð þessum árangri svona hratt og vel. Þannig að ég heyrði í þeim og það stóð ekki á svörum. Þetta er fyrst og fremst því að þakka að það er áhugi og ástríða hjá einstaka starfsmönnum sem hefur náð að smita út frá sér á vinnustaðnum. Þannig í fyrsta lagi þá er lögreglustjórinn á þessum vinnustað mjög áhugasamur og metnaðarfullur í umhverfismálum og hann situr meira þess að sjálfur í þeirra umhverfisnefnd. Og svo þegar þau áttu þess á því að samgöngurnar eru þeirra stærsti losunarvaldur og ætluðu að fara svona í aðgerðir til þess að tækla það, að þá kemur í ljós að það er bara fullt af starfsmönnum á þessu vinnustað sem að annaðhvort eiga rafbíl eða hafa mikinn áhuga á rafbílum. Og þar með var einhvern veginn til staðar bara reynsla og þekking á notkun rafbíla sem lækkaði svolítið þröskuldinn fyrir þennan vinnustað að fóra að taka stökkið og kaupa fyrsta rafbílinn. Við vissu þetta væri hægt, það voru þarna aðilar innanhús sem að gátu í rauninni sannreynt það. Þannig að þau keyptu þarna fyrsta bílinn og núna eru við nánast eins og ég sagði áðan, búin að full rafvæða bílaflottann sinn. Ótrúlega vel gert og þau sjá fram á í ár að ná 75% samdrætti í losun með árið 2020, sem er ótrúlega góður árangur. En af hverju er ég að segja ykkur þessar tilviljunarkenndu sögur? Jú, ég hef alltaf haft ótrúlega mikinn áhuga á fólki, af hverju fólk er eins og það er og af hverju það hegðar sér eins og það gerir. Og ég hef blessunarlega fengið að vinna við slík verkefni í mínu starfi hjá Umhverfisstofnun. Við erum alltaf leynt og ljóst að reyna að hreyfa við einstaklingum, fyrirtækjum, stjórnvöldum og reyna að fá þessa aðila til þess að bæði skilja verkefnin framundan og vonandi breyta sinni hegðun. Og það sem ég hef lært er að við erum alveg ofboðslega félagslegar verur. Og ég veit þetta er ekki fréttir fyrir neitt hérna inni. En málið er að við viljum tilheyra hópum. Og í hópunum okkar eigum við okkur oftar en ekki fyrirmyndir. Þið veitir, fólki sem lætur okkur líða vel og við lítum jafnvel upp til. Og í þessum hópum verða til ákveðnar leikreglur.
Þetta eru svona óskrifaðar reglur, eitthvað sem að flestir eða allir gera og samþykkt af hópnum. Og stundum köllum við þessar leikreglur norm. Og mér finnst ég alveg ótrúlega heppin að fá tækifæri til þess að ávarpa hérna í dag fullan sal af fólki sem ég geri ráð fyrir að hafi allavega einhvern áhuga á umhverfis- og loftslagsmálunum. Og við ykkur vil ég segja þetta, þið getið haft áhrif með því að hafa áhrif á fólkið í kringum ykkur. Það er að segja, með því að skapa ný norm. Og áður en ég útskýri og gefi ykkur svona hugmyndum hvernig er hægt að gera þetta, að þá langar mig að taka undir það sem hefur komið fram hérna nokkur sinnum í dag. Og við heyrum þetta mjög oft í okkar starfi á Umhverfisstofnun, að auðvitað bera einstaklingar ekki einir ábyrgð á því að við náum árangri í umhverfis- og loftslagsmálum. Alls ekki. Þetta er dans á milli okkar allra, á milli fyrirtækja, stjórnvalda og einstaklinga. En gleymum því samt ekki að í grunninn eru fyrirtæki og stjórnvöld einstaklingar. Ok? Ég ætla að koma með smá tips fyrir ykkur ef þið viljið hafa áhrif á fólkið í kringum ykkur, eins og ég tók dæmi í þessum sögum hérna áðan. Kortleggið þá þessa 3 þætti. Í fyrsta lagi, hvar liggja þínir styrkleikar? Hvað ertu góð eða góður í? Eru það mannleg samskipti? Er það einhver sérfræði þekking sem þú hefur? Er það tengslanetið þitt? Er það textagerð, greinaskrif, listin er endalaus? Og svo, númer 2, er það kryddið, eitthvað sem að mínu viti skiptir alveg gífurlega miklu máli og er í rauninni til þess fallið að viðhalda okkur til lengri tíma. Og það er gleðin. Hvað veitir þér gleði og ánægju í lífinu? Er það kannski dans eins og í mínu tilfelli, eða einhver önnur hreyfing? Er það matargerð, garðyrkja, fólk, vélar? Aftur, listin er endalaus og örugglega mjög misjafn á milli okkar allra. Og í þriðja lagi, hvaða aðgerðum í loftslagsmálum getur þú beittur fyrir? Hverju hefur þú áhuga á? Við erum alltaf búin að fá alveg fullt af hugmyndum hérna í dag. Endurheimt votlendis, eru það orkuskiptin, virkir ferðamátar, hringrásar tíska. Hvar liggur þinn áhugi? Og galdurinn felst svo í því að flétta þessa 3 þætti saman. Ok? Til þess að draga þetta saman, sem ég er búin að vera að segja, að þá er ég að segja við ykkur að við getum öll haft áhrif með því að finna út hverjir okkar styrkleikar eru, hvað okkur finnst gaman að gera og flétta aðgerðum í loftslags- og umhverfismálum þar inn. Það er nefnilega aldrei að vita nema þú sért einmitt fyrirmynd fyrir einhvern eða einhverja í þínum hópum og náir að smita þínum áhuga, þekkingu og gleði yfir á viðkomandi. Af því að gleði er nefnilega bráðsmitandi, eins og við þekkjum öll. Og þetta hljóma kannski léttvægt að ég sé hérna uppi að tala vegankökur og Whitney Houston og gleði, svo gaman. En þetta skiptir ótrúlega miklu máli. Það að skapa ný norm er mjög mikilvæg loftslagsaðgerð. Og í rauninni er hún jarðvegurinn fyrir margar þeirra aðgerðir sem við höfum heyrt hérna fyrr í dag. Og að lokum, ég er alveg að vera búin í lokum, ætla ég að segja þetta. Auðvitað eru aðgerðir í loftslagsmálum mikilvægar fyrir komandi kynslóðir, þið vitið, börnin, barnabörnin. En aðgerðir í loftslagsmálum eru líka til þess fallnar að ýta undir okkar velsæld hér og nú. Og þetta má ekki gleymast. Þannig að mín spurning til ykkar er, hverjum ætlar þú að bjóða upp í dans? Takk fyrir mig. Þú ekki að snið okkur eða? Nei. Þú veist ekki alveg hvað er í gangi hérna. Elsku, alltaf vera að platan eitthvað rugl. Ég er eini strákurinn í teiminu, ef þú vildu vita. Við höfum tíma í spurningar. Já. Það er bara komin ein spurning sem er ekki einu svona spurning. Takk fyrir að vera með grænkerafæði í boði í dag. Vonandi taka allar stofnanir og fyrirtækið hér það til sín. Nýja normið. Svona breytum við normum. Nákvæmlega, gerum það. Í alveg, þetta hefur áhrif, þetta skiptir máli. Ef við taka næstu? Já. Kannast þú við að það sé komin þreyta í einstaklinga að þurfa að bera ábyrgð á loftslagsmálum? Já, heldur betur. Eins og ég nefndi á hana, þá heyrum við þetta rosalega oft í okkar samskiptum og þess vegna erum við einmitt svolítið í pollíunni gírnum að hvetja fólk til þess að finna gleðina í aðgerðunum. Eins og við höfum heyrt í dag, fullt af tækifærum, alls konar hlutir sem eru í bígerð og eru í rauninni að fara að raungerast í náinni framtíð. Af hverju ekki hafa bara gaman og finna gleðina? Ef við í rauninni töpum henni,
að þá er það bara beinustulega burnout. Og það er eitthvað sem við höfum verið að sjá raungerast. Ég man að það var einmitt erindi á frábæri janúarástefnu Festu, núna í janúar, frá ungri konu í Bretlandi og hún var að ræða það að aktivistar í umhverfismálum eru bara í síauknum mæli að brenna út af því að þau í rauninni tapa gleðinni, skiljanlega, þetta er erfið barátta. En mín hvatning er ekki tapa gleðinni, ekki gleyminni, munum eftir henni. Ég held við náum ekki fleiri spurningum en þetta er svo sem allt sem við þurfum að vita. Við höfum bara gaman að þessu, eða ekki? Heldur betur. Já, takk fyrir þetta, Birgitta. Næsta dagskrá er kvíðavaldurinn ykkar, allavega ykkar sem fóruð í viðtal hjá Ester. Ég kann ekki lýsa þessu betur en Ester Festival, er það góð lýsing? Ester er búin að vera vappinu með prikið sitt og mækinn hérna sem ég auglýsti í byrjun viðburðar. Við ætlum núna að sjá hvað hún er búin að vera að bralla í dag. Gjörðu svo vel. Nú ert þú umhverfis orku og loftslagsráðherra. Kissa, drepa, giftast, umhverfi, loftslag og orka. Ég neita að taka þátt í þessu leik. Nú er loftslagsdagurinn. Getur þú sungið fyrir mig eitt loftslag? It's in the air tonight. Hlýnun jarðar, sólin, hún er svona að hlýja okkur. Hafið þið tekið eftir því hvort að hafi verið mikinn auka hlýnun eftir að Pretty Boy Choco er alltaf að segja að halda fórum að skína? Herru, já, við erum með sér loftslagsvísi akkurat fyrir það. Geturðu túlkað loftslagið með dansi fyrir mig? Erum við ekki stórasta land í heimi? Við erum náttúrulega stærst og best, en við erum samt líka dálítið lítil. Þannig ertu að segja að stærðin skipti máli? Hún skiptir máli. Þetta eru sjokkerandi fréttir fyrir ákveðna aðila. Núna er eitthvað að hlýna á Íslandi, við höfum tekið eftir þessu. Hversu stór hluti ástæðunar haldið hafi verið að Rúrik Gíslason flutti aftur til Ísland? Það er eflaust eina ástæðan. Tala ekki við þig til að fá losunarheimild? Nei, ekki mig. Af fólkinu inn í kringu þig, hvern myndirðu helst vilja skipta orku við? Jónas ger allan tímann svo. Pælingi með þessu ETS-kerfi, er þá markmiðið að reyna að laga loftslagsmálin með minni kaffiandfílu? Já, í grunninn er það svoleiðis. Eru loftslagsbreytingarnar að gera ykkur hjá Marel erfiðara fyrir að finna Nemo? Að finna hvað? Umhverfi, orka eða loftslag, besti forseti Íslands? Já, góð spurning, já. Ég bara er með svo skilgreitt markmið fyrir ekki að ég svara einhver spurningu, sko, ég er stjórnmálamaður. Nú erum við að tala um losun og við vitum það að Taylor Swift er það celeb sem að losar mest. Af hverju er hún ekki hér í dag? Já, mér finnst það mjög góð spurning. Ég var búist við því að Taylor myndi mæta. Þú frá Carfix, bílar eru stórt loftslagsvandamál. Af hverju er þú hér í dag? Sagður Carfix eða... Þemað er aðgerðir og þú ert doktor. Finnst þér ekki hálf galið að fólk utan þín skeira sig eitthvað að framkvæma aðgerðir? Jú, kannski. Þurfum við ekki að útjá hvaða kynslóð er best með því að fara í loftslag? Jú, lítur að vera. Báðar kynslóðir eru besta. Ég til í slag. Ertu með einhverja góða loftslagspick-up-línu? Já, ert þú búin að sjá votlendið mitt? Hún er til, en hún er drusu góð. Kemur heim með mér, þá er sko ekkert þurrkað votlendi. Nei. Hey, baby. Þú veist þarna deilihagkerfið. Eigum við kannski að deila rúmi? Ok, bye. Það er ekki öll vitleysan eins. Já, svona á meira svipað á umhverfisstofnunar TikTokinu þeir sem eru ennþá með síman uppi. En ég held að við ætlum ekki að gera neitt fleira í dag, annað en að hlusta á hann Halldór Þorgeirsson, formann loftslagsráðs. Hann ætlar svolítið að ná okkur niður á jörðina eftir hennan skemmtilega dag. Halldór Þorgeirsson, formaður loftslagsráðs, hann er tilbúinn hérna. Ég var að bíða eftir honum. Sorry Halldór, gjörðu svo vel. Já, nú ekki sagt að ég ætti að ná okkur niður á jörðina, en
Ég er með bók að því ég kom hérna með autt blað og það sem ég ætla kannski að byrja á að segja að það er alveg ljóst að loftslagsdagurinn hefur sannað tilvist sína og hugsunin var svo að þetta væri svona fastur punktur í árinu þar sem við myndum horfast í augu við staðreyndir. Meta árangur af ákvörðunum sem hafa verið teknar, líka ákvörðunum sem ekki hafa verið teknar, jákvæðum ákvörðunum og neikvæðum. Þannig að nú er þetta orðið, það er ekki hægt að vera með loftslagsdaginn. Og ég held að það sé bara feikilega mikilvægt. Og það sem ég langaði bara að spyrja og svona fara í gegnum svona mína punkta út frá þessari spurningu, hvað höfum við lært frá loftslagsdeginum 2023, síðasta loftslagsdeginum? Og eitt sem ég held að maður að byrja á, sem ég held að sé bara stórt og var kynnt hér, er að vísindanefndin loftslagsbreytingar hefur skilað af sér. Og þetta hljómar rosalega boring eins og hér hefur komið fram. En þetta er feikilega mikilvægt starf og eigingjarnt starf hjá okkar besta fólki. Og ég vil líka undirstrika það fyrir þá sem kannski átta sig ekki á því að loftslagsvísindi eru ekki bara náttúruvísindi. Og þess vegna hefur þessi skýrsla vísindanefndarinnar gengið miklu lengra í því að horfa á félagslega þættina og meðal annars bara sem dæmi þarf að fara inn í nýja rannsókn, félagsfræðilega rannsókn sem sýnir að almenningur er meira en tilbúinn í aðgerðir, raunverulegar aðgerðir, erfiðar aðgerðir. Annað líka sem við lærðum af þessari skýrslu og við þurfum öll að ná skilningi á er kerfislæg áhætta. Þetta er rosalega ljótt orð og vendipunktar. En við getum ekki komist fram hjá því að hugsa þetta. Og þetta er ekki bara spurningin eitthvað eitt sem að gerast heldur kerfislæga breytingar og það komur líka fram í þessari skýrslu sem við þurfum öll að taka til okkar er að ytri áhrifin eru kannski þau mikilvægastu, ekki bara það sem gerist á Íslandi heldur afleiðingar annar staðar. Og hugsum aðeins eitt, að Ísland hefur lagt flest egg í 2 körfur, sjávarútveg og ferðaþjónustu. Það er óumdeilt að þessar 2 atvinnugreinar eru viðkvæmastar fyrir loftslagsbreytingum. Þetta var eitt. Annað, það hefur dýpkað samstarf milli stjórnvalda á atvinnulífs annars vegar og stjórnvaldsstigsins á sveitarstjórnarstiginu. Og þetta er feikilega mikilvægt og við höfum heyrt með góða hluti hér þar. Ég vildi undirstrika mikilvægi þess sem var nefnt með þátttöku Reykjavíkur í kolefnishlutlausum borgum og ástæðan fyrir því að það er mikilvægt er að með þessari þátttöku Reykjavíkur að þá erum við að komast í beina tengingu við það sem best gerist í stefnumörkun í loftslagsmálum í heiminum. Og þannig það er mjög margt sem við munum læra af þessu. Við heyrðum líka af stöðunni varðandi loftslagsvegvísa atvinnulífsins og þessa spurningu hvernig munu stjórnvöld þá bregðast við því sem kom frá atvinnulífinu og hvernig þróum við það sem er svona lykillinn að þessu svona sameiginlega ábyrgð og samkomulag fjárfestingar. Og við heyrðum líka tölurnar, munum það, þetta eru tölur fyrir 2022, en það var mikilvægt að fá þessar tölur svona, þó að væri innan við 24 tíma frá því að þessi fundur myndi byrja. Og það er náttúrulega að fagna sérstaklega áframhaldandi samdrætti í fiskveiðum og vonir sem við höfum samdrátt varðandi úrgang, en tökum eftir því að losunin er ennþá á uppleið. Og við vitum það að í samfélagslosunin þá verður næsta ár, 2023, sem líka liðið, það verður verra. Þannig við megum ekki fagna á mikið þessum tölum. Og þetta er það sem við þurfum að tala það er mikilvægast að horfast í augu við staðreyndir. Hlutverk stjórnvalda, eins og við vitum, er að leggja meginlínurnar. Það er löggjafarvaldið, það er stjórnvöld eiga að vera í stóru málunum og setja leikreglurnar, skapa skýrt umhverfi, sérstaklega varðandi hagræn
skilaboð. Verður að segjast að skilaboð stjórnvalda hafa verið mjög óljós. Og þegar ég var að skoða þetta, undirbúa mig og svona horfa á dagsetningar, að síðasta skýrsla verkefnastjórnar aðgerðaáætlun kom út í júní 22. Og ég veit hvað ég viti mikið meðgöngutíma Afríkufíls. Það 22 mánuðir, þannig að meðgöngutíminn hefur verið ansi langur. Á sama tíma hefur við fengið skilaboð og ég vil bara stundum þarf maður að segja bara hlutinir eins og eru. Ég að vestan og hlutinir sagðir eins og eru. Það voru gerð alvarleg mistök varðandi hagræna hvata þegar kemur að rafbílum. Og það mjög mikilvægt, ef við horfum aðeins á þetta, að viðbrögðin voru ekki að koma frá landvernd eða umhverfissamtökum. Það kom frá atvinnulífinu, það kom frá þeim sem þekkja til. Þessi mistök verður að laga. Og ég fagna því að það talað það að í nýrri aðgerðaáætlun verði kafli sem gengur þvert, þar sem verður farið yfir og horft á þessum skiptir mestu máli, hvatarnir og hlutirnir sem koma inn í útreikninga og fjárfestingum. En þá spurning hvað framundan. Og þegar ég lofaði þeim sem báðu mig að gera þetta, ég myndi ekki skilja ykkur eftir í svona draga okkur niður. Og þá gaman að velta því fyrir sér, hvar verðum við eftir ár? Hvar verðum við á næsta loftslagsþingi? Og ef við tökum fyrsta aðgerðaáætlunina, þá mjög mikilvægt, burtséð frá því sem ég sagði áðan hvað þetta tekið langan tíma, að við verðum að gera þessa áætlun að áætlun þjóðarinnar. Þetta það besta sem við höfum og þegar hún kemur fram, þá verðum við öll að fylgja okkur á bak við hana. Það ekkert annað í boði. En við þurfum að spyrja spurninga, hún meira stefnumarkandi, mun hún hafa áhrif á fjárfestingar og mun hún hafa áhrif á losunina og getur hún orðið að aðgerðaáætlun þjóðarinnar, því það þarf hún að verða. Hvað annað framundan? Það hefur verið boðað að lög loftslagsmál verði endurskoðað á komandi þingi. Það mjög mikilvægt, það voru gerðar miklar breytingar á lögum loftslagsmál með því að taka ETS. Daniel var ánægður, ég skyldi nefna ETS. Það búið að taka ETS út úr löggjöfinni og það búið að boða það að það verði gera þá breytingar á löggjöfinni og það mjög mikilvægt að það sé tenging á milli til dæmis ákvæða loftslagsráð annars vegar og ábyrgð ráðherra gagnvart Alþingi hins vegar. Það komið nýtt loftslagsráð og það með nýtt loftslagsráð mun hafa meiri faglega getu og síðan, en þar sem við vonumst til, og ég þessi ástæða til þess að ætla að þetta geti orðið, að við munum ná áfram á þessari leið að samþætta alla stefnumörkun. Þannig að þetta harmoneri allar stefnur stjórnvalda þegar kemur á loftslagsmálum. Og mig langar að enda á því að taka undir það sem Hugrún sagði, að lausnin á þessu raunverulega í þessum sal. Ég veit þetta mikil ábyrgð, en þetta staðreynd. Þetta nefnilega félagslegt verkefni og þetta snýst mjög vinnu, þetta snýst úthald, ástríðu, einbeitingu og þrautseigju og þetta líka mjög jákvætt verkefni vegna þess að þetta snýst raunverulega að skapa betri heim og ég alveg sannfærður það að, og ég kannski þetta snúa þessu við verðum að hafa betri fréttir á næsta loftslagsdegi. Takk fyrir. Kærar þakkir Halldór og takk öll fyrir að vera hérna með okkur. Við erum að ljúka þessu í dag. Fyrir ykkur sem viljið nördast aðeins þá ætlum ég að benda ykkur á landskýrslan losun gróðurhúsalofttegunda sem kom út í gær. Hún aðgengileg á heimasíðu Umhverfisstofnunar, ust.is. Loftslagsvegvísar atvinnulífsins á loftslagsvegvísar.is. Aðgerðaáætlun, hún á CO2.is og ný aðgerðaáætlun kemur þangað inn þegar hún kemur og skýrsla vísindanefndar loftslagsbreytingar á loftslagsbreytingar.is. Þá ég búinn að segja allt sem ég vil segja
Ég vil þakka ykkur kærlega fyrir að vera hérna með okkur í dag, bæði í Hörpunni og líka þið sem eru með okkur í streymi. Halldór sagði að loftslagsdagurinn hefur sannað tilvist sína, ég er sammála því, ég vil kærlega þakka ykkur fyrir hönd allra aðstandenda þessa viðburðar. Við sjáumst á loftslagsdeginum 2025. Takk í dag.